Eru allir búin að opna kampæni? Egið það eftir? Alltaf flott að opna hérna þegar auðvitað allir búin að opna, sjálfsögðu. Herru, þá eru komin loftið. Verið velkomin í kostingasón Þjóðmála og Dr. Fútbol. Gaman að sjá okkur, gaman að sjá þá sem eru hér í salnum. Við erum hér komin saman í hvað? Silfurtunglinu og Efrihæð í Austurbæða bíó. Og hér eru tæplega 100 manns og mörg þúsund manns vantar að horfa heima á sér. Eða á kostingavökum, eða í fyrirtækjum, hvar sem er. Vítt og breytt um landið. Hér eru með mér, ég heiti Gísli Freyr. Hér eru með mér Stefán Einar Stefánsson, Hjörvar Hafliðarsson. Velkomnir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir að vera með. Er þið ekki spennt? Má ég heyri í salnum? Er ekki allir spenntir í það? Hér ætlar Þórður Gunnarsson að vera með okkur. Er hann ekki einhverstaðar í salnum hérna líka? Hann er hann aftast, jú. Hann er á barnum þar sem við finnum hann óttast. Já. Þannig að ef við týnum honum í kvöld að finna, hér er ennþá verið að opna kampavín. Hér eru þetta góðar veitingar frá Kampavínsfélaginu, frá Kalda og frá Kjötkompaníinu. Ef við ekki að skála fyrir því? Jú. Já, skála eða klappa eða hvað sem gerir, já. Skálum. Við þurfum að fá vín í glasið þitt. Já, ég held að. Hvað erum við að drekka hérna, Stefán? Við ákváðum, í öðrum kafla Lúkasarguðspjall segir frá fyrsta kraftaverki Jesú. Það var brúðkaupið í Kana þegar hann mætti of seint og mammas og allir voru að verða vitlausir af því að vínið var búið og þau segja, heyrðu, hvað er til ráða hér? Og hann fór baka til og fann vatn í kerjum og hann breyttið í vín. Og menn fóru að smakka þetta vín og þetta var þetta besta vín sem að menn höfðu smakkað eðlilega og búið til af Guði sjálfum. Og þá sögðu menn, þetta er undarlegt. Reglan er svo í svona partíum að bjóða fyrst upp á góða vínið og menn eru ódrukknir og finna bragð og svo fara menn að bjóða upp á ódýra vínið. Þið þekkið þetta, þegar menn eru farin að teygja sig í Tomasi í flöskurnar þegar líður á kvöldið og engin veit neitt þetta því ég fæ Örnsson vinn minn í boð og svona það er nú reyndar bara strax ég dreg Tomasi inn fram þá og menn byrja að tjönka rauðvínið. En nú fylgdu við reglunni sem að menn höfðu fylgt áður. Það er að segja að vera með besta víni fyrst og við erum hér með Clos de Guasse frá Philippe Bonat. Þetta er af merkustu og flottustu og dásanlegustu egrunni í champagne. Okay. Ég framleiðdu árið 2015 18.286 flöskur og við erum búin að drekka 34 af þeim. Já. Það segir ég og þú. Áfram gakk. Já. Hjörvar, hvernig líst þér á pólitíkinni í þessu? Við stöðum vel á þetta, spennan er mest fyrir Reykjavík og Stefán Einar, það hefur enginn farið meira yfir svið eins og þú ert búin að flakka allt land. Hvað ertu búin að keyra mikið? Það loksins að það kemst að í umræðunni hvað ég er búin að fara mikið Ég er búin að keyra 5.600 kilometra. Já. Hvar upplifðarðu mesta hitan? Hvar var heift og hiti og svona Það var í Árneshreppi, þar búa 62 og lokatölur er reyndar komnar þar og við kannski förum yfir þær og eftir, það er búið að telja öll greidd atkvæði og meira til. Þar var mikil heift en það var nú minnst hér áður en við fórum í opinbera útsendingu á Ísafjörð, við kannski förum ekki nákvæmlega út í þau mál en þar hefur verið mikil hiti í pólitíkinni og svo þetta er Reykjavík mjög heitt og svo ég verði að segja að þinn heimabær Kópavogur hefur þetta verið mjög heitur líka í ljósi þess hvernig Kristrún Frostadóttir, forsætisráður okkar allra, blandaði sér inn í þann slag fyrir utan rúmfattalagerinn. Og ég held að það verði rannsóknarefni áratugi fram í tíman af hvernig hún valdi sér þessa staðsetningu. Þar fæst bara ódýrt drasl. Hefðir þú sem pólitískur ráðgjafi Kristrúnar ráðaldinn að vera þarna? Ég veit það ekki, mér er svona margt ekki hafa spilast með samfélkingunni í þessu öllu saman. Ef við förum aðeins í Garðabæinn þá náður ég náttúrulega í einn af mínum betri vinnum, Kjartan Atla Kjartansson. Já. Sem að er oddviti samfélkingarinnar í Garðabænum. Já. Hann gerði slæm mistök þegar að hann mætti á körfuboltaleik með Kristrúnu Frostadóttur. Það var í stöðunni 2-1 yfir fyrir Stjörnunni og einvíðið tapaðist 3-2. Og þessi mynd er alveg í hausnum á Garðabæing. Við getum fengið þessa mynd á skjáinn. Kemur, hún er hérna á leiðinni til okkur, þar sem þau sátu saman. Getum við fengið þannig að fólki í salnum geti séð þetta líka. Rosalega Katrín Júlíusdóttir hress á þessari mynd. Já, þau sjá þetta ekki hérna í salnum. Búlis, getum við sýnt þetta í salnum?
Við þurfum meira að sína þessi mynd í salnum því að þessi mynd segir allt sem segja þarf. Þetta svona svipað eins og að mæta á Liverpool 1989 með Margaret Thatcher með sér á Liverpool. Þetta fór mjög illa í Garbaenga og þetta hleypti illu blóði í þá. Þarna hefði hann átt að taka einhverja Garðabæjar legend. Menn voru nú aðlega ósáttir, það er alltaf hallaræslegt þegar stjórnmálamenn byrja að mæta á einhverja íþróttaviðburði sem þeir hafa aldrei sótt og skilja augljóslega ekkert í. En það fór líka dátt í taugarnar á Garðbæingum að Kjartan allir hefur ekki verið að sækja þessa leiki sjálfur síðust ár. Þetta var svolítið svo týndi sonur væri kominn en menn ákvað að halda ekki partí fyrir hann samt. Já, þessi myndi allan fór út allt internetið og þetta var þungt fyrir minn mann. Já. Og þetta verður mjög áhört. Ég er mjög spenntur fyrir því að sjá hvað gerist í Garðabænum. Ég nefndi rúmfattalagurinn, Jysk. Ég meina, Kristrún kemur út úr bankakerfinu, var þarna með þessa kauprétti, hún var búin að tala um það upp á húsgagnaframleiðandinn hennar væri Finn Júl, sem dansk og bara kosta engar möblur undir 2 milljónum. Hefðu hún ekki átt að halda hana fund fyrir utan Epal? Hefðu það ekki bara verið miklu meira svona elegant? Epal ekki í Kópavogi? Nei, við erum ekki með Epal í Kópavogi. Nei, það kannski segir sína sögu um þetta sveitafélag. Já, hvað? Við erum með tech. Já, það getur notað. Við erum með snúruna í Kópavogi, nei, í Garðabæ. Við erum allir á snúrunni þar. Er það ekki? Er ekki snúran í... Já, Epal... Já, Epal er Smáralind, rétt, já. Herru, þú segir það. Já, en þið eru með Smáralind, það er svona núlar þetta svolítið út, Og nú ætlið þið að fara að opna menningarmiðstöð í Smáralind. Verður það þarna í tækjasalnum? Nei, það var í vetrargarðinum. Já. Það sem þjóðin kom saman í mörg ár í vetrargarðinum. Á Idolið? Já. Það var þar sem þú slóst í gegn. Ekki bara ég. Þið munið hvernig Hjörvar aflaði sér frægðar á sínum tíma. Hann kom fyrst fram í Idolinu sem sverðskleipir. Já. Munið ekki eftir þessu? Það var Ísland Got Talent. Þetta var áður en að grentist. Já. Þetta er myndi komin upp á skjá fyrir myndin er komin upp á skjáin fyrir þá sem vilja sjá hana. Þarna er hún. Og þarna er Karl Grein. Með Thatcher á Liverpool Arsenal. Og reynir að horfa undan. Er Kjartan ekki hægri maður? Jú, hann er það. Það er þannig? Jú. Bara eins og allir oddvitaframbjóðendurnir í sveitarstjórnarkosningum núna. Þetta eru allt einhverjir bara landflóta sjálfstæðismenn. Já. Ég segi að flóttamannavandinn á Íslandi er ekkert bundið við Gazasvæðið. Þetta er bara, hann er bundið við sjálfstæðismenn sem eru bara í einhverjum vinstriflokkum algjörlega örvinglaði. Pétur Martinsson, þið sjáið bara í augunum á honum hvað hann sér eftir því að hafa tekið þetta skref. Það er svolítið áhugavert að fylgjast með Pétri Martinsinni að við sjáum hversu lítið hann er að fara 52 ára inn á nýtt svið. Maður myndi aldrei þora að byrja í nýrri vinnu 52 ára. Bara aldrei. Þú var komin á 60 aldri og fer ekki að gera neitt nýtt á 60 aldri. Nei. Það er mjög ólíklegt. Og hann er með lítið sjálfstraust þarna. Því að þegar þú kemur inn sem fótboltamaðurinn sem hann var, Pétur er frábær náungi. Við hjálpaðum með helling, gert helling á góðum hlutu fyrir mig. En hann fer út í fótbolta 16-17 ára. Og þá er ekkert sem stöðvaði. En þú ert 53 ára. Þá ertu svona farin að efast svolítið sjálfa þig. En byrju, vilt þú fara að fá stjórnmálamennin á sviði 16-17 ára? Já, ég ætla hann að byrja. Þú er að byrja einhvers stað. Þú getur ekki byrja 53 ára. Við erum mörg sem byrjuðum auðvitað í ungliðarheimkonu svona 15 ára. Gísli, hvað varst þú gamall þegar þú fórst á fyrsta súsþingið? Ég held ég að verið undan 20. Já. Svo er svolítið áhugaverð þessi taktík sem hann hefur beitt í allri kosningabaráttunni. Hann er alltaf að reyna að segja Olof Palme eins ofta á hann getur. Þetta minnir mig svolítið á Donald Trump sem er alltaf að tala um PLA. Hann heldur svona að hann fái street credit frá fótboltanum þegar hann segir Pele nú oft. Og það er svona eins og hann að hugsa, já, Olof Palme, það virkar vel á mína kjósendur og hann er alltaf að segja þetta. Hefur ekki ítrekkað heyrt hann tala um Olof Palme? Hann veit ekkert hver Olof Palme er. Hann er samt non-stop að tala um þetta. Já, hann líka sagði þegar hann bauð sig fram þannig 1. janúar upp af ásins að það sem hefði ítt honum að lokum yfir brúnin í þessu var Mandami, borgarstjóri í New York. Og svo sagði hann í kappræðin hjá okkur núna á 50-daginn að hann ætlaði núna að byggja samfélkinguna sem flokk atvinnulífsins. Samfélkingin þyrfti að passa sig á því að tala fyrir atvinnulífinu og fyrirtækjunum í landinu. Staðreyndin svo að Mandami, hann fór og tók vídeó fyrir utan íbúð forstjóra Citadel, ef ég man rétt. Já.
og það er talið að þetta reel sem hann sett á Instagram sé að kosta New York $6 miljardar því að forstjóri Citadel, hann er bara að fara með alla starfsemina til Miami eftir þetta vídeo og menn segja að þetta sé dýrasta kvikmynd sögunar, hún er dýrar en Titanic og var þó bara sko 15 sekúndna stönd fyrir utan íbúð þessa manns. Ég vona að við séum ekki að fara að sjá Pétur Marteinsson trolla íslenska auðmenn einhvers staðar í Vesturbænum með svona vídeóum og hrekjandið á, já, hvað er Miami okkar Íslendinga, er það ekki Þorlákshöfn? Jú. Já, Elli Vignisson talar allavega þannig, alltaf á sandölum og ermalausum ból. Hefur Pétur notið sín í kosningabaráttunni? Hefur þið fundist hann hafa notið sín í baráttunni? Ég myndi segja nei. Nei. Hann er, nei, og það er líka, þetta verður einhvern veginn svona óraunverulegt. Þú minnist á Óla Palme, sko, og það er eins og þegar hann notar orðið jafnaðarmaður. Það er orð sem hann hefur aldrei notað á ævin áður. Og allt er fyrir að tala eins og sem ekki jafnaðarmann. Þetta er svona einhver frasi sem að menn er að kaupa, sko. Þú veist, eða selja öllu heldur. Og gengur ekki alveg nógu vel. Erum við með upptöku af viðtalinu sem var tekið við hann í RÚV 1. janúar? Við getum örgulega fundið það. Getum við ekki fengið búlismennina til að taka það saman. Hann sagði tilkynir þetta á fyrsta degi ársins, nýársdag, og ég hefði haft spurnir á þessu. Þetta var viðtal sem var tekið í hádeginu á ótilgreindu staði í borginni og það voru menn sem tóku mynd og sagði sjáið Pétur Marteinsson í viðtali RÚV, við vitum hvað er að fara að gerast. Og menn vita líka hvernig þessi RÚV-vídeó eru þegar hann er búinn að hringja í RÚV og segja ég er með stóra frétt til að segja ykkur og þá fara menn og taka viðtalið og það er alveg hægt að gera nokkrar atrennur á því. Ef að menn fá hóstakast eða hnerrakast eða kusk í auga þá bara endur taka með viðtalið. Þetta er ekki svona hard talk. En þetta viðtalið tekið upp og hann verður þarna fótaskortur á tungunni. Já. Er það ekki? Jú. Erum við með þetta einhvers staðar? Segjum að það. Ég veit ekki hvort þessi komið upp. En haltu árum að tala um þetta bara. Fótaskortur á svellinu, viltu segja það? Já. Já, ég held að ef við getum sýnt þetta þá sjáum við hvernig hann lýsir því í raun og veru yfir hálfa leið að hann sé að fara að taka þátt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Já, hann mismælti sig. Já, svo fattar hann að hann er að fara að bjóða sig fram fyrir samfylkinguna. Hann byrjar að segja að hann sé spenntur að fara í frambúð fyrir og stoppa hann og segja samfylkinguna. Það er bara, eigum að leika þetta kannski bara. Já, ég held að við þurfum að gera það. Enda þannig. Ég held að honum hafi ekki liðið vel í þessu. Þetta er meirinn að segja það. Sveitarstjórnarpólitíkin er ekkert síður en landsmálapólitíkin mjög tæknileg og menn er að takast á tölur af ýmsu tagi og ef að menn er ekki mjög vel að sér eða setja sig af hörku inn í þessi mál, þá er mjög auðvelt fyrir pólitíska andstæðinga eða ófyrirleitna spyrla að koma mönnum út í hotn mjög fljótt. Þið sáuð Jónas Má Torfason í Kópavogi í kappræðum á mbl.is þar sem að í ljós kom að hann hafði ekki vitneskju kosningalofvörð á forsíðu framboðsins sem að myndi kosta sveitarfélagið 500-700 milljónir á ári ef að það er það veruleika. Og það segir ýmislegt það hversu alvarlegt það er ef þú ert ekki fyllilega eða vel áttaður í tengslu við svona lofvörð. Já, já. Ef við förum í svona önnur mál, hverjir hafa staðið sér vel í Reykjavík í aðdraganda þessara kosninga? Já, sko, Hildur var nú valin í kjörfrásum kappræðum á RÚV í gærkvöldi. Og þá fekk Hildur, var ekki flestar hvað RÚV stjórnur eða 25%. Gátu kosið Þannig að fólk virðist vera ánægt með hana og fylgistjórn að benda til þess. Ari hefur komið einhverju leyti sterkur inn en ég veit ekki, fylgi hefur ekki haldið sérstaklega. Þannig að ég held að Miðflokkurinn hafi vilja vera meira fylgi. Einar Þorsteinsson hefur einhvern veginn verið svolítið svona lala. Það var vitað að Einar Þorsteinsson yrði þetta í nauðvörn. Já. Hann fær 18% í kosningunum 2022 sem boðberi breytinga og semur svo við Dag B. Eggertsson. Það er þetta svo gríðarlega ótrúverðugt. Ég veit eiginlega ekki hvað er þetta líka því við. Erum við með eitthvað fótboltalíkingamál í þeim efnum? Við hvað séru? Við Einar Þorsteinsson þegar hann semur við Dag B. Eggertsson. Já, það er McLowan. Semur við United. Já, það er svona drottinsvik. Já, svona fyrst sem þetta er Og hann hefur þetta verið alveg heill og sannur í því. Hann hefur sagt bara, þetta voru mistök, ég mun aldrei vinna aftur með samfylkingunni, segir hann. Þannig að hann er mjög harður í því.
Hann gríðarlega vanur sjónvarpsmaður. Það hefur áhrif þegar þú ert í svona kappræðum. Maður finnur það þegar fólk búið að vera í hringiðinu og kann á myndavélarnar og tímasetningur og annað. Ég fann aðeins á honum núna í kappræðunum hjá okkur í gær að hann var honum þreyttur. Ég fann það eiginlega fyrst og fremst á honum í lokaorðunum þegar hann átti að mæla beint til kjósenda. Þá svona fattaðist honum aðeins flugið og það gerir Einar Þorsteinsson bara þegar hann þreyttur. En hann hafði líka sagt mér í sminkinu, ég var að bjóða honum lakkrís og hann vildi ekki þykja lakkrís og mér sagt að hann sé búinn að vera í svona einhverju aðhaldi hjá henni Millu Ósk og þá reyndi ég að bjóða honum áfengi og hann sagði nei, þessari kosningar bara áttur ekkert áfengi og engin lakkrís. Og þetta held ég að séu mikil mistök hjá stjórnmálamönnum. Ég held að Churchill hefði aldrei unnið seinni heimsstyrjöldina ef hann hefði verið edrú. Bara ef þú ert leiðtogi Framsóknarflokksins í Reykjavík þá þarftu áfengi til að róa taugarnar. Og þannig að hann hefði átt að taka það til sín. Klippan sem varst að kalla eftir, hún tilbúin? Já, ég var að spila þetta. Eða ekki? Pétur Martinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi knattspyrnumaður, gefur kost á sér í oddvitasæti í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Hann segist mættur til leiks til að hafa áhrif. Þetta náttúrulega búið að vera svona aðeins að þróast með mér og það ákvörðun tekin að fara í prófkjör Samfylkingarinnar oddvitasætið. Pétur telur að reynsla hans úr atvinnu og íþróttalífi eigi eftir að af hverju var þetta ekki tekið aftur upp? Þetta alveg óskiljanlegt. Já, þetta mjög skrítið. Verandi stoltur Reykvíkingur þá vill maður að borgin bara virki. Ef þú færð ekki brautargengi í oddvitasætið, myndu taka eitthvað annað sæti. En hann kom samt inn og hann vann prófkjörið nokkuð örugglega. Ítti sitjandi borgarstjóra úr oddvitasætinu. Já, hann náði að loka kreditkortinu þarna niður í Ráðhúsi. Ég meina þarna komið ljós af hverju hallin hjá Reykjavíkurborg svona mikið. Það er bara Heiðabjörg að tvíbóka flug frá Japan. Þetta ekki smá fjármunir. En eigum við eitthvað að spá fyrir kvöldið, svona áður en að stóru tölurnar fara að koma. Það komnar einhverjar lokatölur, klukkan 10. Já. Ef að fara yfir einhverja kosningaspá fyrir Reykjavík. Já, eða ekki. Hvað segirðu, Hjörvar? Já, ég er svo sem minn áhugi snýr ekki að Reykjavík. Minn áhugi snýr að minni bæjarfélögunum, Kópavogi. Auðvitað Ísafirði. Þetta næstasta sveitarfélag landsins? Já, en svona í grunninn. Já. Hvernig fórstu beint úr Kópavogi á Ísafjörð? Ég hef bara mikinn áhuga á þessum málum á Ísafirði. Það er einhvern veginn Ísafjörður á hugminn allan, bara eftir að ég kynntist. Hvenær gerist það? Það er svona 3 dagar síðan. Já, ég veit. Ég hafði engan áhuga á þessu, en svo bara einhvern veginn. Þannig að það er eiginlega einu tölunda sem ég er að bíða eftir úr Kópavogi og á Ísafirði. Þú varst bara í apótekinu í Ísafirði og fyrst áhuga á þessu öllu saman? Bara, já, það er bara margt búið að ganga á þarna. Já. Ég var á Ísafirði daginn, löngu áður en þú áttaðir þig á þessari stöðu. Já. Og það var sko rafmagnað andrúmsloft. Maður fann það bara þegar maður keyrði inn í bæinn, maður var að skera í gegnum eitthvað. Það var þyngra að koma bílnum í gegnum göturnar. En það hefur mikil harka verið í pólitíkinni þar. Þar er einn maður sem hefur haft mikinn metnað á landsmálasviðinu. Það segja mér fróðumenn að hann hafi reyndar ætlað sér að blanda sér í forsetaslaginn 2024 en Halla Hrund Logadóttir eyðilagt það fyrir honum. Það er Gylfi Ólafsson fyrir Viðreisn. Og hann hver ítir á takkan til þess að láta hlæja hérna út í sal. En Gylfi Ólafsson hefur verið mjög áhrifamikill þarna inni og hann hefur verið opinn fyrir því að stíga í bæjarstjórastólinn. Það er fyrstu tölur í Kópavogi. Förum við sjá hvað er að gerast í Kópavoginum. Síðast. Nei, þetta er óbreyttur fjöldi. Þeir eru að tapa lítilega fylgi. Þetta er óbreyttur fjöldi fulltrúi hjá þeim. Vinstri græn og sósíalistar komast ekki á blað í bæjarstjórninni verði þetta niðurstaðan. Þetta er ótrúlega sterk útkoma frá Sjálfstæðisflokknum. Sjáðu hvað RÚV er slegið yfir þessu. Þetta eru risa frétti og sjáu hérna að systir Gilsarans er inni. Hildur Einarsdóttir. Þetta er rosa. Hildur Einarsdóttir er inni. Hjá Samfylkingu sem er þriðji maður hér inni. Hildur Gilsarnekkar er inni eins og staðan ákveð núna. Þetta er risa stórt. Það er Karen Rúnarsdóttir. Jónas Már Torfarsson, þú lítur þú ekki út eins og Kópavogsbúi. Til þess að komast að þeim. Hvernig lítur hann út? 11. maður inn er líka Sjálfstæðismaður.
Þetta er stórt. Þetta er risastór og þetta er ótrúleg útkoma ef þetta verður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Ég vek líka athygli á því að næsti maðurinn er Karen Rúnarsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokk, þannig að þessar tölur eru mjög sterkar fyrir flokkinn. Við sjáum líka að Samfylkingin er alltaf að bjóða upp á eitthvað fest. Hákon Gunnarsson er þarna á leiðin inn mögulega. Svona enn einn fríski kandidatin fyrir... Þetta eru svakalega tölur í Kópavogi. Ásdís er bara slátur. Já, hún er mjög vinsæl í Kópavogi. Þetta er nú, strákar, við skulum aðeins rólega. Við hefum þessar fyrstu tölur. Þetta eru fyrstu tölur og við þurfum að fara rólega inn í kvöldið. En það, svo fólk skilji þetta að þá er þarna framboð sem að hætti sem heitir Vinir Kópavogs. Já. Þannig að þetta er aðeins að dreifast þarna og Samfylkingi bæti við sem manni. Þannig að Vinir Kópavogs eru svona gamlingjar í Kópavoginu þessi steypan er farin að harðna og þau eru á móti öllu sem á að byggja nýtt þar. Og þau atkvæði er að dreifast þarna eitthvað allt. Það er mikið af gamlingjum í Lundi til dæmis sem að kus. Er Ásdís Kristjánsdóttir... Býrð þú ekki í Lundi? Jú, ég býð Það er loðin í eyrunum. Er Ásdís Kristjánsdóttir nýi Gunnar Birgisson? Ég myndi nú segja sko að Gunnar Birgisson var fastsæll bæjarstjóri en Sigurður Geirdal var mun vinsæll en hann. Já, fyrir hann Framsóknar. Já, þannig að ég myndi á frekar líkinni við Sigurður Geirdal heldur en Gunnar því að hann var ekki að vinsæll. Sko, með þessar tölur á Kópavogi, ef þetta verður svona, með öllum fyrirvörum, þá er Sjálfstæðisflokkurinn með hreina meirihluta. Já. 6 manns. Er ekki 11 bæjarfulltrúar? Jú, það er 11. Það er 11. Hún er með 6 af 11. Þetta er rosalega útkoma. En ég vek athygli ykkar á viðtalinu sem er að eiga sér stað á RÚV. Þetta fólk er algjörlega miður sín. Þú sér það á henni hvað er hún. Þetta er bara eins og... Þetta er bara eins og kvöldi þegar Kennedy var skotinn. Þetta fólk er að fara að boða heimsendi. Kópavogsmódelið mun lifa af. Foreldrar munu geta komið börnunum sínum að. En það sem er alltaf áhugavert í þessu, og aftur bara allir mögulegi fyrirvarar, að þetta eru fyrstu tölur og allt það, að þá eru Kópavogur einhvern veginn bæri sem var svolítið skotspót forsætisráðherra. Já, og það virðist að hafa algjörlega misendast. Við erum að fá nýja, það er verið að bregðast við í Kópavogi fyrir ekki, það er enga nýja tölur þarna. Ásdís er verulega sátt að vera aftan. Já, þetta virðist að hafa geigað hjá henni. Þessi frábær, Orri á... Hann er frábær. Ég var heyri í þeim. Þetta er fýtt kall, mjög fýtt kall. Hann er inni, samkvæmt þessu? Já, hann er satt að missa mann. Mér líst bara nokkuð vel á þetta. Sem að... Með þær mælingar sem við höfum verið með í könnunum á síkastið, þá er ljóst að við höfum verið að bæta í núna á síðustu dögum. Hann er ekki skemmtikraftur sko. Þannig að hann er ekki bara að hendi í neitt skemmtilegt. Hann er það sem er tísku að kalla rekstrarmaður. Það er alls konar gæjar í dag fannar að kalla sig rekstrarmaður. Maðurinn vann hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Hvernig gæti hann verið skemmtilegur? Nei, en hann var í frumherja, bílbyrjaðaskóla. Það er ótrúlega skemmtilegt lið í bíla. Tjekka hvort allt sé í lagi og svo setja í límið það. Þetta er traustur rekstrarmaður. Það er traustur rekstrarmaður. Hann er svona Tómas Þóroddsson okkar Kópavogs. Myndum við ekki segja að þetta sé varnarsigur fyrir Framsókn? Nei, þetta er ekki gott. En með hvernig kannanir eru búin að mæla flokkinn núna undanfarið. Ég held að ef að tölurnar enda svona þá muni Ásdís mynda meirihluta með Framsóknarflokknum þó hún sé mér hreina meirihluta vegna þess að það er bara sterkar að hafa þau með. Já, það er alltaf betra maður að keyra vestur á fyrir það að vera með varadekkið aftur í. Og ég vil minna á að ef að þessar tölur standast núna þá er þetta svipað og kosningasigur Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi árið 2006. Þá fengu þeir 45,3% og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Hér eru virðast atkvæðin vera að dreifast með gríðarlega jákvæðum hætti. Sjáðu hvað Ásdís er kátt. Svona spurning hvort að þessi stórsigur fleytin yfir síðan á stóra sviðið. Því að okkur Kópavogsbúum er fara að langa í formaninn. Já, hvað heldur að hvergerðingum finnist það? Já, þeir verður bara að kyngja því. En eins og ég segi, hún er feikilega vinsæl, hún er mjög vinsæl í Kópavoginum. Eðlilega. Og maðurinn er líka, frábær maður. Möllerinn? Möllerinn, hann er að klára masterspróf núna í sagnfræði bara í næstu viku.
Ég er enda að vera að lýsa við smá vonbrigðum sko með það að við gáfum Ásdísi derhúfu frá kaupanarþjónustunni í síðasta þætti og hún er ekki með hann á sér. Þannig að hann hlýtur að vera með hann einhvers staðar í bílnum. Hafi heyrt þegar ég lék fyrir hana svona kynlífstæki? Svona tók svona högg úr víbrátor og svona fyrir hana? Nei. Hefur ekki séð það? Nei, en bara... Við getum kannski sýnt það eftir. Hún var mjög skemmtileg í því dóti. Já. Vilt þú ekki bara leika það eftir? Tökum það eftir. Okay. Ég get sýnt það á vídjói. En já, rosalega sigur fyrir hana. En ég held, sko, ef að þessar tölur standast, þá er þetta staðfesting á einu, að stjórnmálamenn sem þora, þeir skipta máli. Og þið muni hvernig umræðinu leikskólamálin var. Þetta var alltaf þannig að það var bara, það gekk ekkert, mönnunum var í rugli, það var ekki hægt að koma börnum inn á réttum tíma, það voru lokunadagar út í eitt. Svo kemur hún inn í Kópavog og segir, heyrðu, við ætlum bara að gera þetta öðruvísi, við ætlum bara stokka spilin öðruvísi og það var allt brjálað. Síðan kemst reynsla á þetta, tölurnar sína að þetta kerfi virkar. Það er ekki fullkomið, það reynir á fjölskyldurnar og bæinn og allt það, en þetta virkar. Og hvað gerði forsætisráðherrann í kjölfarið? Hún fór og réðist að Ásdísi Kristjánsdóttur í stað þess að biðja sitt fólk í borginni að reyna að leita svipaðra leiða til þess að koma skikki á leikskólamálin. Þannig að ég held að menn horfi bara á Ásdísi Kristjánsdóttur og segja, þetta er stjórnmálamaður sem að þorir, framkvæmir og nær árangri. Það er Kópavogsspor hérna, við sjáum það. Er einhverjir úr Kópavogi hérna í salnum? Já, fullt af fólki hérna. Já, auðvitað. Herðu, eigum við að fá, sko, við getum reynda bara sýnt á, við sjáum þetta á skjánum, við sjáum það ekki því miður hérna á skjánum, þið sem eru í sal, þið sjáum þetta því miður ekki, en þið sem eru að horfa á útsendinguna, eigum við að sjá stöðlana á Epic fyrir Kópavog með fyrsta tölur. Já. Þetta er miklu betra. Þarna sjáum við sko að stöðlanir hjá Epic voru að mæla Kópavog í 35-36%. Fyrir sjálfstæðarflokk? Fyrir sjálfstæðarflokkinn, en flokkurinn er að mælast þetta með 46% með fyrstu tölur. Aðrir flokkar eru svona nokkurn veginn á pari. Er þetta meira og minna framsóknarmenn sem eru á Epic Bet? Kannski. Þannig er Jónas Már Torfason. Þannig er Jónas. Vonar stjarna Samfylkingarinnar. Já. Herðu, nú ætlum við að skipta yfir í sófann, östuð. Skiptum yfir í Ef sófann. við erum tæknilega klárir í sófann. Já, jú, mér heyrist það. Það er Þórður Gunnarsson. Ég er mættur hérna. Er ekki Jónas Már Torfason svona skemmtilegasti maður sem hefur komið fram í stjórnmálunum lengi? Bara sá skemmtilegasti síðan Davíð B. Eggertsson. Andri, þú tekur undir það væntanlega? Þetta er skemmtileg maður. Hann er náttúrulega sonur Ölmu Möller. Jú. Heilbrigðisráðherra. Hann á ekki langt að sækja skemmtileg heitin. Það er rétt. Hvað finnst þér þessar tölur í Kópavogi, Hannes? Ég held að við sem að sjá svona dálítið tímamót vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn, hann er að öðlast sjálfstraust á ný. Ég finn það þegar ég fer Reykjavík að fólkið er stolt af því að vera sjálfstæðisfólk. En frá því að bankahrunið var og þangað til núna, það var það ekki þannig. Og svo hefum við náttúrulega mikið af fólki sem við staðið sem mjög vel. Ásdís í Kópavogi og Rósa Guðbjörnsdóttir í Hafnarfirði og Hildur í Reykjavík, Björnsdóttir. Ég sé það, hún er nú gaman diamant minn, svo þú ert og fleiri sem hér er inni, að hún hefur vaxið einhvern veginn inn í þetta hlutverk. Hún ræður við þetta. Þannig að ég held að þetta sé mjög ánægilegt sem er að gerast núna. Því við þurfum á því að halda að hafa flokk sem er traustur málsvari atvinnufrelsis og einkaframtaks. Má ég spyrja vegna þess að doktorinn var að með svona leikareiningu á stöðunni með Ásdísi Kristjáns og þennan sigur. Er leiðin ekki greið fyrir Ásdísi bara í formannsslagi núna? Hvernig metur þú stöðu formannsins og á Ásdís greiða leið? Ég held nú sjálfur að tími leiðir í ljós hver stendur sér best í því og það getur vel verið að Guðrún Hafsteinsdóttir vaxi inn í og sé að vaxa inn í það hlutverk sem Hildur gerði í Reykjavík og það er mjög ánægilegt og svo er því. En aðalega finnst mér þetta að vera mjög ánægilegt fyrir Ásdísi og ég hef þá tilfinningun að þetta muni gerast víðar í landinu að sjálfstæðisflokkurinn hans að ná dálítið vopnum sínum. Hann var algjörlega, hann sagði mér að Bjarni Benediktsson, hann sagði eftir bankahrunið þá rákustu allstaðar á vegg. Það var alveg sama hvað við reyndum að gera. Fólki var búin að ákvæða það að við bærum ábyrgð á þessu, þetta var okkar sök
og við gátum eiginlega mjög lítið gert við þessu og þetta núna að breytast og menn eru að opna sig fyrir því að styðja atvinnufrelsi, einkaframtak, lækkun skatta, sölu ríkisfyrirtækja og annað sem nauðsynlegt til þess að örva hagvöxt í landinu. Þetta sýnir líka það sko þegar við erum með forystumenn sem að þora að tala fyrir stefnunni, fullir af sjálfstrausti, þá kemur fylgið aftur eða ekki? Jú, og til dæmis Ásdís, hún er mjög vígreif og það var áhugavert sem að hér hefur komið fram sem er talað á hverju var það sem Kristrún Frostadóttir ákvað að ráðast á hana. Það var því hún sá hana sem ógn. Hún sá hana sem einn af frambærilegustu forystumönnum Sjálfstæðisflokksins. Það var engin tilviljun að hún gerði það. Kristrún er að mínum dómi slingur stjórnmálamaður. Og það er náttúrulega eitt sem er dálítið áhugavert í þess að hún minnst á Ísafjörð. Ég er í gamla daga, þá var það þannig að það voru sjálfstæðismenn reyndu endalaust að ná meirihluta á Ísafjörði og það gekk aldrei. En hvenær tókst það? Það var þeirri klofnuðu byggðu frá 2 lista sem samtals fekk meirihluta á Ísafirði og það er þetta sem hefur aldrei verið að gerast í landinu, það er að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að skipta sér í marga flokka sem samtals fá meirihluta og eitt af því sem var kannski merkilegast við kosningarnar 2024, þingkosningarnar var að öfga vinstrið hvarf af þingi. Það hefði verið hér á Íslandi frá 1937 þegar kommunistaflokkurinn vekk 3 þingmenn kjörna, þá hefur öfgavinstrið verið með svona 10% til 15% af atkvæðunum í landinu og þetta alveg hvarf. Þannig að sko þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi nú svona áttu undir högg að sækja, þá eru ekki allar fréttinnar vondar. Andri, er ekki öfgavinstri sem þetta fæðast aftur núna í borgarstjórnarkosningunum? Það er þarna vor til vinstri, þeir verða vantilega með í þingkosningunum næstu. Já, ég veit ekki með það. Það sem ég langar að segja með Ásdísi og kannski Hildi líka í Reykjavík, ég held að við séum að sjá það bara að það er að borga sig að bara, Hildur til að mynda í Reykjavík og maður sá það vel í umræðunum í gær, þetta er svona reynslu mikill stjórnmálamaður, hún er að vera að grænda í þessu núna í 8 ár í örugglega einhverju leiðilegasta jobbi sem til er að vera þarna í minnihluta í borgarstjórn meðan þú ert með í galleríinu mjög mikið af nýju fólki, reynsluðslu fólki, við sáum hérna Jónas í Kópavoginum og í Reykjavík, þetta er að megninu til nýtt fólk, Ari, Pétur, Björg, ég meina Einar er náttúrulega búin að vera þarna núna í 4 ár en ég held að það sé sko vanmetið þegar það er sífellt verið að reyna að trilla fram núna í stjórnmálum einhverjum svona svona B og C list celebrities til þess að bjóða sér fram að reynslan og svona vinnusemin og að vera búin að grænda í þessu í einhver ár það er, maður má ekki vanmeta það. Er Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík að fara að standa sig það áfall að Marta Guðmundsdóttir er farin í miðflokkin? Má ég segja eitt? Nú ég bara spyr. Má ég segja eitt sko Reykjavík? Ég veit að sko doktorinn kann að meta heimavinnu. Já. Eða ekki, doktor? Já. Ég áður en ég kom hérna, þá hafði ég samband við innanbúðamann í Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík sem er bara sko fyrir framan tölvurnar núna að setja inn tölurnar, gögnin og allt saman og þar á bæ eru menn mjög bjartsýnir að það verði jákvæða niðurstöður og menn eru að tala um 34%. Þú ert að tala um Friðjón Friðjónsson? Nei, við erum ekkert í að gefa upp neina heimildamenn hérna, Stefán. Þú ert ekki að því, ég er að því. Þannig að fólk átti sig á samhenginu. En sko 34-5% með smá heppni geti það grísast og upp í 10 fulltrúar, ekki? Það gæti verið 10 fulltrúar, sko. En gætum með einu, ég vil ekki vera leiðilegur, en það sem hefur gerst er að við höfum lækkað dálítið slána. Að þegar við vorum í þessu við Davíð Oddsson, þá sko fekk Sjálfstæðisflokkurinn, eins og kom hér fram, 60% í kosningunum 1990. En þá verð ég líka að segja, það er dálítið ósanngjarnt að kenna forystumönnum flokksins það sem hefur síðan gerst, vegna að þetta er þróunin allstaðar í Evrópu, að flokkarnir hafa sundrast dálítið vegna þess að hinn sameiginlega ógn sem var kommunisminn í gamla daga, hann alveg datt upp fyrir árið 1991. Þannig að það var það sem var límið sem hélt mörgum sem flokka saman og það er ekki lengur það að ræða, þannig að það er allt önnur viðhorf núna. Og Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur hlotið sömu örlög eins og margir hægri flokkar annar staðar í Evrópu. Þetta er alþjóðleg þróun, en ég hef það svona tilfinningunni að hann sé að rísa við og lifna við. Sammála því, Andri?
Já, ég veit ekki, sko, það sem mér finnst áhugaverðast í Reykjavík núna sko þessi titringur sem búin að vera í gangi síðan í kosningasjónvarpinu í gær þegar Björg Magnúsdóttir annars vegar útilokar Miðflokkinn. Það var mjög áhugavert. En það sem var líka mjög... Fyrirgefðu, Andri. Nýja tölur. Fyrirgefðu. Svona verður þetta í kvöld. Svona, byrju, Margrét Sanders, klár. Gjörðu svo vel. 13 atkvæði. 5.213 atkvæði. Auðir seðlar 76. Nú það spurning hvort að Keli sé inni. Hann þarna í Framsóknarflokknum. Aðrir ógildir seðlar 13. Atkvæðin skiptast þannig. Framsóknarflokkurinn, B-listi, 1.362 atkvæði, 1.362 atkvæði. Viðreisn, C-listi, 260 atkvæði. Já, þetta ekki bær fyrir Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn, D-listi, 1.969. 1.969 atkvæði. Miðflokkurinn, M-listi, 571 atkvæði. 571 atkvæði. Mælingar voru að sýna Sjálfstæðisflokkinn með yfir 40% á ákveðnum tímapunkti. Ég held að menn hafi verið að vænta þess að ná svona 38% að minnstakosti. Framsókn sterkir, þetta rosalegt. Þetta bara Framsókn að víð algjört. Skjáinn, meirhlutin Það var áhugavert það sem Andri Ólafsson talaði hann var að tala að rúlla út B og C celebrity. Hér kemur Andri Steinn Hilmarsson úr Kópavogi í salinn. Ótrúlega tölur úr Kópavoginum. Andri, við erum að sjá, sko, þú veist, það verið að tefla Kjartan Atla, Bjarna Guðjóns, Arnór Grétas, Beiti Ólafs, Lárusi Sigurðssyni, Bjarna Fritz, Lárusi Guðmundsssyni, Heimi Árnasyni, Pétri Marteinsyni. Það verið að rúlla út alls konar einhverjum íþróttakeppnum. Já, ég veit það. Er það að virka? Ég held ekki, og svo náttúrulega allir með sama lingóið, sko. Já, þetta bara sterk liðsheild og þetta bara eins og, veit alltaf með hérna boltalingóið, sko, í öllu dótinu, sko. Já, Berlusconi gerir það líka. Já. En Beitir grjótharður. Ég teki, hann er grjótharður miðflokksmaður og var að taka upp vídeo hérna fyrir kosningarnar. Hann svona, mér finnst hann vera svona harðasti frambjóðandinn af þeim öllum. Hérna, Hannes, af þeim íþróttamönnum sem þú hefur fylgst með fara yfir í pólitík, Albert Guðmundsson sá langbesti? Hann að minnsta kosti mjög góður, en þeir eru auðvitað tveir, Albert Guðmundsson gamli og Albert Guðmundsson nýi, sko, og Albert Guðmundsson gamli, þegar ég horfi öxl, þá finnst mér að við höfum vanmetið hann. Hann var alveg ótrúlega, við Davíð Oddsson, við sátum heilu kvöldin og vorum að spjalla það. Var Albert Guðmundsson kostur eða galli á flokknum? Var hann ávinningur eða kostnaður? Og ég á þeirri skoðun núna og við vorum á þeirri skoðun líka þá að vera ávinningur. Og það var mikil mistök af mínum dómi þegar Þorsteinn Pálsson rak hann úr Sjálfstæðisflokknum, eða flæmdi hann úr Sjálfstæðisflokknum 1987. Því að Sjálfstæðisflokkurinn verður að vera breið fylking, ekki þröngur söfnuður. Og hann græjaði oft svona einhverja greiða. Hann náði í fólk sem aðrir hefði ekki náði í. Og það eru þetta, þegar menn eru að setja saman lista, þá þurfum þeir að ná í þannig fólk. Sjálfstæðisflokkurinn samkvæmt nýjustu tölum úr Reykjanesbæ að bæta við sig 2 fulltrúum, 5 af 11 og ég sé að Guðbergur Reynisson, eigandi kargóflutninga og náfrændi minn úr Keflavík, hann kominn inn fyrir hans Sjálfstæðisflokksins, við skulum gefa honum gott klapp. Verður þetta með kela eins og hérna Samúel Örnum árið, sko, alltaf inn og út, það ekki? Heyrðu, Þórður sagði mér að þekkskildu vinnu minni hérna væri lokið því að ég hefði nú kannski áhuga að fara bara aftur í mitt sæti og fá mér í glas og fara eftir því sem að fyrsti ráðherrann okkar, Hannes Hafstein, sagði lífið er stutt, dauðinn þess borgun, drekkum í kvöld, iðrust á morgun. Takk fyrir að koma, Hannes. Herru, það fáið Andra Steinn hérna inn í staðinn. Hannes næra að fá sér neðan í því. Hvað er Andri Steinn? Hvað er Andri Steinn? Hvað er Andri Steinn? Við þurfum að fá þig í sófan. Við þurfum að fá smá hljóð í salinn. Andri Steinn, hann gengur hér salinn eins og hann hafi landað þessu eitt fyrir Kópavog. Passa að rekaði ekki myndavélarnar hérna. Já, kemur hann. Upp. Þetta er mikið áhættuatriði hérna á Andra. Hann fetar þetta einstíi eins og hinn grensta ballerína frá Rússlandi. Það voru Andrarnir 2 í sófanum. Tveir Andrar, það er nú gamanlegt. Ég ætla að fá að spyrja, fyrstu viðbrögð, Andri?
Bara styrluð sko, við okkur fannst ganga vel en þetta lítur bara miklu betur út heldur en við meira sem gerðum okkur væntingar Stefán Einar sagði að það væri skynsamlegt að halda samstarfinu áfram þrátt við værum hreina meirihluta. Hvað segir það? Já, ég held að það sé alveg eitthvað sem að menn ætti að skoða mjög alvarlega. Það hefur gengið vel á kjörtímabilinu, ég held að niðurstaðan endurspegli einhverju leyti, að fólk ánægt með taktin í Kópavogi og okkar samstarfsflokkur, Framsóknarflokkurinn hefur sannarlega stutt vel við þær áherslu sem við höfum viljað koma til leiða á þessu kjörtímabili. Andri, það bara má skoða. Það er búið að telja 10.000 atkvæði í Kópavogi. Hvað voru mörg atkvæði greidd? Ég náði ekki tölun á þann. Ég veit að það voru greidd svona 17.000 atkvæði fyrir 4 ára síðan. Þú ert jafn talnaglöggur og Jónas Már Torfason. Jónas Már hefur reyndamálunum. Þetta svona tæplega helmingur sem ég tali með, ég áætla. Það marktækt. Jónas Már hefur reynst þér óþægilegur í þúfu, eða hvað? Já, sko, gárungarnir í Kópavogi, þeir vildu nú meina í hvert skipti sem að Kristrún tjáði sig eitthvað á málefni Kópavogs. Það hafi fylgið okkar farið upp. Mér sýnst niðurstaðan í dag vera að svona styðja við það, en kannski að hún hafi leiðir yfir fylgið samfylgjara niður. Þetta er kannski spurning fyrir ykkur báða. Kristrún alltaf blandaði sig mjög mikið í þetta og reiddi ansi hátt til höggs oft á tíðum. Haldið þetta hafi hjálpað eða skemmt fyrir? Ég meina, varst ekki að horfa á sjónvarpið rétt á hann? Já, nei, sko, mér finnst þetta bara mjög skiljanlegt að, sko, ef maður væri að hjálpa samfylkingunni þá hefði maður teflt Kristrúnu fram eins og hægt er. Ég meina, hún ein og sér ástæðan fyrir því hvernig samfylkingin hefur svifið í skoðanakönnunum. Þannig að fullkomlega eðlilegt að veikir frambjóðendur, Pétur er mjög reynslulítill frambjóðandi, Jónas er nánast ég meina, hann flutti heim frá Danmörku fyrir hálf ári síðan. Já, bara í október held ég og bara fyrsta sem hann lendi að var lokað í Sund. Já, maður skilur alveg að þetta sé gert. Ég meina að það er eðlilegt. En þetta veikir Kristrúnu ef að þessar kosningar verða slæmað fyrir samfylkinguna, eða ekki? Ég meina, hún hefur augljóslega ákveðið að taka slaginn, en ég meina það er áhætta og En af hverju var Kópavogur einhvern veginn hæðin til að deyja á í þessu? Sko, ég ætla bara að segja, í fyrsta lagi, þessar niðurstöður, það er bara benda sterklega til þess að stjórnmálaflokkar sem starfa til hægri, eru hægri flokkar og haga sig þannig, þeir eru bara verðlunar í kosningum. Og ég held að það sé ákveðin skilabúð Sjálfstæðisflokksins að vera óhræddu við að taka þessa slagi, menn ástæðan fyrir að Kópavogur varður fyrir valinu er að því að hérna var sannarlega starfandi hægri meirihluti í næststærsta sveitarfélagi landsins. Og þetta var allur árangurinn af þeirri ferð Kristrúnar. Já. Eitthvað meira sem þú spyrir þessa herramenn að Þórður? Þessa herramenn, já, Andri, hvernig verður kvöldið? Ertu að fara þá núna á Brasa? Ég var á Brasa áðan, það var kjaftfyllið þar, það er góð stemming hérna, en ef þið viljið koma í alvöru partí, þá komið bara með mig, það er laustur allan að 2 í bílnum. Við ætlum reynda bara að skella okkur á kosningavökunna hérna á neðri hæðinni. Já, við erum ekkert búin að fjalla það. Já, það vita það ekki allir hvað er í gangi á neðri hæðinni. Ég var útvarastjóri í mörg ár og var að skipuleggja erfidrykkjur og ég hlakka til að kynna mig hvernig þetta verður hérna á neðri hæðinni. Brauðtertur. Hér á neðri hæð í Austurbæðarbíó er kosningavaka samfylkingarinnar. Já. Sko, Andri, þú metur það þannig að það sé ekki mikil eftirspurn eftir reynslulausu fólki. Það er svona, það sem þú lest svona bara úr Já, ég held að þetta sé bara, þetta er erfiðara heldur en fólk heldur og ég meina það er alveg dæmi það, ég meina Einar mætti hérna fyrir 4 árum og gerði bara mjög vel. Ég meina Gæin var náttúrulega búinn að vera í sjónvarpi í mörg ár og bara kann ákveðna svona framkomu. En ég meina þú sér það bara Pétri Martinsinni í viðtölum, í kappræðum annað. Veist, þú getur ekki lært þetta á núleitni og ég held að reynsluleysið hafi sýnt sig. Heldur það sé ekki líka þannig að það halda allir að þeir geti verið í sjónvarpi, við munum eftir Gói gerði Hringekjuna og svo þessi laugardagstættir núna á RÚV í vetur. Rétt. Það geti ekki allir verið í sjónvarp, það geti ekki allir verið í pólitík. Þetta er ekki fyrir hvert sem er. Það er alveg málið. Já. Hvernig líst okkur á, sko, ef við metum tölurnar úr Reykjanesbæ? Já, það eru áhugaverðar. Sjálfstæðisflokkurinn er undir 40%, en það er áhugavert að sjá hvernig þetta er að spila saman og miðflokkurinn er að ná einu mann inn
Sjálfstæðismenn höfðu haft áhyggjur af mögulegri meirihlutamyndun í bænum vegna þess að þeir hafa haft áhyggjur af öðru sætinu hjá Miðflokknum sem það er maður sem þeir hafa ekki haft áhuga á að vinna með. En núna er staðan svo að þeir geta myndað meirihluta með Miðflokknum sem hefur aðeins einn bæjarfulltrúa samkvæmt þessum tölum. Þannig að Villi Árna í kjörstöðu til að mynda þann meirihluta sem hann vill í raun. Hann þarf ekki að gera það með Miðflokknum, hann getur líka gert það með tveimur fulltrúum Framsóknar, en ég ætla að spá því hér og það er spurning hvort að skella því stuðla hér í nótt hjá Epic Bet að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur, fyrst að Miðflokkurinn bara með einn bæjarfulltrú en ekki tvo, muni mynda meirihluta að loknum kosningum. Já, við sjáum hvernig staðan er núna í Sandgerði og Garðinum. Sjáu, þetta eru alvöru Sandgerðingar. Sjáu formið á þessu liði. Þetta eru svona var... Þetta er mitt Sandgerði. Þetta er svo það gerir þetta. Þetta er bara svona nákvæmlega, sko, engin matarsóun. Ég sakna Greta Smar, ég er einn af þeim, en ég elska þetta. Sjá hvað þetta er fest. En þetta er íþróttafólk, Anton Kristinn Guðmundsson og fleiri, þetta eru alvöru íþróttamenn. Já, þetta er... Eru þetta æsku minningarnar? Það er bara hella, sko, ef að Greta Mar væri þarna, þá væri... Já, þá væri engin annar þarna. En það er nú annað mál. En við sjáum hérna á Seltjarnarnesi er Sjálfstæðisflokkur með hreina meirihluta. Vá. Já, býtu nú við. Sjáu þið hvað Samfylkingin er að mæla slátt þarna. Þetta er Þórður Gunnarsson heitir. Þórður Gunnarsson, ég get upplýst það hér. Þetta er þinn heimabær. Við sátum í gærkvöldi að undirbúa okkur þessi dag og þá, Þórður Gunnarsson, þú spáðir því að Samfylkingin er miklu stærri. Já, það var það sem var búið að vera að fréttast þarna í bæjarfélaginu, að þetta gengi vel hjá þeim og ég held að Miðflokkurinn myndi mögulega taka meira, sko. Af hverju fórst þú ekki að læra veðurfræði, Þórður? Já, ég læri hagfræði, það er eina sem er ónákvæmari veðurfræði. Sko, stuðullin á Epic, hann var á 44,5. Þetta er Sjálfstæðisflokkurinn með 50%, 51%. Þannig að þetta er, og stuðullin á Epic á Samfylkinguna, hann var 39 en er þarna meirast 35. Ég er alveg viss það að Skafti Harðarson mun skemmta sig konunglega þarna í minnihlutanum með Samfylkingunni. Herðu, en þetta er vantilega betri niðurstaða fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Sjáum eins og aðeins fyrir maður sem á Skaga. Já, það eru nýja tölur þaðan. Það eru nýja tölur upp á Skaga og Sjálfstæðisflokkurinn þarf að vinna einn mann sem þýðir það að Guðmundur Ingþór Guðjónsson er inni. Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn er að bæta þessi manni þó að þeir séu að missa fylgi frá síðustu kosningum. Það er vegna þess að dreifingin á fylginu er önnur. Sjá að Framsókn geldur afróð þarna, er það ekki? Og Miðflokkurinn sem heldur ekki fram á Akranesi 22 fá 8,7%. Og Samfylkingin líka. Já. Við getum kannað hvers konar meirihluta er hægt að mynda hér því að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin eru reyndar í meirihluta. Sjáu þið hvað rúvararnir eru miður sín. Það eru allar tölur gegn stofnuninni. Það eru 6 menn. Ef þetta væri þingkosningum þá væri þeir að fara að missa fjárveitingar í gegnum nefskattinn. Heiðar Örn er niðurbrotin, það bara sést sko. Það er spurning hvort að það væri hægt að Þeir reyna að finna einhvern annan meirihluta. Já, það er ekkert. Já, það væri hægt að mynda þarna meirihluta á Sjálfstæðisflokksins. Og þarna líka, já, sjáu þið. Og þurfa bara að bæta við sig einum. Þannig að þeir geta í rauninni myndað meirihluta. Svo gætu þeir auðvitað bara byrlað einu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þá myndi meirihlutinu aukast enn frekar, sko. Verið í minnihluta. Ef að Samfylking Viðreisn ná að mynda saman meirihluta. Ég held við að þeir hljóta að sína okkur fulltrúan upp á Skaga. Áttu einhvern uppáhaldsmann þar? Guðmundur Ingþór Guðjónsson, já. Það er minn maður í Sjálfstæðisflokknum á Akranesi. En það er alveg hitt í þessu upp á Skaga. Það snýst til allt, held ég, skipulagsmál og eitthvað slíkt þar. Stefán, fórst þú upp á Skaga í þínni hringferðum síðasta mánuði? Nei, ég sleppti því nú. Það er ekki mjög margt gott sem að kemur frá Akranesi, en það eru nokkri hlutir og við tókum þá í viðtöl í hádegismóum, þannig að ég slapp við það. Hvaða fólk er þetta í settinu hérna á RÚV?
Ég bara aldrei séð þetta fólk áður. Nei, ég þekki þau ekki. Þessi rauðajakkanum Ólafur Harðarsson eftir aðgerð. Þetta fullkomlega gala að mæta bara með einhverja 2 glænýja sem enginn hefur séð áður í kosningaþjóðarbyrjun. Já, en þau eru nú fersk, þannig að það er sög séð þó að... Þetta frábær punktur. Já, ég tek undir með andra, ég veit ekki hvað fólk þetta Er þetta ekki bara einhver rússi þarna? Nei, þetta svona eins og verið Champions League final og þjálfari Reyni Sængjarði væri mættur í stúdíóið. Jóhanna Vigdís þarna, Ólafur Harðarsson, hann var þarna fyrir í kvöldu það ekki? Já, hann á Bogi er ykkur staðar. Nú kemur held ég fólkið upp á Skaga. Já, nú getum við séð fólkið upp á Skaga. Hér þetta. Ekki. Og þeir sjáu þarna Guðmund Ingþór Guðjónsson. Maður sem gekk undir listamannanafninu Pungþór. Já, hann vinsæll í salnum. Bjarnheiður Hallstóttir, vinnur þjóðmála, fyrir formaður samtaka ferðaþjónustuna. Hún er þarna öruginni. Hún er mjög öflug kona. Við skulum gefa henni gokla. Já. En hvaða maður er þetta? Hver er þetta? Veit einhverju sjálf hver þetta er? Leo, hver er þetta? Og hver hleypt honum inn? Þetta er Þar segja Leo. Þetta er einhver viðreisnar botti bara, sýnist mér. Það ekki? Nei, þetta er mjög gott. Hver er þetta? Herðu, áður en við höldum lengra, þá minnum við þetta þá sem er að horfa á tjattið á YouTube. Hvetjum alla til að kíkja þangað og senda okkur jafnvel einhverja spurningar þar. Það er til dæmis ein spurning sem snýr að þér, Hjörvar. Já, hvað er það? Það var spurt hvort þú ættir ekki slaufu eða bindi. Já, ég bara kunni ekki að setja þetta saman. Já. Stefáninnar gerði mína þetta á hann. Ég kann ekki þetta. Já, ég nýti þetta. Þannig að, en endilega kíkja á YouTube, kíkja á tjattið, skoðið það. Mér varst best þegar að Gísli kom til mín í dag hróður og sagði ég ætla að vera með handnýta slaufu. Ég sagði já, hvernig ætlar að gera það? Hann sagði ég fór til Hermanns í Herragarðinum og keypti þessa slaufu og hann sagði þetta er bara eins og að reima slaufur á skó. Þetta er ekkert mál. Og ég brosti bara og sagði já, gerðu það bara vinnu minn? Svo kom Gísli hérna niðurlútur eins og undirleit skólastúlka, 10 mínútur útsendingu og ég þurfti að hnýta þetta á hann og ég strekkti vel. Það er það sem maður gerir yfirleitt í þessum aðstæðum. Þess vegna er svo rauður í framann, sést þetta í skjánum. Ég ætla að fá að nefna hér eitt. Við erum búin að fá tölur úr Kópavogi og Seltjarnarnesi og hvorutveggja eru þessar tölur algjörlega úr takti við kannanir og væntingar. Menn töldu nú að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ná góðri kosningu í Kópavogi en menn voru hræddir á Seltjarnarnesi, sérstaklega Þórður Gunnarsson heitinn og fleiri. En þetta trend þar sé að flokkurinn hann er að performa sko langt fram yfir það sem að menn sjá þarna og ég spyr, getur verið að við munum sjá svipaða tölur í Reykjavík? Ég er ekki að spá því, ég er að velta við mig, hvað er það sem veldur því að menn er að mæla þetta svona rosalega vitlaust? Það verður áhugavert að sjá það. Það hefði verið áhugavert að spyrja stjórnmálafræðiprófessorinn út í það ef hann hefði ennþá verið meðal okkar hérna í sófanum. Rúvararnir mættir út í sveit. Já. Stefán, ég meina pælingu þetta. Nú er ég í Reykjavík í 4 stjórnmálaflokkum. Ég skráður í 4 stjórnmálaflokka. Já. Og það er vegna þess að ég reyna að hjálpa vinum mínum sem eru í prófkjöri. Þannig að ég skráum í flokkana þegar þeir eru í prófkjöri og ég reyndi nú að koma Dodda í örugt sæti fyrir 4 árum í Reykjavík en það fór eins og það fór og þannig að maður er í alls konar flokkum. Þannig að ég er sko ágætið svona pröfuð dýr þegar kemur að því að sjá hvernig eru flokkarnir að hafa samband við félagsmenn sína til að koma þeim á kjörstað. Ég hef ekki fengið eitt einasta símtal frá einum einasta flokki nema Sjálfstæðisflokknum sem hringdi mig 3 sinnum. Ég er örugglega búinn að fá 20 SMS frá flokknum og ég veit ekki hvað og hvað. Kristín Ólafsdóttir, aðstoðarmaður Kristrúnar Frostadóttir mætti heim til mín með rós frá Samfylkingunni, ok, gott og vel, en ekkert hef ég heyrt frá Viðreisn eða Vinstrinu. Þannig að mér finnst það ágætlega áhugavert að mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn, að minnsta kosti, hann hefur ekki látið mig í friði núna í heilan mánuð og er greinilega með alla anga úti að koma sínu fólki á kjörstað en það hefur komið mér á óvart hvað hinir flokkarnir hafa látið mig mikið í friði. Getur verið að hafa verið að miskilja þetta og Kristín Ólafsdóttir hafa verið að koma með þessa rósa af einhverja annar ástæðu heldur en pólitískum ástæðum heimtið þér. Er þetta svo Ísafirði? Nei, ég er að greiðast. Hérna... En ég meina, er þetta til barstu það að sumir kunna kosningar og aðrir ekki? Það er það sem ég held. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé betri í þessu heldur en aðrir flokkar. Já. Og sérstaklega ef það er eitthvað moment í samfélaginu þar sem er ákveðið svona sving með flokknum,
plúsa vélinni betri, að það held ég að geti boða gott fyrir flokkinn í kvöld. Hvað segir frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins við því? Sjálfstæðisflokkurinn þetta með langstærstu maskinuna, það alltaf verið þannig og mun áfram verða. En ég held að það sé ekki stóra breytan í þessu. Ég held að það sé bara engin stemming fyrir vinstrunum lengur. Fólk þarf alltaf að fá þessa upprifjun á nokkur ára fresti. Að þetta hljómar betur en þetta í reynd. Heldur þá að sko, landspólitíkin sé að smitast, það að vinstriflokkarnir séu með völdin í landspólitíkinni sé að smitast yfir á... Ég held að það sé drjúgt sko, en bara þar að það sé sagt sko, á meðan að við vorum bara búin að loka blöðunum og opna okkur kaldan í dag, þá var fólk að fá jafnvel 1, 2, 3 hringingar frá Samfylkingunni sko, þannig að þar var hringt sannarlega, en það ekki hægt að fylgja þetta á milli. Ég ætla bara að biðja fólk að virða Andra Stein Hilmarsson fyrir sér hérna í salnum og ég bið ykkur að festa ykkur þetta í minni. Þetta bara eins og fressköttur við rjómaskál, hún líður svo vel yfir þessu tölum í Kópavogi. Svona eru þessi stjórnmálamenn sem búin að landa sigrinum. Andri Steinn, við bara sendum góðar kveðjur í Kópavoginn. Við veit að þú ert á leiðinni þangað aftur. Gott þú skildir koma og gefa þér tíma til að vera með okkur. Já, takk fyrir það. Ég ætla að taka aðeins stopp hérna niðri og svo er ég farin aftur í Kópavog. Yes. Já, gangið vel með það. Skál! Við fengum kveðju? Já. Ekki? Jú, við fengum kveðjum. Þetta tala af miðunum? Já. Heldur betur. Það þið munið söguna því þegar að Vigdís Finnbogadóttir ákvaða að skella sér í forsetakjör á Íslandi 1980, þá var það meðal annars fyrir hvatningu frá skipshöfn nokkuri. Örn Arnarsson. Þetta gott. Og þessi skipshöfn, hún hafði mikil áhrif á það að Vigdís tók sín ákvörðun. Við höfum hér fengið frábæra kveðju frá áhöfninni á Huldu Björnsdóttur. Þeir eru staddir á Vestfjarðamiðum og þeir segjast treysta á það að þessi útsending hér haldi uppi skemmtun fyrir þá. Þeir eru greinilega ekki mikið að fiska akkurat þessa stundina og þeir búast við skemmtilegum, áhugaverðum og uppbyggilegum tölum úr Reykjavík þegar að því kemur. Eigum við hér í salnum ekki að skála fyrir hetjum hafsins sem að sækja verðmætin út á hafið? Heldur betur. Getum við fengið hér upp á skjáinn upplýsingar Huldu Björnsdóttur, þetta merkilega skip? Það kom hérna mynd rétt áðan. Var það? Úr skipaskráni? Já, þetta ekki nýjasta skipið sem Þorbjörn? Þetta sjáum við þetta Sjáum við þetta glæsifley. Og þegar menn býstnast yfir sjávarútveginum og peningunum sem þar eru, þá mættu menn minnast þess. Ég var nú bara að aka niður við Reykjavíkurhöfn í dag. Þar sá ég bæði Víking og Venus bundna við bryggju. Og Hval 9 held ég að sé númerið á skipinu í Slipp. Eigið fyrir sjávarútvegsfyrirtækjana þetta mikið til bundið í þessum rosalegu atvinnutækjum sem eru nýtt til þess að sækja út á miðin þessar gríðarlegu auðlindir okkar, koma þessu við hæsta verð út á markaði. Og við eigum í hversin sem við sjáum þessi skip í höfn að hugsa tvennt. Við erum þakklátt fyrir sjávarútveginn eins og hann byggður upp með þeim verðmætum sem þar eru og svo eigum við að klóra okkur í kollunum yfir því að það sé ekki búið að senda þessi skip strax út á miðin til að sækja fiskinn áður en Spánverjarnir gera það. Þegar við eigum það á hættu að þeir komi hér á eftir þessum góða fiski. Það auðvitað gaman að hafa Andri svona rödd sanngirnar hérna inni. Heldur að þessar kosningar og með hvernig svona lítur út til að byrja með og svona með hvernig stemningi virðist vera, heldur þetta að gefa einhvern svona, þetta eitthvað að tromma upp það sem að fara að gerast í ágúst? Heldur þetta Já, 100%. Ég held að það sé engin stemning fyrir... Herðu, það Ísafjörður, fyrirgefðu Andri. Þetta er það sem ég er að bíða eftir. Sorry Andri, fyrirgefðu. Herðu, Magnea, eigumendinni. Það verið 745 atkvæði, 745 atkvæði. Auðir seðlar eru 17. Aðrir ógildir seðlar eru 7 ógildir. Atkvæðin skiptast þannig. Við veitum hverju það eru. Framsóknarflokkur og óháðir. Starfsmenn apóteksins. 243 atkvæði. 243 atkvæði. Viðreisn 110 atkvæði. 110 atkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn 193 atkvæði. 193 atkvæði.
Miðflokkurinn 45 atkvæði, 45 atkvæði, Samfylkingin 130 atkvæði, 130 atkvæði. Þetta stemmir, takk fyrir þetta. Býtu, þetta þýðir að Jón Auðun ekki inni eða hvað? Jú, hann situr inni. Eitthvað að koma óvart þarna? Stefán, þú er búin að krönsa þessar tölur. Nei, í sjálfu sér kemur ekkert óvart þarna. Menn reyndar voru með væntingar að Sjálfstæðisflokkurinn myndi gera betur, en það hefur svona gefið aðeins á bátinn síðustu daga. Þeir eru að bæta við manni samkvæmt þessum tölum. Við erum líka að sjá að Viðreisn, það er að segja, nú hefur þetta sameiginlega framboð Samfylkingar og Viðreisnar og svona þess samkruts brotnað upp, og Gylfi Ólafsson er einn fyrir hönd Viðreisnar. Ég held að hann hafi haft væntingar að ná allavega einu manni með sér til þess að veita honum aukinn stuðning inn í meirihlutaviðræður, og það er alveg ljóst með við þessa tölur að Gylfi Ólafsson verður ekki næsti bæjarstjóri á Ísafirði. Já, er ekki einsýnt að það verði þarna myndaður meirihluti hjá Framsókn og Sjálfstæðismönnum? Manni finnst það nú augljóst. Er það Kristján Þór sem verður bæjarstjóri? Jónas er í öðru sætinu. Næsti maður inn er Framsóknarmaður. Já. Jónas er inni allavega. Þetta eru áhugaverða tölur. Þið sjáðu að Gylfi er aðeins í, 5. sætinu þarna? Já. Þetta reynir á, en ég held að það megi búast við því að menn myndi meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þarna, en menn höfðu væntingar að miðflokkurinn myndi ná inn manni. En er Gylfi ekki að fá þessa kosningu aðalóta á sjálfan sig frekar heldur en Viðreisn? Hann náttúrulega er vinsæll þarna í heimabyggði, það ekki? Jú, hann hefur tekið slaginn gegn Viðreisn, meðal annars í sambandi við laxeldismálin og líka í sambandi við veiðigjöldin. Þetta eru þarna eru viðtöl frá Ísafirði. Þetta er miðflokks oddvitinn. Þetta er hann Jónas. Hann er bara sprækur, sýnismanni. Já, bara með allt og allt. Já, ber sig vel. Ekki spurning. Dálítið þreytulegur, en Já, við höfum bara verið með kosningabaráttu og... Gylfi var aðstofamaður Benedikts Jóhannessonar þá 9 mánuði eða hvað það varði sem að hann var fjármálaráðherra fyrir hönd Viðreisnar og ætlaði að afnema, var það ekki í fjármálaráðherra tíð sinni mynt á Íslandi? Jú, að hann að lausa fyrir umferð. Já, lausa fyrir umferð, já. Ég er ekki sem að Gylfi hafa 8 á hugmynd. Þarna er hótelstjórinn, oddviti Framsóknarmanna, hann er kampakátur, þeir sjáu þegar. Kristján sem að rekur Hótel Ísafjörð, frábært fyrirtæki, mjög sólitt maður. Það er bara margir að pæla í því á hverju eru Framsókn stærstir á Ísafirði. Kristján er bara búinn að standa sig vel, hann er með tölurnar á hreinu, hann hefur verið svolítið svona, já, ég veit ekki, hann er svolítið eins og Ásdís Kristjánsdóttir bara, er að reka þetta eins og almennilegt fyrirtæki. Hótel Ísafjörð gengur bara vel. Við reyndar erum komið með alveg rétta mannir hérna í setti til að bregðast við árangri Framsóknarflokksins. Já. Sigur Sörensen, velkomin. Takk að fyrir. Sko, það er orðið einhver miskilning og fólk er bara að halda hann heiti Sigurjón Sörensen, hann heitir Sigurjón Jónsson. Einn spennandi og það er. En hérna, já, Ísafjörður. Hérna, við sáum þetta á skrifstofunni í vikunni. Við höfum aldrei fengið jafn mikið af utankjörfundaratkvæðum til Ísafjarðar. Þannig að við vissum að þetta eru gott og Fjarðabyggð verður líka gott. Getur sagt okkur það? Opnuðu þið atkvæðin eða voru það að reyna að gegnumlýsa þau og svona? Þau eru gegnumlýst. Já. Það fór nokkur í rusli. Þið eru ekki að flytja inn atkvæði fyrir aðskotahlutina? Nei, við reynum að forðast það. En Siggi, þú ert á Kópavoginum. Hvernig líst þér að fyrstu tölur úr Kópavogi fyrir Framsókn og kemur á óvart hversu sterkur Sjálfstæðisflokkurinn er? Já, maður sér hvað líka bara flokksskrifstofan hefur lagt mikla áherslu á þetta framboð og í Reykjavík. Þannig að þetta hefur verið bara hörku baráttu hjá þeim. Þau eru búin að setja svona óhefðbundin kosningalofar fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hækka ýmislegt að því að ég var að hlusta á Andrastein hérna á leiðinni, talaði einhverja hægri stefnu. Það er kannski ekki alveg þráðurinn í kosningalofurum Sjálfstæðismanna í Kópavogi
á þeirri línu, þetta voru mjög framsóknarleg loforð, en hins vegar vil ég koma inn á að það talið upp í kór eða ekki. Jó. Sjálfstæðisflokkurinn miklu sterkari í 203 heldur inn í Smárunum. Það er rétt, sjálfstæðisflokkurinn miklu stærri í efri byggðum heldur en nokkuð tíman inn í... Þetta er alveg greining. Þetta er greiningin sem við viljum fá í þetta hlaðvarp. Það er samt ekki sem þú sért að keyra sko frá Höfn í Hornafirði. Herðu, ég get sagt þér að þetta skiptir miklu máli. Þetta breytir miklu. Af því að Kársnesi, það er ekki margir sjálfar þar. Það er engin. Nei, þannig að hérna Framsókn og Samfylking eru aðeins sterkar hérna í gamla bænum, þannig að ég get alveg séð sjötta mannin detta. Já. Og svo náttúrulega þessu tíma og þá erum við bara með svona samskonar meirhluta og á þessu kjörtímabili sem að líða núna. Og það er náttúrulega illfært úr Kársnesi upp í Kóra á þessu tíma árs eða ekki? Jú. En er alveg augljóst að ef meirihlutin heldur að þá haldið áfram? Já. Það er í fyrsta samtali ef ég ætti að orða það þannig. En hérna, þið kunni alveg að leggja saman 2 og 2. Já, ég held það líka. Herðu, okkur bara stönnu kveðja, líka á miðunum. Nú? Já. Eru mörg skip á sjó? Það voru vinir okkur á Björgólfi, já. Ef að fá mynda skipinu upp á vegg í útsendingu. Það er nú glæsilegt skip. Þar eru menn að hlusta og horfa. Sjáu þetta skip, kæru áhorfundur. Þetta er eitt af glæsifleyjum íslenska flotans. Og sjáu þið stefnið á þessu skipi. Þetta er skipshönnun sem að Bárður Hafsteinsson, skipahönnuður, ber ábyrgð á. Og þetta stefni er kallað Bárðarbunga í höfuðið á Bárði Hafsteinsinni. Já. Sjáu þið. Það er að koma nýjar tölur bara væntanlega frá Akureyri. Ég ætla aðeins að biðja þá í Akureyri að bíða smá. Sigurjón Jónsson var með frábæra úttekt úr Kópavogi þar sem er verið að búa að telja efri byggðum en ekki þar sem að síðri endar. Má ég sjá tölur til Akureyri. Magnea er klár. Gjörðu svo vel, Magnea. Hér koma fyrstu tölur frá Akureyrarbæ. Talin hafa verið 4.000, atkvæði 4.000. Takk til salinn. Auðir-seðlar 112, aðrir og ógildir seðlar 6. Akureyrarlisti 290 atkvæði, 290. Framsóknarflokkurinn 601 atkvæði, 601. Viðreisn 228 atkvæði, 228. Sjálfstæðisflokkurinn 708 atkvæði, 708 atkvæði. L-listinn 726 atkvæði, 726 atkvæði. Miðflokkurinn 293 atkvæði, 293. Samfylkingin 712 atkvæði, 712 og Vinstri-hreyfingin Grænt framboð 324 atkvæði, 324 atkvæði. Þetta stemmir, takk fyrir þetta. Vinstri-hreyfingin Grænt framboði gengin aftur. Við ætlum að kíkja hérna á skjá. En hvað er að gera þess að Akureyri Samfylkingin að bæta svona mikið vissi á Akureyri? Var ekki viðbúið að þau myndi gera það? Var ekki að mælast þannig? Jú, það er búið að vera að tala um það að Samfylkingin yrði sterk í þessum kosningum. Er það bara sterkur oddviti eða hvað er í gangi þar? Mér myndi nú að hann var í hálfgerðu kjáni, ég heyrði eitthvað viðtal við hann. Þú ætlum ekki alveg dómbær á það, Þórður minn. Sjá Framsókn bæta við sér tveimur. Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri. Hann var í kappræðum. Við sjáum að þessi talning, hún rímar að mestu leyti við Epic-stuðlana á Akureyri. Já, er ekki Framsókn að svolítið herri? Jú, fyrir utan Framsókn, já. Fólk er ofta að sofa á Framsóknarflokknum. Framsókn var í 11,5%, er að mælast með 15 þarna. Þegar menn er að smella stuðlunum þá skoða þær kannanir. Já. En ger ekki ráð fyrir flokksvilni. Já. Á lokametrunum. En þarna höfðu menn auðvitað líka átt væntingar að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, vinkona okkar, myndi bæta við sér talsverðu fylgi, en hún lenti í klofningsframboði sem er A-listinn. Þórhallur Jónsson sem hefur verið burðarás inn í pólitíkinni á Akureyri, hann klauf sig út vegna óánægju. Sjáum hér að þess að leiðir L-listan er fyrir starfsmaður Ríkisjónsins, Óðinn Svan. Já, sem hatar helming bæjarbúa eins og Stefaninnar myndist á. Já, enda vek hann bara 18% atkvæða, hann hefði fengið 36% ef hann hefði ekki hatað helming bæjarbúana. En þetta er Þórhallur Jónsson hann á inn, síðasti maður. Hann á inn og þið sjáu líka hvað það langt í það
næsti maður Sjálfstæðisflokksins ná inn, það er að segja þriðji maðurinn. Þannig að Heimir og Berglind, þau verða 2 þarna fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Siggi, hvar talið á Akureyri? Veistu það? Þeir byrjaði í þorpinu. Já, ok. Þannig að Samfylkingin var að fá þarna Þór Svan atkvæðin. Já. Þarna er Þórhallur Jónsson sem átti fyrirtæki Petómyndi. Klauf sig úr Sjálfstæðisflokknum. Klauf sig núna fyrir kosningarnar út úr Sjálfstæðisflokknum, já. Einn af þessum flóttamönnum. Já. En haldið að muni vinna með Sjálfstæðisflokknum? Nei, það verður bara að setja upp móttökumiðstöð fyrir hann. Já. Ég held að þú væri vanari maður þetta, Stefán. Hvað varst að opna hér? Ég bara að opna hérna smá flösku. Reyndar enga smá flösku. Var Óðinn, sko, þið stýrðu kappræðum á Akureyri. Já. Þar sem þessir ágætu frambjóðendur tóku þátt. Já. Hvernig lá salurinn þar? Salurinn lá vel, það var bara mikið stuð og mjög líflega kappræði. Þannig er Óðinn Svanna mæti viðtali á RÚV. Hann auðvitað er þarna fyrir ellistan. Og það var búið að segja okkur að það yrði mikið stuð í kringum þessar umræður ef við myndum ræða við frambjóðuna innanhúslaug, keppnislaug upp á 50 metra. Og okkur Andrísi þótt okkur ekki vera að takast að ná nægri stemningu í salinn, þá myndust við á þessa sundlaug og þeir ætluðu að klóra augun hvert úr öðru. Það er oddviti Samfylkingarinnar sem er að vinna þennan mikla kosningasigur. Það er rosalega merkilegt að skoða atkvæðin á Húsavík því að þau er eiginlega rýma algjörlega við Akureyri. Það er enginn að fara eitthvað yfir 20% þar nema Sjálfstæðisflokkurinn. Já, það er bara akkurat í 20%. Það er bara akkurat 20%. Já. Það er bara eiginlega nákvæmlega sama mynstur og við erum að sjá þarna. Er sama líðfræði í þessum sveiðum? Já, þegar þú ert að tala um Húsavík þá ertu auðvitað að tala um Norðurþing, sko. Og Norðurþing næri auðvitað yfir líka Kópasker og Raufarhöfn og þau svæði. Mjög víðfeðmt og stórt sveitafélag. Tölunar eru rýma mjög við það sem við sjáum á Akureyri. Er eitthvað í kvöld sem er að koma okkur rosalega mikið á óvart? Ég meina, Kópavogur er að koma á óvart. Ef að Seltjarnarnes enda svona, þá er það bara með hreinum ólíkindum. Já, mjög óvænt tíðindi þar. En Þór Sigurgeirsson er nú með duglegustu mönnum. Pabbi hans var nú bæjarstjóri í Seltjarnarnesi mjög lengi. Hann var bæjarstjóri í 40 eitthvað ár, já. Og Þór er búinn að vera núna bæjarstjóri í 4 ár, þannig að það hefði verið mjög erfitt fyrir hann ef hann hefði mist meirihlutann til Samfylkingarinnar. Þessar tölur sem við erum að sjá núna benda ekki til þess að það muni gerast og reyndar held ég að séu enga líkur til þess. Þórður. Á að mynda meirihlutann LSD þarna, erum við að tala um það? Hvaða meirihluti er starfandi núna? Það er Akureyri? Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og hvað heitir þetta? Ellistinn, já. Já. Ásthildur Sturludóttir, vinkona okkar, hún er bæjarstjóri á Akureyri. Jú, verður hún það ekki bara eilífu? Jú, það ekki langt best. Hún er verið bara svo Skúli Fógeti. En það eru yfirgnæfandi líkur að Framsókn muni enda í þessum meirihluta grunnami. Það er þannig? Já, svona með við dreifinguna. Já. Það er búið að mikill hiti í Mosesbæ. Við höfum ekkert talað um Mosesbæ. Nei, enga tölur konar það. Það er ekki komið neitt, það er ekkert að frétta úr Mosó. Engin könnun. Engin könnun og engin veit neitt. Nema sem ég vil. Nema sem ég vil. Já, ég heyrði í honum. Hvað vitum við um Mosó? Já, Simmi áorðið Mosfelling í dag. Já. Og Hafrún Hafliðadóttir er nýr ritstjóri Mosfellings. Já. Það eru svona ákveðin tíðindi. Það eru tíðindi í því. Hvernig líta frambóðsmálinn út þar? Þar ertu með eina ólympíufaran í frambóði á Íslandi sem er Sævar Birgisson sem fór á vetraólympíuleikana 2014. Já. Í Sochi. Fyrir hvað flokkar hann? Svona hlustundur? Framsókn. Já, ég ætla að leyfa mér að spá því að það verði kosningasigur Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Hilmar, oddviti Sjálfstæðisflokksins þar, er gríðarlega vinsæll. Mikill heimamaður, var náttúrulega var í umbrotinu og með Mosfelling sjálfur, mikið félagsmála tröll og ég ætla að spá því að hann muni sækja sigur fyrir sinn flokk í Mosfellsbæ. Já, við höldum áfram að bíða eftir fleiri tölum. En getur einhver sagt mér á hvaða fundi var það ákveðið
að tölur úr Reykjavík kom ekki fyrir en upp úr miðnætti. Sko. Það er alveg galið, sko. Ég meina, ég bara skil ekki hvernig þetta getur staðið, sko. Er það ekki bara kjörstjórnin sem ákveður þetta og bara kemur sér upp fárlegum vinnubröðum í rauninni? Þetta er bara galið. Maður heyrði það einhvern tímann fyrir á kjörtímabilið þá voru að leggja til að komi fyrstu tölur á mánudegi, sko. Það myndi bara taka kósí sunnudag og svo myndi vegna þess að það væri einhvern veginn hendura. En ég meina, þetta er náttúrulega bara út í hött að það sé ekki komna tölur úr Reykjavík fyrir, sko. Já, við erum að bíða svolítið spennt eftir Reykjavík, svo við erum með fullborð af sunnlendingum fyrir framan okkur, við bíðum ennþá eftir að sjá eitthvað þaðan. Það verði áhugaverð á tölur úr Árborg, ef við ekki að spá því að Bragi sé að landa þar hreinu meirihluta. Ég held að það sé maður sem bendir til þess. Svo eigum við eftir að fá tölur úr Vestmannaeyjum, það verður gríðarlegur hiti þar. Í Ölfusi hafa menn barist á bæði borð. Elliði Vignisson best fyrir pólitísku lífi sínu þar. Og í Ölfusi er hún Kristrún Frostadóttir búin að vera að banka upp á, sparka upp hurðir. Ég heyrði ykkur tala um það hérna á leiðinni að það gæti nú haft slæm áhrif. Já, hún hefur farið víða. Hún fór meðal annars í Fjarðabyggð og fór þar að gagnrýna leikskóla aðgerðir Ragnar Sigurðssonar og fleiri. Þetta mæltist mjög illa fyrir, ekki síst í ljós þess að Austfirðingar, þeir hefðu viljað heyra í sínum ágæta forsætisráðherra samgöngumál. Já. Ekki síst eftir að þau settu Fjarðarheiðargöng aftar á forgangslistan og settu fljótagöngin í forgang á milli Siglufjarðar og Fljóta í Skagafirði. Við erum hendi hérna inn að Búlgaría vann Eurovision í ár. Já. Búlgarar unnu Eurovision þvert á allar spár. Þannig að keppnin fer fram, og keppnin fer fram í Sofíu á næsta ári þar sem við Íslendingar verðum meðal þáttakanda. Er það? Já. Við megum þá gera ráð fyrir að Ísraelar muni hefja loftárásir á Búlgaríu bara strax í fyrramálið. Þeir munu ekki unna við þessi úrslit þar. En þetta er úrslit sem svona veðbankinn er hrifinn af, held ég. Þannig að ég held að það sé eitt borð þarna sem er hoppandi kátt. Já, þetta átti engin von á þessu. Búlgaría. En þeir brosa ekki, þó að borðið sé mjög kátt með þetta. Þeir kunna setja upp pokerface. Megum við fá örlitla þögn hér í salinn. Við þurfum aðeins að lækka í salnum út af útsendingunni. Sjáum hérna, kom hérna smá viðtal við Ölmu Möller. Skulum sjá þetta. Lappaði inn fyrir hreinatvíbílar með honum Jónasi. Vorum að leggja hérna á sama tíma fyrir utan. Þau eru á Katalínu. Mjöndi lóðaklættan að lappaði inn og ég sá strax stolta móður í salnum, eiginlega klökk. Alma Möller, þú ert mammans Jónasar. Í hvernig er tilfinningin? Hún er góð. Þetta er búið að ganga vel. Þau eru að rúmlega tvöfalda kerfið og það hefur verið glæsileg barátta. Það er stutt síðan Jónas flutti til landsins. Það var í október síðastliðnum. En hann er svo sannarlega búinn að stimpla sig inn hérna. Hvernig líst þér á árangurinn? Já, auðvitað vill maður sjá meira, en maður getur ekki annað að vera stoltur af því þegar verið er að rúmlega tvöfalda fylgið. En ég er að vona við eigum meira inni, að hafa ekki kannski verið alveg nógu vel blandað. Hvernig líst þér svona á sonurinn sem fara bara fulla leið og fulla ferð í pólitíkina? Sumir pólitíkusar vilja alls ekki að börnin sín fara í þetta sé svo erfitt og mikið að gera, en samkvæmst honum? Já, ég geri það. Hann hefur mikla ástríðu fyrir pólitík. Í rauninni byrjaði hann í pólitík á undan mér og það var hann sem dró mig af stað. Þannig að ég held að Jónas segi eftir að stunda stjórnmál mjög vel og gera mikið gagn. En ef ég skildi rétt þá komst til að fá meira skrúa niður í þessu og farið aftur yfir á RÚV. Takk fyrir að skemma kvöldið, Stefán. RÚV, bara útsendinguna þar og farið alveg beint takk. Sko, það er mjög hættulegt við Kópavoginn að Vesturbærinn í Kópavogi er eins og Neskaupstaður. Það er risa hætta þar. Já, þarna voru vinir Kópavogs með 2 menninni. Allt á Neskaupstað. Já, bara allt á Neskaupstað og reyndar er nú búið að fjölga eitthvað íbúðum þarna, þannig að kannski komin einhver smá fjölbreytni. En þeir fara ekki fram og þessi 2 fulltrúar, annar er að fara á Sjálfstæðisflokkinn og hinn á Miðflokkinn. Sjáum til. Ég hlakka til að sjá næstu tölur þaðan.
En tókuð eftir í Alma Möller svo stolt af honum Jónasi sinni sínum að hafa tryggt Sjálfstæðisflokknum hreina meirihluta í Kópavogi að hún gat varla orða bundist yfir þessu. En hún upplýsti það að það var hann sem dró hana út í pólitíkina? Já, og svo sagði hún sagði ekki að hann hefði tvöfaldað fylgið, hann hefði tvöfaldað kerfið. Og það er nákvæmlega það sem Samfylkingin hugsaði alltaf hvernig hægt að stækka kerfið. En förum við ekki að fara að fá fleiri tölur? Ég vil nú taka fram að næst fámennasti hreppur landsins, Árneshreppur, það komin að lokatölur þar. Já. Og Arinbjörn, vinnur okkar, hann missir meirihlutan þar, hann fær 2 kjörna á móti 3 og það er mjög áhugaverð stað að teiknast þar upp. Íbúar í Árneshreppi, þeir samþykktu samruna við Kaldrananesrepp fyrir skemmstu. Já. En nýr oddviti sveitafélagsins var á móti sameiningu og hefur kært kosninguna til sveitarstjórnarráðuneytisins. Þannig að það verður mikið og áhugaverð bíf núna á næstu dögum að milli nýs oddvita í Árneshreppi og ráðuneytisins sem að fer með þau mál. Og þá má líka minna á það að Eyjólfur Ármannsson, okkar ágæti samgönguráðherra, hann lagði það til að fyrir þessar kosningar núna í maí að þá yrði öllum sveitarfélögum undir 1000 íbúum bara gerð skylt að sameinast. Það hefði þetta valdið gríðarlegum átökum út landsbyggðina. Það búið að vera náttúrulega stefna stjórnvalda í svolítið tíma að sameina þessi minni sveitarfélög sem eru þetta misverð stæð og allt það. Menn hafa viljað gera þetta með svona kurteislegum hætti og með því að hvetja menn til sameiningar. Menn hafa verið að veita eða múta sveitarfélögum til að sameinast með sameiningarframlögum. Einn er sá hreppur á Íslandi sem hefur algjörlega neitað að sameinast öðrum og það er Tjörnes. Tjörnesið, að sjálfsögðu langfámennasti hreppurinn 56 manns, en það er annar hreppur sem að við Gísli erum miklu áhugamennum og það er sjálfur Fljótsdalshreppur. Hreppur, já. Já. Þar búa í dag 70 manns, ef ég man rétt. Já. Og eigið fé hreppsins, þeir skulda 0 krónur og eigið fé hreppsins er 700 milljónir. Nei, 900 ekki. Það eru 700? Nei, það eru 90 íbúar og 900 milljónir í eigið fé. Þannig að það er gríðarlega góð eiginfjárstaða þar. Það er bara 1 jardi. Já, Fljótsdalshreppur er milljarðamæringur. Einmitt. 100 milljónir á hvern íbúa í eigið fé. Sigurður, hvernig ertu að meta restina af kvöldinu? Er eitthvað sem að, eftir hverju þú að bíða í kvöld? Það er smá spenningu fyrir Garðabæ. Já. Sveitarfélaginu okkar Stefáns. Það er búið að vera mikil stemming með Hlynur Bærings. Þannig að ég er aðeins með augum þar og svo náttúrulega Reykjavík og Mosó. Þannig að það eru 2 körfubolta legend þarna á móti hverjum öðrum. Kjartan Atli og Hlynur Bærings. Hann var ekki að gera okkur neitt greiða með að stíga inn í þetta. Kjartan? Já. Já, en hann svo mætti hann með Kristrúnu og það jafnaðist út eða ekki? Jú. Þá sama leik satt Hlynur með Willum. Hann mælist aðeins betur fyrir í Garðabænum. Já, Willum var ekki að mæta heldur líka á fyrsta leikinn sinni, eða ekki? Nei, hann er fastagestur. En það er samt sko og svo náttúrulega líka í Hafnarfirði. Ég var að koma af kosningavöku Framsóknar sem er svona sameiginleg kosningavaka Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar. Og það er bara troðið út úr dyrum. Það er Jón Gunnar Geirdal og Einar Bárðar að prodúsa sjóið. Og ég held að við munum sjá sko Framsókn í einhverjum svona, við erum að narta í 20% í Hafnarfirði. Já. Þetta er stór spádómur. Valdimar Víðsson er líka mjög öflugur bæjarstjóri og hefur staðið sig mjög vel þar. Það kemur ekki óvart. Hann var að gefa Keili nýjan golfskála núna bara í vikunni, eða ekki? Já. Og hvernig, sko, Andri, afsakið ég sé að stíga inn í, hvað heldur þú með Ara Edvald? Hvernig finnst þér Ari búinn að vera? Hvernig finnst þér, ef þú horfir yfir bara Ara, hann er búinn að vera duglegur á social media. Já. Hvernig finnst þér Ari hafa verið fyrir Miðflokkinn sem oddviti? Nú sá ég þarna er ég myndi kosningasjónarbyrðu RÚV er kosningastjóri Miðflokksins Nadine Jaki, eiginkona Snorra Mássonar. Ég held að þetta framboð hljóti að telja sig vonbrigði. Ég held að það hafi verið væntingar fyrir því að Miðflokkurinn gæti fengið svona meira óánægju fylgi. Það eru mjög margir í Reykjavík sem eru óánægðir með meirihlutann
og maður einhvern veginn, ég held að miðflokkurinn hafi haft væntingar það að það var hægt að sækja stærri hluta af þessu. En það sem virðist hafa gerst að þetta óánægjufylgi hafi frekar farið heim til Sjálfstæðisflokksins heldur en í miðflokki. En veðjaðu, sko, miðflokkurinn, veðjuðu þeir á vitlausum mann með að fara á Ara? Ertu með einhvern annan í huga sem þeir átt að taka frekar en Ara? Ég held að þeir hefðu bara getað að spila allt öðruvísi úr Ara. Hvernig þá? Hann var eiginlega bara með trúðanefa á sér alla kosningabartuna, sko. Einmitt, ef það þarf að takláta að fólk treystaði fyrir, sko, fjármunum almennings, þá það ekki bara að taka einhverja vítaspinnur á valsvellinum og vera eitthvað að sprella út í eitt, sko. Þeir fóru of langt, sko, og þessi þjóðsaga að Halla Tómasdóttir hafi unnið þetta á TikTok, hún eiginlega orðin of djúp og fólk bara með eitthvað svona brenglaðan skilning á því. En Halla Tómasdóttir ekki fórseti á TikTok? Það átti þátt í, en það eru fleiri þættir í þessu og svo líka bara, þú getur ofspilað hendina, sko. Ég held líka að Ari hafi einhver liti verið að heyja kosningabaráttu fyrir fólk sem hefur, sko, það er umræðunum Reykjavík að mörgu liti mótið af fólki sem býr ekki í Reykjavík, hefur ekki áhuga að búa í Reykjavík, en hefur rosalega sterkar skoðun á hvernig málum háttað þar, sérstaklega skipulagsmálum. Og ég held að Ari hafi verið mikið að tala inn í þá umræðu, en ég held að þetta þetta verður að teljast misheppnað innlegg. Og bara svo það sé sagt, ég kannast aðeins við Ara, ég ekki viss að Ari Eddald hafi mjög gaman af því að sitja í minnihluta í borgarstjórn næstu 4 ár, að sitja þessum borgarstjórnarfundum, 8-9 klukkutíma fundum. Þetta ekki verkefni held ég sem hann hefur gaman af eða óskar sér, sko. Og hann búinn að fórna skattahagræðan á Portugal líka, sko. Heldur betur. En ég held að það var mómentis að gera betur heldur en var gert. Sáu þið þætti með Jóni Gnarri hérna fyrir nokkrum árum síðan sem hét borgarstjórinn. Þeir fjölluðu um borgarstjóri sem bjó í Garðabænum. Þegar ég þekkti Ara og bjó náttúrulega í Garðabænum. Já. Ari Garðbængur, skilur. Hann var í Lundunum. Hann var í Lundunum. Hann var í Einilundi. En við höfum ekki velt þessu fyrir okkur með, sko, samfélagsmiðlana. Við höfum verið að fjalla í þáttum hvort að öll þessi grínmyndbönd, þú veist, að fara í Iceberg Challenge og allt þetta, þú veist, sem eru þetta skemmtilegt líka og má ekki gera lítið úr því og fólk vill auðvitað sjá mannlega hlið á stjórnmálamönnum. En sko, hafa menn farið yfir einhver, ég vil ekki segja farið yfir einhver mörk, en svona hafa menn einhvern veginn, eitthvað ójafnvægi á þessu, hvað telst málefnalega umræðu einhver sérstök mál sem skipta máli og annað sem kannski eitthvað fíblaskapur. Ég held að fólk hafi almennt og mikið, ég hef heyrt fólk mikið tala það að þessar kosningar, sérstaklega Reykjavík, hafi ekki verið mjög pólitískar. Það hafi ekki verið mikið talað pólitík. Og tekist á einhver mál. Nei, það er rosalega mikið af stjórnmálamönnum á samfélagsmiðlum að labba og tala í kameru, en þess vegna held ég að eins og hefur verið minnst á hérna áður að Hildur Björnsdóttir, mér finnst hún hafi verið lítið í einhverjum fíblalátum, lítið með einhver gimmicks. En það var hérna með gula hanskan þegar hérna Bjarni Guðjóns var með gulu hanskana það stönd, sko. Já, en ég meina, en mér finnst Hildur ekki hafa verið mikið í því og ég held að hún hafi bara verið með frekar málefnalega baráttu, sko. Já, og allar með kannanir að græða á því. Það virðist vera. Eftir að sjá ykkur tölur koma. Og kannski mætti sama segja Ásdísi Kristjáns, ég meina hún ekki búin að vera mikið í... Akkurat. Þó eitthvað, meina... En það samt, ég hefði svolítið gaman að það byrjaði þetta trenda að labba mjög ákveðið og tala. Það var mjög mikið að þannig auglýsingu, sko. Power walk. Já, Björg, þetta þarna sem þessi borgarstjórinn í New York, hérna. Og Björg Magnúsdóttir var með Zoran Mandani playbookið í sinni kosningabaráttu. Það var alveg augljós. Hún var bara að kópera vídeo sem Mandani var með í New York. Og svo byrjuðu bara allir að labba mjög hratt og ákveðið og Ásdís fylgdi þess eftir í Kópavoginum með fínni auglýsingu. Og hérna, þannig að þetta svona eitthvað trend. En má ég spyrja, já ég veit ég má ekki spyrja, þetta er samt að gera það, sko. Nú erum við allir kallmenn hérna, sko. Er meira effektíft þegar að kona gerir þetta? Lappar hratt og ákveðið og talar? Ég veit það. Andri, þú ert með sterkar skoðanir á þessu. Ég er ekki vissið það. Svaraðu. Hvað segir við miðaldra mennum þetta? En ef við bara tölum aftur Reykjavík, við sem að býja til tölum þar, mér fannst alveg mjög augljóst í kosningunum, nei, umræðanum í gær, að Hildur Björnsdóttir
og það hefur verið óopinbert leyndarmál í svolítið tíma að Hildur Björnsdóttir og Björg Magnúsdóttir eru búin að mynda skvísubandalag. Ég held að það hefur verið gert fyrir svona mánuði síðan. Og? Handsalað. Og? Og Einar. Mögulega. Já, er samt ekki Foreistan í Viðreisn á móti því? Já, ég er ekkert vissu það. Við sáum að það voru mjög sterk viðbrögð frá samfylkingarfólki í dag þegar Björg Magnúsdóttir neitaði að nefna Pétur sem mögulegan aðalats að ræða við eftir kosningar. Og við sáum bara á alls konar þráðum á samfélagsmiðlum í dag mikinn hita út af þessu. Meiri segja var einn frambjóðandi á lista Viðreisnar, fyrrverandi samstarfsmaður Ingibergar Sólrúnar Gísladóttur, sem lýsti því yfir að hún myndi ekki kjósa flokkin út af þessu. En við sáum hins vegar Sigmar Guðmundsson og aðra slá á móti og býta frá sér. Og maður sá þetta gera strax í gærkvöldi. Algjörlega. Það er svo að hafi komið bara skipun að fara á Facebook, tjá sig og koma með status. Og ég er mjög... Það sá flesta þingmenn og svona fylgitungn. Ég er mjög áhersamur að vita hvaða afleiðingar þetta gæti hugsanlega haft inn í landsmálin, inn í samband Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar Frostadóttur, vegna þess að Viðreisn er augljóslega að spila leik í Reykjavík þar sem þau ætla að halla sér til hægri meðan þau eru að halla sér til vinstri í landsmálunum. Já. Það verðist vera rétt. Býtu, er þá Viðreisn hinn nýji framsóknarflokkur sem er alltaf að spila í báðar áttir, eða? Erum við að sjá þetta eins? Erum við að sjá þetta eins? Fyrirgeðu strákar, erum við að sjá þetta? 7 bæjarfulltrúar af 11 bæta við sig einum. Við vorum náttúrulega með hreinan meirihluta hér 6 af 11 áður. B-listi Framsóknarflokks heldur sínum 2 mönnum 20,2%. Samfylkingin er með 19,6% og heldur sínum 2. Viðreisn sem að bauð ekki fram árið 2022 hefur 7,4%. Viðreisn var hluti af kosningabandalagi með Pírötum árið 2022. Þetta er bæting frá síðustu tölum, eða ekki? Áfram Árborg. Sjálfstæðismenn er bara að sjá tvöfalt í þessum niðurstöðum hér. Miðflokkurinn hefði boðið fram í Árborg en mistókst að skila... Bragi og hans fólk er að skila hér mjög góðri niðurstöðu fyrir flokkinn. Við verðum að fá aðeins meiri þögn í salinn. Sjáum hver er inni. Kjartan Björnsson er inni. Kjartan Akari. Já. Herði, það hefur nú ýmislegt gengið á í Árborg á kjörtímabilinu. Það þurfti að hækka útsvariðum tíma og það þurfti að taka til í fjármálunum og kjósundur virðast ekki vera að refsa fyrir það. Þetta móti. Þeir eru bara að ná tökum á rekstrinum, held ég. Og þeir útskýrðu fyrir fólki hvað þeir var að gera og þeir stóðu við það. Ja, þeir voru bara á barmi gjaldþrots, nánast sem sveitafélag. Já, svo fóru þeir að byggja þetta upp gamla miðbæinn með öllum þessum húsum sem eru horfin á braut og eru komin aftur, eins og afturgöngur þarna, en mjög glæsilegur gamli miðbær. Við erum með menn sem að bera ábyrgð á því hér í salnum og ég verð að segja að þegar maður horfir á sérstaklega nýjustu húsum... Það eru törur á Fjarðabyggð líka. Ragnar Sigurðsson. 6% er missa 1 mann og fá kjörna 3, samkvæmt þessum tölum. Samfylking 28,5%, 2 menn, Miðflokkur 22,3%, 2 menn. Hvorki Samfylking né Miðflokkur buðu fram í Fjarðabyggð síðast. Fjarðalistinn hafði boðið þar fram og þetta er fyrsta skipti, já, það er verið að drekka á fleiri stöðum en hér þessari öld sem að Fjarðalistinn býður ekki fram. B-listi Framsóknarflokksins 19,6%, tapa 1 manni og fá 2. Kíkjum örstutt á hvernig þetta lítur út. Þurfum við ekki að slá á þráði hjá Jens Garðari Helgarsinni og eftir? Fyrsti maðurinn. Varaformanni Sjálfstæðisflokksins. Næsta mann, 18 atkvæði til þess að velta Birgi Jónssoni. Hér er Jón Björn Hákonarson, framsóknarmaður, að hætta eftir mörg ár í embætti. En við ætlum núna að kíkja í Hafnarfjörð. Við ætlum að fara í Hafnarfjörð. Það er Valdimar Víðisjó. Dagný Steinastóttir, gjörðu svo vel. Sem er formaður kjörstjórnar. Gjörðu svo vel, Þórdís. Dagný. Hér koma fyrstu tölur frá Hafnarfirði. Talin hafa verið 9.200 atkvæði.
9.200 atkvæði og skiptast þau þannig. A. Listi vinstrisins 400 atkvæði. 400 atkvæði. B. Listi Framsóknar 2.300 atkvæði. 2.300 atkvæði. Valdimar Víðisson. C. Listi Viðreisnar 1.300 atkvæði. 1.300 atkvæði. Þetta heimabæri Þorgerðar Katrínar. D. Listi Sjálfstæðisflokks 2.500 atkvæði. 2.500 atkvæði. M. Listi Miðflokks 1.100 atkvæði. 1.100 atkvæði. S. Listi Samfylkingar 1.600 atkvæði. 1.600 atkvæði. Þetta konan sem að lesa þarna dánarfregnir og jarðafæri? Þetta bara nákvæmlega sama rödd. Já. Stjórnarflokkarnir með 30% í jafnvægi. Já, þetta rosalegt með Samfylkinguna. Áttu þeir ekki að vera stærstir hana? Þetta alltaf rosalegt, við verum átt okkur því að þarna varaformaður Samfylkingarinnar, oddviti í framboðinu. Já, og menn voru að búast við miklu hærri tölum þarna. Þeir áttu að vera stærstir samkvæmt könnunum, sko. Guðmundur Árni Stefánsson, þetta gamall í hettunni, og hann búinn að lýsa því yfir að hann vilji verða bæjarstjóri. Hann verður það nú tæpast með þessar tölur. Sko, Epic-stjórnandi voru þarna í 25% á Samfylkingunni. Nei, hverjir voru þeir á Framsóknarflokknum í Hafnarfirði? Þeir voru 13,5. Þetta rosalegt. Framsókn með 25% í Hafnarfirði. Jón Gunnar Geirdal. Já. Virðing og nafnið. Þannig að meiri hlutin heldur. Tiltölulega reynslulaus frambjóðandi Miðflokksins líka nær inn. Ég verð að segja að það nokkuð vel gert í honum. Já. Ekki Valdimar Víðisson bara að styrkja sig í sessi sem bæjarstjóri í Hafnarfirði fyrir næsta kjörtímabil? Klárt. Valdimar Víðisson sonur Víðis Jónssonar, skipstjóra á Kleifaberginu, sem einhvert afla sælasta skip Íslandssögunar fyrr og síðar. Víðis Jónsson mjög öflugur skipstjóri. Og mér sýnist Valdimar sonur hans ekki vera minna aflasæll í pólitíkinni heldur en pabba hans á miðunum. Það má reyndar ekki vanmeta Skarphéðinn Orra Björnsson sem hún rýbrandar sig og heitir núna bara Orri Björnsson. Hefur alltaf kallað sig Orra í mörg ár. En við sem fylgdust með glímunni í gamla dag munum náttúrulega alltaf Skarphéðinni Orra Björnssoni, sko. Já, Skarphéðinn Orri Björnsson vissi að það voru bara 3 sem að fylgdust með glímunni, þannig að það var enginn að fara að græða á því í pólitíkinni. Þú varst að vísa í Einar Geir Þorsteinsson sem frambjóðandi Miðflokksins. Já, akkurat, reynslulítill, ungur strákur, reynslulítill og það vel gert hjá hann að komast inn. Já. Sigurður, ég sá að þú felldir tár. Já, ég bara svektur fyrir að vera ekki á Ægir 220 núna, sko. Húsið væntanlega á hvolfi, sko. Hvar kosningavakan, segirðu, Framsókn? Hérna í Ægishúsinu við Hafnarfjarðarhöfn. Já. Mér finnst Framsóknarmenn þegar þeir sjá svona tölur koma upp úr kössunum minna helst á 100 ára mann sem vaknar á mótni. Hann alltaf jafn hissa á því að hann sé ekki dauður. Þeir eiga bara ekki til eitt auka tekið orðið því að þetta skuli ganga en þá. Já, við erum með bæjarstjóran í 3. stærsta sveitarfélaginu, þannig að við erum hressir. Ég hvet ykkur til að sjá hérna upp á skjáinn. Þarna ferskasti duett landsins og ferskasta, hvað þetta? Þetta tríó? Nei, þetta Býtu, ekki búið að taka upp 70 ára regluna inn á RÚV, eða hvernig það? Þetta 700 ára reglan. Já. Það finnst ykkur ekki gaman samt að sjá gamalt brímni eins og Guðmund Árni Stefánsson, svona einn gamlan sem búinn að vera í þessu sem við munum eftir okkur. Sko, Guðmundur Árni var náttúrulega eitt heitasta dæmið í pólitíkinni hérna early 90s. Ég menn, hann var bæjarstjóri í Hafnarfirði svona 27 ára. Skilji, hann var orðinn ráðherra fyrir 30. Þannig að hann gamall í hettunni og náttúrulega með svakalegt comeback núna fyrir 4 árum. En þetta mikil vonbrigði. Menn muna náttúrulega eftir því að hann var með stórar hugmyndir framboð til alþingiskosninga í kraganum. 2004. Og menn þurfti að skerast í leikinn þar til þess að koma í veg fyrir það framboð. Og þessar niðurstöður í kosningunum núna eru skellur. Við sáum hann varaformaður Samfylkingar. Ég að segja það. Í því ljósi þetta mikið skellur. Þetta lítur að líka vonbrigði eftir nú heima, þú veist, heimahagarinnar Þorgerðar líka. Það lítur á vonbrigði líka fyrir það. Við erum búin að tala Hafnarfjörð sem... Þeir ná reynda 2 mönnum inn. Viðreisn ekki í mörgum sveitafjölum, hann á 2 inn, sko. Þannig að
gefið þeim það. En hérna kom inn á það sem Andri sagði, því að mér finnst það svo áhugavert, þegar Guðmundur Árni dregur sér tilbaka þarna úr þingkosningunum, var að vegna, sko, opinberlega samkvæmt læknisráði, en hérna hann virðist vera í fullu fjöru hérna á sveitarstjórnarstiginu. Það var algjörlega augljóst að það var flokksforystan blandaði sér í það mál. Kristrún skast í leikinn. Það er alveg örugt. Það var, strákar, sáu þið Þetta er Ester Bibi, hún er náttúrulega, við sem fylgjumst með pönkinu, hún er náttúrulega öflugur, var í kvennarokksveitum hérna í gamla dag. Og kvikmyndakona með meirum. Var hún í Kolrösa Krókriðandi? Var það ekki? Var hún ekki ég held að hún sé bassaleikari í Kolrösu. Já. En sáu þið hérna, talandu gamla stjörnur, sáu þið Össur Skarphéðinsson í dag? Hann reyndi að ná höggi á Hildi með kommentum súkkulaðikleinu. Sem að fjalli þetta á mér. Já. Kallaði sönnumatarinu. Já, sem að súkkulaðikleinu eitthvað sem að telur ekki eða eitthvað slíkt. Og hann reyndi að snúa þessu út í eitthvað. Fannst ykkur að það var heppnast? Ég var upptekinn í einhverju kosningabartu, sko, en ég veit ekki hvort að tala sko. Hann sakaði hann alltaf rasisma, sko. Já. Það er ódýrt trikk sem gengur yfirleitt ekki. Þetta var áhugavert og maður tölur í hiti á Facebook í dag. Heldur betur. Yfir þessu. Má ég spyrja einu, að þið eru með Framsóknarmann í sófanum og þannig ekki að hverjum deginn sem það gerist. Valdimar Víðisson í Hafnarfirði, hann hefur komið í nokkur viðtölu á mér, öflugur maður. Hann minnir mig meira og meira á Halldór Ásgrímsson. Hann talar hægt og rólega, hann talar ekki með miklum blæbrigðum, þetta er svolítið svona eins og það sé verið endurskoða ásreikning og Halldór Ásgrímsson var auðvitað endurskoðandi. Er þetta formúla sem er að virka fyrir Framsóknarflokkinn? Já, þegar gefur á bátinn þá eru svona traustir aðilar sem tala hægar og Halldór Ásgrímsson var náttúrulega með viðnefnið kletturinn í hafinu og það er eitthvað svona kannski sem á ákveðnum tímum í samfélaginu sem fólk leitar í það og við erum með nokkra svona innan Framsóknar og það er sama sem gerist í Kópavoginum. Þar ertu með dálítið svona flamboyant frambjóðendur í Ásdísi og reynslulaust lið í Jónasi og viðreisnar frambjóðendunum og Miðflokks. Þannig að ég held að fólk horfi í meira magni til fólk sem það ber traust til heldur en svona einhverja svona Ronaldinhos. Þetta er viðtal við Einar Geir Þorsteinsson, hennar nýliða hjá Miðflokknum sem er að komast inn í Hafnarfirðinum. Ég ætla að segja þetta með Valdimar Víðisson líka. Hann er utanbæjarmaður. Hann er ekki gaflari. Hann var skólastjóri í Öldutúnsskóla, flutti til bæjarins til þess að gegna þar skólastjórastöðu, var vinsæll skólastjóri. Þannig að þessi árangur hans er eftirtektarverður í ljósi þess að þetta er maður sem Hafnfirðingar elskar sína gaflara, sko. En hann er mættur hérna á svæðið og er að láta taka til sín. En ég ætla samt að minna ykkur á þegar ég settist inn í sófan og ég talaði að við varum að narta í 20%. Já. 25. Framsóknar koma, þú ert illa ánægður núna, Sörens. Ég er aðeins, ég er viðurkennað. Varnarsigur fyrir Framsókn. Við ætlum að taka, og þá þurfum við að hafa þögn í salin. Við ætlum að taka símtal eftir smástund. En áður en við gerum það, þá auðvitað minni ég alla á þá sem eru að horfa á þetta ágæta streymi hjá okkur að subscribe eins og unga fólki segir á YouTube rás þjóðmála. Skrá sig inn á hana. Já. Það eru 10.000 manna að horfa. Heldur betur. Og það er verið að horfa á okkur á kosningavökum út í bæ, veit ég, og partíum. Það er eitthvað Eurovision partí ennþá í gangi sem stilt yfir okkur. Já. Þannig að þetta er alveg frábært að heyra. Ef ekki að skála fyrir búlgörum og skála fyrir Ríkisútvarpinu fyrir að hafa klúðrað Eurovision fyrir þjóðinni með því að hafa eyðilagt þetta með þessu réttrúnaði. Skálum fyrir því. Já, þetta er að taka Eurovision er barnavendarmál. Af hverju voru við ekki að lýsa Eurovision? Það hefði verið geðveikt. Reyndar. Það er komin hugmynd fyrir næsta ár. Heldur betur. Þarna sjáum við mitt lið í Reykjavík sem er vor til vinstri og það er betri andi yfir þessu frambúði en nokkru öðru. Heyrðu, þarna er okkar maður. Já.
Herðu, nú þurfum við að þetta sögn. Hann mættur á Rásna. Sögn í salin, við erum að fara að tala við mann í Reykjanesbæ. Hann mættur á línuna, eða ekki? Hermann Ökvi Gunnarsson. Hann nú verið 10 gestur í Hlaðarpi Þjóðmála. Við heyrum ekkert í honum. Þetta hann. Við erum að... Hvernig lítur þetta út, strákar? Púlis, vinur okkar. Hermann, þú gefur okkur smá þolinmæði. Ég sé að hann hefur læðst inn á skrifstofu. Það eitthvað brjálað kosningapartí hann í Reykjanesbæ. Hermann, við vitum að þú ert úr Keflavík, en getur þú tekið að mjúttakan? Þetta er hann. Og mjúttakinn ekki að monsterinn. Það er hvítu monster, hann er rjúpa. Það þurfti smá liðveislu á Keflvíkinginn. Hermann Ökvi, við segjum bara strax til hamingju með fyrstu tölur. Bara takk fyrir það. Heyrið þið í mér? Já, það heyrist þið. Já, þarna erum við, já. Þarna erum við. Herðu, já, þetta eru svakalega ánægilegt tíðindi hérna á Reykjanesbæ. Bætum við okkur samkvæmt fyrstu tölum rúmlega 10% stigum. Og mér sýnir Sjálfstæðisflokkur bara að vera að gera svakalega gott mót út allt land af fyrstu tölum að dæma. Hvernig var kosningabaráttan búin að vera? Voru búin að sjá þetta fyrir eða hvernig? Þetta var bara, þetta er svolítið í taktið það sem við vorum að búast við. Við höfum verið að mælast með 38 til 40%. Það er svakast við þetta baki, við höfum að sína ykkur hérna. Það er hérna, nokkri búin að hóta að múna hérna glerið á bakvið mig. Við hvetjum þá. Þetta er alveg í taktið það sem við vorum að búast við. Samfylkingin held ég að fá sitt versta fylgi í sögu Reykjanesbæjar. Framsókn að fá bara mjög fína kosningu, bætir þess við frá síðustu kosningum, en við erum auðvitað mjög ánægð að vera komin yfir 38% og þetta er besta kosning Sjálfstæðisflokksins ef þetta heldur síðan 2010. Er Villi ánægð með þetta? Er búið að vekja hann? Það er búið að vekja hann. Vilhjálmur Heitin Árnason. Já, má ekki segja bráðum fyrrverandi þingmaður? Hann í frábæri stuði. Við erum mjög glöð með þetta og það er allt tróðið á kosningavöku Sjálfstæðisflokksins og það er allir svakalega ánægðir. Markmiðið frá upphæði hefur verið að ná 5 mönnum. Við vorum með 3 menn síðast, þannig við erum að bæta við okkur sem bæjarfulltrúum, við erum að bæta við okkur 10% stigum. Þetta er bara mjög góð kosning og við vonum það áttur að telja held ég 3500 atkvæði sem verða kynnt núna á milli 12 og hálf 1 og það er svakalega stuðum, ég verður að bara sína ykkur eftir þetta. Hermann, Veistu það er enginn að dæma. Við erum ekki að dæma, við vitum í Svona átt að vera þegar gengur vel. Svona hefur þetta alltaf verið, en áður við kveðum þig Hermann, gætur þú tekið kannski fyrstu 2-3 hendingarnar úr Tennessee whisky fyrir okkur? Ekki séns, ég þarf að drekka 10 bjóra til þess og ég er bara búinn með 6. En herðu, hvernig lítur næstu dagur út hjá okkur? Það verður mjög gaman að fylgjast með. Ég held að það mun ekki taka langan tíma að mynda meirihluta en það eru einhverjir valmöguleikar til greina en ég ætla að leyfa Vilhjálm Árnassyni að svara fyrir það kannski. Eru þetta stuðningsmenn Samfylkingarinnar þarna fyrir aftan þau? Þetta eru bara alveg stemmingsmenn úr Reykjanesbæ, svona þetta hérna. Hvar eru þið? Eru þið á skrifstofunni eða? Nei, við erum á Parkin hótelinu, ég get nú kannski staðið aðeins upp og sýnt ykkur eitthvað smá en það er ekki víst að þið munu heyra vel í mér, vil ég að gera það? Bara örstutt. Já, þú er svolítið svo bróðurinn í Something About Mary. Þú ertu gamall, Stefán. Þetta er sem sagt Parkin hótelinu og reynir líka. Er Villi farin heim að sofa eða? Herðu, nei, alls ekki. Núna býðum við bara hérna að tala um fólk og við býðum bara eftir næstu tölum og vonum að ég veit ekkert hvað maðurinn er. Ég er bara hættur að missa ráðtengingu ef ég fer að rölta eitthvað mikið meira. Já, ég finndu Villa. Þjóðin við sjáum það leiðtoga. Er Villi hér á svæðinu einhvers staðar? Hér er fleira fólk hérna. Ég veit ekkert hvað Vilhjálmur Árnason er. Það er fullt af fólki hérna. Hvað er Villi? Veit einhver hvað Villi er? Hvað er Villi? Við erum að fara að gefa út bókina Hvað er Villi?
En Hermann, nú ert þú kosningastöru Sjálfstæðisflokksins í... Pétur Martins. Ertu búinn að týna Villa oft í baráttunni eða? Já, þetta kemur fyrir, hann á til að ráða svolítið og hann er einhver staðar, hann spjallar svo svakalega fólk. Ég veit ekkert hvað hann er. Hann er bara að missa því að ávarpa hér 1000 manna. Við þurfum aðeins að fara að henda okkur niður á RÚV því að Ingibjörg Sólrún er komin í viðtalar. Beint yfir á RÚV. Hermann, takk fyrir að droppa inn hjá okkur. Til hamingju aftur. Takk svo mjög, það er gott kvöld. Já, förum live þarna og það er umuleg stemning hérna á neðri hæðinni. Já, hlusta á hana. Nei. Ingibjörg Sólrún nýkomin frá Afganistan. Og meira en það. Það svolítið eftir persónum líka. Hefur einhverja hugmynd hvernig þetta fer hér í borginni? Nei, það er alveg ómögulegt að segja. Ef að þessi hægrisveifla sem við sjáum víða, ef hún er líka komin fram í borginni, þá er náttúrulega ljóst að það er meirihlutin í fallin og að Sjálfstæðisflokkurinn verður hér í lykilstöðu. En það getur vel verið að það verður mjög erfið lykilstaða, því að ég held ekki að Viðreisn og Miðflokkur muni ná eins mörgum inn eins og þeim hefur oft verið spáð. Nú var varaformaður Samfylkingarinnar sem er líka oddvitinn í Hafnarfirði. Hann var að tala um það að hugsa sinn gang sem oddviti, ef ég skildi það rétt. Hvernig heldur það sé rétt mat? Ég held að það sé alveg rétt mat hjá honum, að hann eigi að hugsa sinn gang. Ég reynda þeirra skoðun að hann eigi átt að gera það fyrir þessar kosningar, en það er önnur saga. Já, það er shots fired. Það er stórt. Þetta var spark í bæði eistun, maður. Þetta var högg. Þetta var rosalegt. Hvað áttum við með þessu? Hún er að kenna Guðmundi Árna bara ófarir flokksins. Já. Það er verið að klína þessu blessaðan kallina Guðmund Árna. Ætli þetta sé, ætli hún hafi rétt þetta við Kristrúnu? Það hlýtur að... Já. Það eru reynd að losa sig við hann fyrir þingkosningarna síðustu. Já, algjörlega. En að Ingibjörg Sólrún skulle segja þetta í beinni útsendingu er rosalegt. Það er... Hún sagði þetta vantilega ekki á þess að vera ákveð að segja það. Þetta datt ekki út úr henni, sko. Nei. Hún er hér í sama hús og við. Við þurfum ekki bara að skokka niður og ná í hana. Þeir ætla að henda sér niður. En þetta er samt áhugavert að því að sko, ég ætla ekki að fara að spá mikið til það, en ef við gerum ráð fyrir því að Samfylkingin gangi ekki jafn sátt frá borði eins og menn voru kannski að vona fyrir þessu kosningar, allir menn þau séu þá strax byrjaðir í einhverju svona, eins og séu enskunni blame game. Hvað haldið þið? Hvað var það að segja, segir þú? Ég var að segja sko, ef að Samfylkingin gengur ekki jafn sátt frá borði eins og þú kannski var að vonast til, bara frá þessu kvöldi, þá velta maður fyrir sér allir þau séu strax byrjuð í einhver svona blame game, að finna sökudólk fyrir það. Nei, ég held að, sko, málið með Samfylkinguna er að langstærstur hluti fylgisins á landvísu, sem hefur verið einhvers ára bilinu 25–30% á síðustu ár, er persónufylgi Kristrúnar Frostadóttur. Já. Og það er ástæðan fyrir að þeir reyndu að smita Kristrúnu inn í baráttunar víða í kjördæmunum, eins og við ræddum á hann, til þess að reyna að fá það einhvern veginn fram. En sko, Kristrún, og við vorum að tala um Evrópuumræðuna, Hjörvar. Já. Kristrún er ekki í framboði þar. Kristrún er ekki í framboði í Reykjavík. Kristrún er ekki í framboði í Hafnarfirði. Já. Og það er bara, það er munurinn. Samfylkingin án Kristrúnar Frostadóttur er miklu minni flokkur heldur en hann er með hana við stjórnvölinn. En býtu, er Kristrún svona sterk eða vantar bara samkeppni á mótinni? Ég held að Kristrún sé mjög sterk og ég held að hún njóti mikið fylgis og ég held að það sé og það hefur birst í fylgi Samfylkingarinnar í skoðanakönnunum og í kosningunum undanfarin 2–3 ár. Og ég menna, við sjáum það bara í sveitarstjórnarmálunum að það er bara mikill munur þar á milli. Ég menna En það hlýtur að veikjana að hún beitir sér svona mikið í þessum kostningum og Samfylkingin er að tapa fylgi allstaðar. Og það er veðmál sem hún tekur og það er áhætta sem hún tekur að fórna sínu,
Já, trúveruleika eða persónufylgi eða hvað viljið kalla það. Hún búin að gera sér samseka með þessar aðgerð og á eina staðnum sem að Samfylkingin er að sækja veruleysi í veðrið er á Akureyri, þar sem að Kristrún hefur einmitt ekki beitt sér. Hún er ekki verið að beita sér þar. Og þetta er mjög forvitnilegt í ljós þess að menn eiga ákveðna pólitíska innistæðu og hún hefur nýtt hana í gríðarlegu magni núna, víða, inn í Kópavogi, út á Seltjarnarnesi, jafnvel inn í Ölfusi og víðar. Og þetta væri kannski ekki alvarlegt mál fyrir Kristrúnu ef hún væri bara að horfa fram á þingkosningar árið 2028. Hún er að fara í risastóran slag núna í lok ágúst þegar þau ætla að reyna að keyra í gegn aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og spurningin er, hefur Kristrún einhvert kapasitet til að taka þann slag? Hérna, það eru tíðindi. Fæ ég smá þögn í salinn? Við sjáum að akkurat núna þegar við erum að tala saman þá er RÚV að sína auglýsingar. Þeir náttúrulega láta þær ekki og hendi sér hérna. En það eru tölur á Vestmannaeyjum. Já. Ég ætla bara að lesa þær upp. Vestmannaeyjar. Gjör svo vel, Dani. Það er Sjálfstæðisflokkurinn með 55,6% atkvæða. 5 borgarfulltrúa. Miðflokkurinn með 24% og 2 fulltrúa. Og fyrir, hvað heitir, það er Eyjalistinn með 20,4%. Þannig er Sjálfstæðisflokkurinn að ná hreinu meirihluta. Þetta er svokallega hreinræktað samfélag. Og kannski að bara RÚV komi inn á þetta hvaða hverju, ég veit það ekki. Þau munu aldrei frétta þessu. Þau þurft að sína auglýsinganda fyrst. Á að fara og skoða niður... Kíkjum að hér, sjáu þetta aftur. Fyrstu tölur. Sjáu þessa gömlu fréttir. Í Vestmannaeyjum er D-listi Sjálfstæðisflokks með hreinan meirihluta, 55,7%. Þeir eru að bæta við sig manni og fá þá 5 af 9 menn kjörna. Miðflokkurinn sem hefur ekki boðið fram áður í Vestmannaeyjum með 24% og 2 menn kjörna og E-listinn, það er Eyjalistinn með 20,4% og 2 menn sem er óbreytt frá síðustu kosningum. Í Vestmannaeyjum buðu ekki fram að þessu sinni 1 framboð. Það var frambóðið fyrir Heimaey sem að bauð fram síðast og hlaut 35,7%. Oddviti þess framboðs, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, er bæjarstjóraefni D-listans í þessum kosningum. Kíkjum á hvernig þetta lítur út. Eyþór Harðarson, oddviti D-lista er auðvitað hér fyrstur á blað. Kjartan Vító Ólafsson er næsti maður inn. Hann er 7. maður á lista Sjálfstæðisflokks og hann myndi þá skáka Antoni Erni Björnssyni ef að þetta yrði niðurstaðan. Við þurfum óa lítið að velta fyrir okkur mögulegum meirihlutum í Vestmannaeyjum því að Sjálfstæðisflokkurinn er með hreinan meirihluta samkvæmt þessu. Skulum kíkja hérna á Vesturlandið. Borgarbyggð. Já, hér var Framsóknarflokkurinn með hreinan meirihluta árið 2022. Að þessu sinni er Framsóknarflokkurinn búinn að tapa miklu fylgi, 26,1%, tapa 3 mönnum af 5 sem þeir höfðu eftir síðustu kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn er að bæta við sig, 29,7 bæta við sig einum manni, eru með 3. A-listinn, A-listinn er borgarbyggðarlistinn, það er í þessum tölum verður að taka tillit til þess að Skorradalshreppur er komin inn í þetta sveitafélag núna. Og oddviti Skorradalshrepps er í öðru sætinu hjá Framsóknarflokknum. Þarna buðu fram í síðustu kosningum Samfylkingin og... Finnst ykkur ekki áhugavert sko hvað Samfylkingin er víða ekki á landsbyggðinni? Hvað Viðreisn er víða ekki á landsbyggðinni? Flokkur fólksins boðar ekki einu svona að reyna að vera með í þessum... Bara í Reykjavík. Þú veist... Flokkur fólksins af 61 sveitafélagi er flokkur fólksins með framboð í einu sveitafélagi. Það er í Reykjavík og þeir eru ekki að ná inn manni. Og það segir manni ýmislegt framtíðar möguleika flokks fólksins á landsvísu líka. Þetta er algjörlega dautt framboð. En pólitískt landslag er víða, óvíða skýrara heldur en í Vestmannaeyjum. Það sem Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru samanlagt með 80% atkvæða. Það er alveg með ólíkindum. Hvar er verðmætasköpunin?
En getum við fengið smá greiningu hvað var að gerast í borg... Getum við fengið smá... Hvað gerðist þannig í Borgarbyggð? Ákveður að tapa svona? Það bara flókið að vera með hreina meirihluta og við Framsóknarmenn þekkjum það. Við vorum með 3 hreina meirihluta á þessu kjörtímabili sem var að líða og það var á Vopnafirði og bjóðum ekki fram þar í ár. Við vorum með hreina meirihluta í Vík í Mýrdal og erum ekki þar í ár og erum að tapa í Borgarbyggð þar sem Guðveig, oddviti Og þið sjáum líka þeir að tapa stórt líka í Norðurþingi þar að segja Húsavík og nágrannar sveitarfélögum. Já, ég vil samt bara svona aðeins taka fram áður en ég yfirgef sófann að sko kosningarnar 2022 þá var meðbyrinn í segl Framsóknar rosalegur. Þessar niðurstöður sem við erum að horfa hér í 26 sveitarfélögum, þetta mögulega næstbesti árangur Framsóknar í sögunni á sveitarstjórnarstiginu. Þvílík kveðjuorð frá Sigurði Sverrisson. A mic drop. Sigurjón Jónsson, hann hefur lokið leik. Takk hérna. Við þökkum Framsóknarflokknum fyrir þátttöku í þessum kosningum. Vil ég þá bjóða velkomna... Við sjáum á Norðurþingi. Við ætlum þá að bjóða velkomna í sofan Sólveigu Önnu Jónsdóttur. Herðu, á meðan hún kemur sér fyrir, það eru tölur á Norðurþingi. Eitthvað sem ykkur athygli þarna? Samkvæmt þessu, og við sjáum það. Nei. Sjálfur sér ekki, já, skulum bara fara örstuðt yfir það. Í Norðurþingi ástandið erfiðara heldur en í flestum öðrum sveitarfélögum landsins. Þegar í Norðurþingi Húsavík og þar PCC á Bakka sem búið að loka. Og á síðustu 16 mánuðum hafa 100 manns flutt úr þessu sveitarfélagi. En það akkurat sá fjöldi sem hafði flutt til sveitarfélagsins í upphafi kjörtímabilsins. Og það miklu meiri herpingur í gangi í þessu sveitarfélagi heldur en verið hefur í nokkru öðru sveitarfélagi landsins. Herri, ég ætla að fá að spyrja Sólveig, þú ert búin að vera að fylgjast með tölunum eins og við öll hér. Hvernig slær þetta þig? Er það mikil sókn Sjálfstæðisflokksins? Er það mikið tap Samfylkingarinnar? Hverjar eru stærstu fréttirnar að þínum augum? Já, ég reyndar ekkert sérstaklega búin að vera að fylgjast með tölunum. Þú ekki hugmynd hvað er að ske? Ég hef svona aðeins verið að kíkja á skjáinn svona í og með, en ég var alveg bara að sitja hérna og kjafta við hana Andreu vinkonu mína. Ég veit svona eitthvað hvað það er að gerast í borginni. En annars ég bara alveg ótrúlega klúles, mér þykir bara mjög leitt. En mér langar að spyrja einu, við erum búin að sjá og við erum búin að skoða tölur og við erum að sjá bara framboðslistana víð land og svona vinstri framboð eins og við erum að sjá í Reykjavík bæði með sósíalistana og vinstrið. Það virðist ekki vera, þessi valkostur virðist ekki vera oft bara hreinlega á boðstólunum víða land. Af hverju það? Meinar það hann sé ekki á boðstólunum þannig að fólk sé ekki bjóða þannig fram? Já, það bara, ég get ekki svarað því. Ég tel reyndar að vandamálin hér í Reykjavíkurborg gerir það verkum að ástandið hér sé töluvert sérstakt. Hér erum við að glíma við gríðarlega erfiðan húsnæðismarkað og hér eins og margir hér inni vita eru leikskólamálin auðvitað búin að vera í miklum ólestri. Þannig að ég held að hérna sé kannski svona meiri, jarðvegur fyrir eitthvað sem við þurfum ekkert endilega að kalla vinstri hugsjónir heldur bara einhvers konar svona gamaldags drauma einhvers konar sósíaldemokratist samfélag þar sem að mannvirðing og löngun allra til þess að tryggja mannsæmandi kjör fyrir fólk eru til staðar. Ég bý í Reykjavík og alin upp í Reykjavík og hef eiginlega alla mína ævi búið í Reykjavík fyrir utan 8 ár þar sem ég bjó í illa heimsveldinu. Allt annað kalla ég sveit. Þú ert að meina Bandaríkjunum? Áhorfendur upplýsingar þá er það Bandaríkin. Það er Bandaríkin. Allt annað kalla ég sveit. Og hvað gerist í sveitinni? Ég veit rosalega lítið sveitina. Mér finnst mjög gaman að fara í sveitina, stoppa í bæjunum í sveitinni. Sólveig, segðu okkur, hvað finnst þér Donald Trump? Já, góð spurning. Donald Trump, ég tel að Donald Trump sé bara svona eðlileg niðurstaða af úrkynjun Bandaríkjanna. Ég held að ekkert annað hafi geta komið til greina á þessum tímapunkti en það er kannski önnur umræða.
Mér finnst þetta bara nákvæmlega sama umræðan. Nátengt sveitafélagum í Íslandi? Nei, ég er bara leikskólamálum í Reykjavík. Já, ég náttúrulega brenn fyrir leikskólamálinn í Reykjavík vegna þess að í Eflingu risastór hópur ófaglars starfsfólks leikskólana. Við erum með langstærsta hópin af þessu ófaglarða fólki sem að vinna við að passa börnin ykkar eða barnabörnin ykkar. Og þetta fólk sem býr við mjög bákjör, nýtur ekki virðingar í samfélaginu, þrátt fyrir að vera algjörlega ómissandi starfsfólk. Hér í borginni mikið talað að meta menntun til launa, þið kannist kannski við það, og það hjá háskólamenntuðu félögunum og stórum hópi innan alþjóðasambandsins þýðir það einhvern veginn að halda niðri kjörum verkafólksins til þess að það sé hægt að keyra upp launaskrið hjá öðrum hópum. Ég auðvitað mjög andsnúin þessari skoðun og vil auðvitað hag verkafólksins í Eflingu og leikskólastarfsfólksins kvennanna þar sem mestan. En Sólveig, við erum búin að heyra þessa ræðu einu sinni áður, en þú skriðtæk... Þú bauðst mér enga sérstaklega, ég ætla bara að segja það, hann bauð mér enga sérstaklega, Ég veit það. þannig að hvað hélt hann að hann væri að fara að fá? Ég elska þessa ræður. Ég hlusta á þetta áður en ég fer að sofa. En alltaf vakna ég samfærður að þetta sé ekki En þá ætlum rétt ég bara að lína. segja, ég kom hérna líka, ok, þú bauðst mér, ég sagði ég skal koma, en ég kom hérna til að hitta hann Andreu. Er þið óþar að brjálast, Sólveig? Við erum bara hérna eitthvað að kjafta um gamli smá bakk, þið séu kannski ég er með bakk. Það er enginn að dæma. Nei, það er enginn að dæma. Ég hélt Svo er ég að- búin að reyna að ná mynd af Hannesi Hólmstein líka til að senda vinum mínum, svo þið trúið mér að ég sé hérna. Þegar ég sá á þér efrivöruna, Sólveig, þá hélt ég að þú væri nýkomin úr pólitíkinni á Ísafirði. En það sem ég vildi fá að segja, eða spyrja þú út í, þú skriðtæklaði forsætisráðherrann út af umræðunni leikskólamálin. Það átti að taka Ásdísi Kristjánsdóttur niður sem er núna komið með sennilega eina meirhluti í Kópavogi, ótrúlega satt. Var það ekkert erfitt fyrir þig að ráðast með þessum svona skefjarlaus og ófyrirleitna hætti að forsætisráðherra sjálfra jafnaðarmanna í þessum aðstæðum og bakka þar með upp þetta ægilega konservatífa kapitalíska afturhald í Kópavogi? Sko, ég vakna rosa snemma, svo sest ég, les mokkan, skoða Facebook og svo drekki kaffibolla og þá oft bara skrifa ég hluti sem að þessu öðru fólki finnst oft mjög ófyrirleitnir og andstyglegir. Mér sjálfur finnst það ekki svona snemma á morgnana. Stundum á kvöldin þá hugsa ég hvað í andskotanum var ég nú að pæla þarna. En nei, ástæðan fyrir því að ég réðst, eins og þú segir, með ófyrirleitnum hætti að forsætisráðherra vorum sem að tala þjóð sína var vegna þess að mér fannst bara ansi grunnt á einhvern veginn þekkingunni og vitneskjunni. Ég vann sjálf í leikskóla í 10 ár. Mér þykir mér vænt stofnunina sem leikskólinn er. Mér þykir líka vænt börn, eins ótrúlegt og það má kannski virðast. Það trúi því nú Og enginn. ég hef líka bara talað við fólk sem hefur unnið í leikskólum Reykjavíkurborgar og flutti sig yfir til Kópavogs og það bara afskaplega hrifið af þeim aðgerðum sem að þarf að gripa til. En þá langar mig líka að segja að staðreyndin er svo að í það minnsta 70% launafólks á Íslandi býr bara við mjög góð kjör. Og það er auðvitað fráleitt að reyna að halda því fram að þetta fólk get ekki slakað einhverjum örfáum þúsundköllum í viðbót til þess að borga fyrir börnin sín. Það sparar þá bara aðeins meira í því að panta pítsu eða fara til tenni eða láta laga á sér neglurnar eða láta sminka sér svona ótrúlega flott eins og ég er núna sminkuð. Þú veist, maður það bara ákveða hvað skiptir meira máli, börnin eða fölsku augnahárin, neglurnar, ég veit það ekki. Mér persónulega finnst börnin skipta meira máli, þannig að þess vegna kannski var ég tilbúin til að taka þessa hörðu afstöðu. En ég ætla þá samt að segja að þetta er líka bara svona morgunstöðið sem ég vakna í. Það er ég oft bara mjög hress, sæmilega árásagjöfn, svo svona fjarar það stundum út þegar það fer að líða á kvöldið. Þannig að það er best fyrir okkur að hitta þig síðdegis. Já. Ég á svona í mestum vandræðum með skapið á mér frá svona 6 á morgnana til 11, eftir 11 er ég yfirleitt nokkuð slög. Þá ertu búið með fyrsta drikk á Jómfrúnni. Sko, flestir sem að fara á Facebook og láta vaða eitthvað sem þið sjá eftir, það gerist á kvöldin, svona, Þá er ég söfnuð. En má ég skjótin einin? Vegna þess að ein stærsta stjarnan í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík er Silja, oddviti sósíalista. Hún hefur komið mjög öflug inn á þetta síðan. Hún er 25 ára, eða ekki? 26 ára. Nýorðin. Sko, hversu mikið hefur hún leitað til þín í þessari kosningabaráttu? Hversu mikið hefur verið að vinna fyrir sósíalista og Silju í þessari baráttu? Það er mér auðvitað bara hrein ánægja að tala um hana Silju. Sigrún, mamma Silju, er eina af mínum bestu vinkonum.
og ég og Sigrún, við ákváðum að eignast barnið okkar sama dag. Þannig að Sigrún eignaðist hana Silju og ég eignaðist hana Möggu mína sama dag. Þannig að ég kynntist henni Silju á fæðingardeildinni. Og ég viðurkenni að ég hef ekki verið með pólitískan áróður non-stop við hana frá því þá, en við höfum spjallað svolítið saman. Og ég hef auðvitað sagt við hana að hún ætti að leggja áherslu á málefni leikskóla starfsfólks, en það hefur auðvitað líka verið mjög auðsótt vegna þess að hún sjálf vann á leikskóla. En nei, ég hef ekki komið neitt að kosningabaráttu Sósíalistaflokksins. Ég ákvað að styðja Silju af því að ég þekki hana, hún er glæsileg ung kona, hún er klár, skemmtileg, bráðgreind, jarðbundin og hugsar í lausnum, og ég er eiginlega bara komin á þann stað að það fólk sem vil hugsa í lausnum, ekki kreddum, það fólk sem horfist í augu við vandann sem við stöndum frammi fyrir og vill finna lausnir á honum, er bara það fólk sem ég vil styðja og tel að eigi skilið að fá framgang í þessari blessuðu borg okkar. En svolítið ekki galið að Silja og Sanna séu á sittvorum listanum að bítast einhver atkvæði? Ættu þær ekki að vera á sama lista? Já, þú verður að spyrja þær það. Ég held reyndar að það sem að gerðist í Sósíalistaflokknum hafi bara verið mjög svona, hvað ég má segja, kannski ekki beint hversdagslegt, en þó hefðbundið pólitísk uppgjör sem að gerist alltaf með reglulegu millibili þegar fólk kemur saman sem með sterkar og mikla skoðanir. Sumir vilja hafa hlutina svona, aðrir öðruvísi. Við þekkjum það all sem að höfum sterkar pólitískar skoðanir og viljum pláss, erum kannski frek til plássins, að það þarf kannski aðeins að vera með smá rassaköst eins og það stundum kalla. Sólveig, er það rétt sem að haldið þið fram að jafnvel þó að þið væruð eini í flokki, sósíalistar, þá væri hver höndin upp á móti annari? Alls þið eru þetta með tvær hendur. Alls ekki. Þið séu, ég hef verið formaður Eflingar síðan 2018. Ég hef vissulega verið í átökum við ýmsa, en við Eflingarfélagi hef ég verið í greiðlega farsælu og friðsömu samstarfi. Þannig að nei, ég ætla ekki að fallast á það að við radikalarnir þurfum alltaf að vera að rífast. Við rífumst kannski meira fyrir opnum tjöldum frekar en þið. Þið kannski farið hérna á barinn og rífist þar, eða inn á kló og rífist þar, eða hérna í einhverjum partíum í Garðabænum. Við rífumst bara meira fyrir opnum tjöldum. En það trúum við á lýðræðið, og lýðræðið þannig að við þurfum að rífast fyrir opnum tjöldum og eigum að málflytja og svo bara vinnur sá sem að málflytur best. Ég sé að Hannes Hólmsteinn er að falla í öngvit undir þessari ræðinni hérna. Hann er aldrei séð hægri menn veita Við verðum að fara aðeins í Garðabær, sjáu þið hérna, Garðabær, sjáu þið þetta. Bæti við því 8,9% stigum og einum manni er þá með 8 menn af 11 í bæjarstjórn Garðabæjar. Samfylkingin sem er nýtt framboð í Garðabæ, buð ekki fram síðast, fær 11,5% og einn mann kjörinn sem er Kjartan Atli Kjartansson, Hlynur Bæringsson sem er líka körfuboltamaður, hann er líka inni fyrir Framsóknarflokkinn 9,3%, Garðabæjarlistinn 8,8%, tapar öðrum af sínum tveimur fulltrúum. Miðflokkurinn, Lárus Guðmundsson, hann nær ekki inn samkvæmt þessu en 6,4% og Viðreisn 6,1% og tapar sínum bæjarfulltrúa í Garðabæ. Við skulum kíkja á hvað þetta þýðir, hvernig bæjarstjórnin lítur út. Já, þetta er afgerandi. Hér er Sjálfstæðisflokkurinn með fyrstu 5 menn á blað. Síðan kemur Samfylkingin og síðasti maðurinn, já, það er Sjálfstæðismaðurinn Ýmir Örn Finnbogason sem er næstur. Þannig að þetta er gríðarlega afgerandi. Við þurfum ekkert að skoða meirihluta og minnihluta hér því að Sjálfstæðisflokkurinn heldur bara áfram í hreinum meirihluta. Það verður að segja eins og er með Garðabæ að þarna hefur bæjarstjórinn Almar Guðmundsson gjörnýtt sinn persónuleika til að ná öllu því fylgi sem hægt var að ná. Því að Almar hann er mikill rekstramaður en hann gefur ekki mikið að þessu, hann er rólindis maður, það sópar ekki að honum. En þarna er flokkurinn að sýna bara að ef þú heldur vel á spilunum, lætur fólkið finna að þessi haldi vel hverja krónu, að þá færðu stuðning fyrir það. Þetta er eins og við vorum að ræða hér í upphafi kvölds. Það var mikla breytingar orðið í Garðabæ. Garðabæ tók Álftanes yfir, Urriðaholtið var til, samsetning bæjarfélagsins hefur gjörbreyst í raun og veru, en samt sem áður er flokkun að skila hérna einn af sínu bestu niðurstöðum bara síðustu 20 árin. Við gagnrýndum flokkið mikið fyrir að hækka útsvarið á kjörtímabilinu. Já, þetta kennir mönnum bara að hækka skatta, þá fá þeir aukið stuðning. En það er ekkert langt síðan að það var verið að tala um að bæði hreinir meirihlutinn á Nesinu
og á Garðabænum gætu verið í hættu. Já. En á báðum stöðum hefur það reynst rugl. Já, þetta var umtalið fyrir kosningar. Þannig að það heldur betur, við þurfum að geta þónið okkur. Getum við fengið að sjá, strákar, Búllis, þeir eru reyndar að hringja fyrir mig. Við þurfum að taka símtöl eftir smá stund. Já, ég vil hins vegar nefna það að detta hér inn marga tölur. Rangárþing eystra var að detta inn. Þar var Sjálfstæðisflokkurinn líka ná hreinu meirihluta sem að Tómas Birgir Anton Kári Halldórsson fyrir. Og ég ætla líka að nefna að það eru tölur sem hafa farið fram í öllum. Að í Húnabyggð sem að Blönduós fellur undir. Þar var Sjálfstæðisflokkurinn líka ná hreinu meirihluta með 445 atkvæðum. Þannig að við erum að detta inn fleiri og fleiri sveitarfélög þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur annarkvort verið í minnihluta eða í meirihluta samstarfi með öðrum flokkum og flokkurinn að fá hreint og skýrt umboð til þess að stýra einn í þessum sveitarfélögum. Þau eru ekki öll mjög fjölmenn en þetta er trendið land allt. Og það forvitnilega verður að sjá er hvort að við séum að fara að sjá einhverja svona þróun í Reykjavík líka. Sólveig, við erum að sjá hvað Samfylkingin og Viðreisn eru að koma illa út í Kópavogi og Garðabæ og í Hafnarfirði. Er þetta áfall fyrir Vókið? Þú veist, er þetta... Mögulega, en kannski er þetta svona dæmigerða mynstur þar sem að þau sem að standa sig vel og ná miklu fylgi í alþingiskosningum tapa þá í þessum svokalluðu midterms, ég veit það ekki. Já. Mögulega er þetta eitthvað þannig, en já, ég held reyndar að fólk sé almennt bara venjulegt fólk, ekki bara þið sem að sitja hér og eru með perlur og demanta, heldur líka venjulega fólki sé auðvitað komið mjög mikið nóg af Vókinu. Sólveig, ég tek nú fram að þú ert með okkur hér. Þú baðst mig að koma. Já, þú varst líka með mér á veitingahúsi í kvöld, þú varst á Eiríksson að drekka kampavín með mér það líka. Ég var að reyna að drepa tíman vegna þess að ég þurfti að fara á milli staða og á þessu veitingahúsi sem þú greinilega borgaði ég næstu 4.000 krónur fyrir kokteil. Það var þetta mjög góður. En ég meina það sem að fólk vill, alveg sama hvort að það eru perlu og demantafólkið eða venjulega fólkið, er bara hlutinni gangi, að leikskólarnir virki, að snjórinn sé mokaður þegar það snjóar, að strætó gangi þegar hann á að ganga og svo framvegis. Fólk hefur auðvitað engan áhuga eða tíma fyrir þetta svokallaða Vogue, af því að það vill bara að hversdagsleg tilvera þeirra gangi svo að það geti þá sjálft sinnt sínum frítíma hlutum. Sólveig, þú verður að sitja áfram með það hér á skjánum. Talandi Vókið. Hver er mættur hér? Boris Jeltsin. Er hann Vogue? Ekkert svo. Herðu, við heyrum ekkert í þér, Jens. Það heyrist ekkert í þér, Jens. Jú, hann er kemur það. Þetta er greinlega verið að horfa á kosningu. Bráðar, ég heyri ekkert í ykkur, en heyri þessa stemningu. Jens Kári Helgason er stattur fyrir austan. Það er allt að gerast í Fjarðabyggð. Herru, eigum að fá einu sinni enn. Ok, nú skal ég fara á hægari stað og tala við ykkur, strákar. Ég held að þetta tala við okkur, já. Er þetta stemningi fyrir austan? Ok, nú ætla ég að labba inn í eldhús, í félagsheimilinu. Heyri í mér? Já, heyri þú í okkur? Ég heyri í ykkur, elskulegir. Er þetta stemningi fyrir austan? Þetta er stemningi fyrir austan. Menn eru ánægðir með fyrstu tölur? Já, Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur. 3, 2, 2, 2, 1, meirihlutinn heldur. Auðvitað er það ekki mitt hlutverk að skipta mér á því hvernig meirihlutaviðræður fara fram á morgun, en það er að sjálfstöðu þannig að Sjálfstæðisflokkurinn mun leiða meirihlutaviðræðurnar í Fjarðabyggð. Það er algjörlega á hreinu. Ok. Hvernig er svona varaformaður Sjálfstæðisflokksins? Hvernig er það meta þær tölur sem eru komnar fram í kvöld? Bara við sjáum bara tölurnar, allsstaðar á landinu, frábæra tölur fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Sumstaðar hefðu við viljað sjá betri tölur, en í 99,9% tilfella eru bara frábæra tölur að koma fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn og miklu betri tölur heldur en við héldum. Og ég get nefnt dæmi, Seltjarnarnes
heldur sínu meirihluta, meirihlutin heldur í Hafnarfirði. Ég held að hérna ef við horfum heilt yfir landið þá eru rosalega góða tölur að koma fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Eitthvað sem að koma þér óvart í kvöld? Já, það komur óvart að margir kjósa kommana svona heilt yfir bara, en þú veist, það er viðvarandi og það er langtímaverkefni og við verðum bara halda bara að vinna í því. Það verkefni verður áfram, einhverju leyti. Það verkefni verður áfram einhverju leyti. Já, það er viðvarandi verkefni, það er búið verkefni forferða okkar í Sjálfstæðisflokknum og fyrirhandi forystusveitar Sjálfstæðisflokksins til áratuga berjast á móti sósíalisma og kommunisma. Þau nefna sig hinum og þessum nöfnum en í rauninni er það alltaf það sama. Við ætlum að berjast á móti þessum öflum alltaf. Alltaf. Og það er bara einn flokkur sem gerir það og það er Sjálfstæðisflokkurinn. En Jens Garðar, má ég spyrja það einu? Já. Bara einu. Já. Hvaða skilaboð viltu senda til Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra allra Íslendinga? Já, heyrðu, ef þú ætlar að koma hérna austur í Texas og drull yfir Texas, þá þarftu ekkert að koma tilbaka aftur. Jens Garðar minnir dálítið á Mundu Pálín Enóksdóttur heitna sem var inn í fjöldamorðingin á Íslandi. Hún var spurð að því hvaða skilaboð hún vildi senda það fólk sem vildi ekki að hún fengi reynslulausn á Sogni og hún sagði í viðtali við RÚV að verði ekki á vegi mínum. Já. Þú er svolítið þannig, Jens. Já, við erum stoltir Austfirðingarnir. Við erum stoltir og við látum ekkert fólk úr Reykjavík koma hérna og segja hvernig við hafa hlutina. Það er bara þannig. Jens, ef Ásdís heldur þessum 6 í Kópavogi, viljum við þá ekki fá hann í stóru deildina? Er þá ekki bara ljóst að hún fer í kragan í efsta sæti í alþingiskosningunum? Já, ég meina ef Ásdís tekur hreina meirihluta núna þá er allt opið fyrir hana og ég segi náttúrulega eins og fyrir okkur stólana sem eru núna búin að vinna 1 af 2 leikjum, það er allt opið. Takk fyrir við að heilsa austur. Gefa þið tíma. Bestu kveðjur í Sollin. Gaman að sjá okkur. Gaman að sjá þið, vinnur. En er enga tölur komnar frá Reykjavík? Klukkan orðið hvað? 20:12? Ekkert að gerast í Reykjavík. Þeir gera ekki ráð fyrir fyrstu tölum úr Reykjavík fyrir klukkan 1, það er eftir 40 mínútur. Já, mér er sagt að Samfylkingin sé ekki með salin hérna fyrir neðan okkur leigðan nema til 1, þannig að þau verða alltaf farin heim þegar að fyrstu tölur koma. Það er kannski eins gott. Það er konar tölur úr hvað? Hraunamannarhreppi? Já, ég vil sjá þær. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn bæti við sig. Það er með 3 fulltrúa. Jón Bjarnason, oddviti Sjálfstæðismanna í Hrunamannarhreppi. Hann er að halda hreinu meirihluta þar. Hrunamannarhreppur er elsti hreppur á Íslandi, stofnaður fyrir 1150 árum, elsta stofnun á Íslandi. Heyrðu, og D-listinn vinnur líka í Bolungavík hreina meirihluta. Það er Kristján Guðmundsson, hann er með störfót, hann er að sigra þar með góðum tölum, sýnist mér. Ef ég fengi smá þögn í salina, því að mér langar aðeins meðan við höfum Sólveig Önnu áður en hún fær að hitta vinkonum sínar. Er einhver sem hefur heitlað þig í þessari kosningabaráttu? Er einhver svona frambjóðandi? Einhver önnur Silja. Já, Við erum búin að tala um Silju, sko. Já, að þið voru búin að ræða hana. Er einhver annar og einhverjum flokki, bara ef þú horfir yfir allt sviðið, er einhver sem hefur verið svona hrifinn af, svona í fljótu bragði? Ok, fyrst ég má ekki tala um Silju, þá skal ég hemja mig. Ég ætla að segja að sko, mér finnst hann Pétur bara flottu gaur. Hann baði að koma að hitta mig og það er bara fáheyrt að stjórnmálafólk vilji koma og tala við formann Eflingar. Getum við talað hans meira um það? Já. Hringdi hann í þig eða? Hann bara baði að koma og fá fund og við spjalluðum lengi og sérlega viðkunnalegu maður og við vorum sammála ýmislegt. En svo auðvitað hefur maður séð í þessari kosningabaráttu að hans reynsluleysi er auðvitað mikill svona akkillesarhæll fyrir hann
og þótt að ég myndi aldrei nokkuð tíma kjósa sjálfstæðisflokkinn, aldrei, bara never ever. Aldrei. Ég bara að segja aldrei og það mun aldrei gerast. Jens Garðar að segja að það sé markmið sitt. Hefur auðvitað Hildur staðið sig afskaplega vel, hún auðvitað stórglæsileg og það er kannski pingu fyndið að sjá þess að 2 sætu stráka, Pétur og Einar, sem að mögulega hafa haldið að þeirra svona sjarmi og hefðbundna myndarlega útlit hefði skilað þeim einhverju meira, mæta svo konu sem stórglæsileg bráðgreind, reynslu mikil og getur málflutt með mjög svona samfærandi hætti, þannig að þrátt fyrir að ég myndi aftur aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn, þá getur maður auðvitað ekki annað en fylgst með henni og fylgst svona vissri aðdáun yfir hennar bara svona glæsileika og því hvað hún raunverulega svona alvöru pólitíkus, af því að við sem höfum áhuga á pólitík viljum auðvitað líka fá að fylgjast með skemmtilegum kappleikjum. Þetta auðvitað á endanum einhver svona gladiatóra hringur, þar sem að fólk mætir og þau sem að geta sveiflað sverðinu og unnið sigra eru aðdáunarverð. Þannig ég verð að segja það, ég er kannski ekki beint að segja hún hafi komið mér á óvart, vegna þess að það var kannski augljóst fyrir löngu síðan að hún var frambærileg, en ég hef allavega hort á hana og hugsað að þarna manneskja sem að greinilega hefur mikinn metnað og getur tæklað sætu strákana með mjög samfærandi hætti. Sólveig, ef þú hefði þurft að velja milli þess að kjósa eða greiða atkvæði til Jónasar Más og Ásdísar Kristjánsdóttur í Kópavogi, hvort hefur kosið? Ok, þá ætlum ég að segja góða sögu. Nei, hver á þennan bústað, já eða nei? Það verður að vera intro, það er alltaf intro. Sko, systur mína 2 sem að byggu lengi í Skerjafirðinum og eru svona það sem maður myndi kalla gamaldags vinstri konur, þær fluttu nýverið í Kópavoginn. Og þegar að snjóstormurinn reið hér yfir og við Reykjavíkurbúar vorum föst heima hjá okkur dögum saman, gátum ekki tekið strætó þrátt fyrir að borgin sagði okkur að við ættum að taka strætó. Við reyndum að labba heim til okkar og þú veist bara duttum á leiðina af því það var ekki búið að moka neitt. Þá var ekki bara í Kópavoginum búið að moka göturnar, heldur var komið sérstaklega inn á bílastæðið hjá systrum mínum og það mokað. Hvort myndir þú styðja Jónas Má Torfason eða Ásdísi Kristjánsdóttur ef þú þið að kjósa í Kópavogi? Ég ætla bara að segja pass. Ég ætla að segja pass, en sem einstaklingur sem vill komast á milli staða í miklum snjó, þá auðvitað kann ég að meta það fólk sem að getur sendt plóin á stað og byrjaði að moka og við sem að, hvort sem að við trúum á allsherjarvald vinnuaflsins eða allsherjarvald auðvaldsins, vitum auðvitað að það sem á endanum skiptir mestu máli að koma vinnuaflinu á staðinn og hún greinilega skilur það, ólíkt mörgum að öðrum sem að stjórna á þessu svæði höfuðborginni og annars staðar nálægt. Við kunnum að lesa milli línana. Það hefði verið miklu hreinlegra að svara þessu bara Ásdís Kristjánsdóttir. Svo finnst mér líka Kópavogsmódelið í leikskólamálum bara anskoti fínt, svo ég segi það. Gaman að heyra. Það hljómar eins og sér frábær. Þú varst að, Stefán Einar, við vorum að spá í stjörnum í kosningunum. Það er kannski ekki rosalega salur fyrir því hér, en ég verð að segja að frambjóðandi Pírata í Reykjavík, mér fannst hann það er búið að vera ákveðin stemning í Pírötum undanfarin ár sem er búið að vera svolítið svona, veist ekki mikill salur fyrir. Það var ákveðin reset, finnst mér, með honum. Og mér fannst hann bara nokkuð góður. Ég er sammála. Ég verð bara að segja það, mér fannst hann bara ágætur. Ég er sammála og mér finnst líka mjög fyndið að þau stilla honum upp og hann er þarna, hann er sætistrákur og hann á svo glæsilegu konu og hann mætir þarna með börnunum sínum. En svo standa svona hini píratarnir fyrir aftan og segja svona munið, við erum samt alveg rosalega skrítin og það að þau séu venjuleg, það er ekki representativ fyrir flokkinn. Þannig að það var svolítið fyndið move. Þetta er bara, ég held bara P væri að kynna nýjan tölvuleik þegar að píratarnir komið saman. Þetta er alltaf eins og eitthvað geimveruframboð. Þetta er bara eitthvað fólk sem ætti ekki að vera til, eða ætti ekki að geta verið til. En þessi pírati sem hann núna er að bjóða fram, hann hefur ekki hljómgrunn og þó er hann í þeim hópi stjórnmálamanna sem eru sífellt að slá sig með allskyns tölum, tölfræði, gögnum og öðru, mjög gagnadrifin eins og Björn Leví Gunnarsson. En það er ekki að ná í gegn vegna þess að þessi gögn og þessar tölur, það standast bara ekki í skoðun. Er það ekki vandamálið? Já, þið auðvald sinnar ættu nú að þekkja það að það er hægt að kasta fram gögnum og tölum
til þess að reyna að vinna í áráðustríðinu en það stendst samt ekki í skoðun. En mér finnst hann flottur strákur og mér finnst til dæmis gaman hvernig hann talaði borgarlínuna. Hann virtist skilja það að borgarlínan snýst það að taka vinnuaflið upp á morgnana, skila þeim svo að þau geti framleitt verðmætin og skila þeim svo heim aftur. Menn þið haldið í alvöru að það sé góð nýting á tíma fólks og að það sé verðmæta skapandi að geyma fólki umferð í 1 klukkutíma á morgnana og 1 klukkutíma á leiðinni heim. Og þannig er allan klárari en þið í því. Já, það eru nýjustu tölur úr Ásarhreppi. Nei, fyrir ekki, það var einhver með allt öðru hreppi en okkur alveg sama. Það er svolítið eins og þið skiljið ekki verðmætasköpun. Þið ertu kannski að taka léttan Marx fyrirlestur hérna. Við eigum það inni hjá þér. Herðu, sko... Herru, það er eitthvað að fara að ske hérna í Reykjavík, held ég. Eitt móli sem ég langaði til að koma með, ef ég fæði smá þögn í salinn. Við tölum oft Hafnarfjörð sem kratabæli, með réttu, og það vorum að rifið við bráðum með Guðmund Árna, hann alltaf var það bæjarstjóri lengi vel. Síðan er það að gerast núna að Sjálfstæðisflokkurinn er að ná meirihluta, eða þáttakandi í meirihluta, 4. kjörtímabili í röð í Hafnarfirði. Þannig að það er þetta kratabæli, getum við talað kratabæli ennþá? Valla, sko, Hafnarfjörður hefur lengi verið eitt helsta kratabæli landsins og Samfylkingin var með hreinan meirihluta í Hafnarfjörði í sveitarstjórnarkosningunum 99. Þannig að það er mikil hefð fyrir alþýðuflokkurinn var gríðarlega sterkur hérna mjög lengi. Þannig að þetta er, sko, ég er sammála því sem þú segir, Gísli. Það er mikil breyting að verða í landslæginu þarna. Við kannski þurfum að hætta að tala kratabæli. Og það ætti kannski eins og Ingibjörg Sólrún ætti varaformaðurinn að íhuga stöðu sína og hann hefði kannski átt að gera það fyrir löngu. Já. Herðu, við sinnum landsbyggðinni alltaf vel. Við erum vinnir landsbyggðinnar. Við þurfum að fá aðeins þögn í salinn því að við erum að fara að heyra í fólki á landsbyggðinni. Við þurfum að heyra betur í þeim þegar þau keyra hér í gegnum kerfið hjá okkur. Eru ekki með eitthvað á línunni? Hvað segir búlismenn? Er ekki einhver á línunni fyrir okkur? Hæ. Við heyrum í henni. Fáum smá þögn í salinn. Hver er hérna mætt? Íris Róbersdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Vertu velkomin. Já, sælur og blessaður. Gaman að sjá þig. Og til hamingju með kvöldið. Svona já, glæsilegt. Herru, takk fyrir. Við erum bara í góðum gír hérna. Hvar er þú stödd akkurat núna? Ég sé hvort þú ert úti. Hún er í Vestmannaeyjum. Já, ég veit það en. Ég er fyrir utan AKGS vegna þess að það er ekki hægt að vera inni. Það er bara komið DJ og brjála partí. Rífandi stemning? Það er rífandi stemning, já. Það er bara mikil gleði. Eru fyrstu tölur eitthvað í svona námundu þess að þú varst að vænta eða hvernig? Já, við bara markmiðið var að við myndum ná í 5 og þetta er bara vel rúmlega það sem tryggir okkur 5 og þannig að það er bara, ef þetta klárast svona sem ég á vonað að detta inn á hverju stundu, þá er það bara algjörlega geggjað. Menn héldu að átökin í kringum þína persónu myndu leiða til þess að Sjálfstæðisflokkurinn myndi koma með klofin skjöld eða brotið sverð og klofin skjöld til þess að baráttu. Þið eru að sanna það að það var ofmat andstæðinganna. Já, þú veist það náttúrulega, Stefán, þú þekkir mig. Það klofnar enginn yfir mér, ég er dásamleg. Nei, þú veist, ég er auðvitað grínast, en staðan er þannig, auðvitað var ýmislegt og ýmislegt búið að vera í gangi. En svo er það bara kannski líka þannig að það heyrist oft hærra í þeim sem eru kannski óánægðir. En þetta var samt bara meðbyrinn sem við fundum að þetta myndi ganga. Og það er náttúrulega bara gríðarleg gleði hérna í hópnum, hérna að Sjálfstæðisflokkur sé komin í meirihluta hérna eftir 8 ár aftur. Þú ert að sanna það að klausturmennirnir höfðu rangt fyrir sér. Það féll ekki á þig eins og silfrið forðum. Nei, það fellur aldrei á mig, en þú sér það, er ég ekki mynd? Já, þetta er ekki silfur, þetta er gull. Þetta er gull. Nei, þeir voru búin að fá sér á mikið, þeir voru ekki alveg með dómgrindin í lagi. Það gerist stundum. Ólíkt okkur. Já, nákvæmlega. Ég vænti þess að þú sért með kampaðinn á kantinu. En sko, svona fyrstu tölum, þá var ekkert langt í að Kjartan Vító geti verið svo dottið inn. Nei, það er ekki langt í það, en auðvitað náttúrulega væri það frábært. En ég bara og við Eyþór er búin að tala hérna inni og svona, við erum bara gríðarlega ánægð með þetta. Já. Það væri bara dásamlegt að það myndi detta inn, en þetta er samt, ég hugsi þetta sé það formað að ég hef trú á því að þetta veri niðurstaðan. Og þetta er bara markmið og
þetta bara geggja, þetta mjög ríflegur meirihluti. Þetta 56%, þannig að það bara geggjað. En Íris, segðu okkur svona innst inni, þá viltu ekki fá Kjartan Vít og Vinn, það? Þú getur ímyndað, ekki nóg í sig að vinna með honum, þannig að líka verið bæjarstjórn. Nei, auðvitað vil ég fá þessa elsku. Þið vitið það að þetta væri mesta uppáhaldi hans í heimi. Að fá að koma og vera með okkur hérna í bæjarstjórninni og fá að leika sér svolítið. En hann verður allavega minnstakosti fyrsti varamaður, þannig að hann fær pottþétt að sitja fundi. Þú talar mögulega bæjarfulltrúa bara eins og hann þurfi á liðveislu að halda í bæjarstjórninni. Nei, það voru þín orð. Honum finnst gaman að vera í kringum þetta. Hann lifir á hræðustu pólitík, þú veist það. Ég og ammans vorum sammála það að hann myndi einhvern tímann verða pólitíkus og hann ennþá að bíða. En nú ertu svona vantilega búin að vera að fylgjast með í kvöld og sjá tölur koma á rauðu sveitarfélögum. Þetta bara geggjað. Eitthvað að koma þér á óvart? Í raunin ekki, en mér finnst algjörlega frábær sigurinn hjá Ásdísi eða staðan eins og í Kópavogi hjá Ásdísi. Bara í ljósi þess hvernig henni er búið að, þú veist, bara hamast í Sjálfstæðisflokknum og hennar persónu í þessari kosningabaráttu. Þannig að það ekki að skila sér gegn henni og þeim í Kópavogi. Þannig að mér fannst það koma mér bara mjög þægilega óvart og það virðist bara vera hægrisveifla. Og það kannski eins og Ingibjörg Sólrún nefndi í viðtali áðan að það kannski mótvægi við ríkisstjórnina, þessi sveifla sem Já, það virðist vera. Þannig að aftur Íris, til hamingju með glæsilegar fyrstu tölur og við kannski eigum ekkert vonað því að þetta breytist mjög mikið hjá okkur en Nei, við förum sæl á kottan en þetta verður niðurstaðan og þá verður bara bærinn blár, það bara svoleiðis. Bara glæsilega, takk fyrir að gefa þér tíma til að hitta okkur. Og skemmtu þið vel í kvöld. Bara alltaf gaman. Og Stefán, þú haga þér. Ég heyri ykkur. Takk. Bye. Við býðum ennþá eftir tölum úr Mosó. Einhverjum Mosvettingar í húsinu? Það enginn úr Mosó. Já, það einn hérna. Andrea hérna. Það eru 2-3. Það ekkert að gerast í Mosesbæ. Það ekkert að gerast í Reykjavík. Okkar besti heimildamaður úr Mosó? Það góð manneskja? Já, viltu heyri í honum með það? Já, ég veit ekki. Mögulega. Þetta nýja tölur Vestmannaeyjum? Þetta bara tölurnar sem voru áðan? Þetta lokatölur. Gætu verið lokatölur það. Með fyrstu tölur. Fyrstu tölur. Svona lítur þetta út. Það ekki breyting á fjölda kjörna fulltrúa. Meiri hlutinn fallinn vegna þess að eigalistinn hann nær ekki, það var eiginlistinn og fyrir Heimaey sem mynduðu áður meiri hluta. Þetta er lokatölur. Við ætlum síðan að kíkja hér í Ef við tölum aðeins niður í þessu af því að það ósanngjarnt að halda Það eru tölur Ölfusi. Ölfus. Sjáum við Elliða Vignisson og okkar menn. 69% atkvæða. 69%. Þetta eru lokatölur. Lokatölur? Já. Þetta rosalegt. Þá minnum við á það að þegar Elliði var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, þá fekk Sjálfstæðisflokkurinn, ef ég man rétt, 74% atkvæða í kosningum 2014. En þetta áhugavert að því til að, eins og við erum að ræða hér í kvöld, Ölfus var eitt þeirra sveitarfélaga sem að Samfylkingin réðist mjög harkalega á. Já, og þeir komu með sitt eigið bæjarstjórnefni, Bryndísi Gunnlaugsdóttur. Já. Og stemdu því til höfuðs Elliða sérstaklega. Já. Þetta mjög og höfðu ekki erindi sem erfiði. Nei. Þar. Hveragerði. Það Sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig sömuleiðis, einu manni. Heimabær formanns Sjálfstæðisflokksins. Já, Guðrúnar Hafsteinsdóttur. En ekkert að frétta úr Reykjavík? Nei, við erum svolítið að bíða eftir Reykjavík og við erum auðvitað með Sólveig og Önnu hérna hjá okkur og okkur langaði svo rosalega að ná Reykjavík meðan hún sæti hérna en hún verður búin að lofa henni að hún fengi að fá sér í glas og slaka á. Já, og leyfa henni að fara aftur í... Við erum bara hér að spjalla bara stóru málin, sko. Við viljum fá tölur í Reykjavík, það er bara þannig. Okkur langar rosalega að fá tölur í Reykjavík en við stjórnum þess ekki alveg ein hér. Oddvitar
Nei, oddvitar framboðinni Reykjavík eru komin í sjónvarpsal hjá RÚV. Ok. Það þýðir að það er vænt að talna innan næstu 12 til 18 mínútna. Svo voru hérna hugmyndir að ég og Gísli Freyr myndum gera upp gamlar erjur, en það er kannski ekki tími fyrir það. Það komið tími til. Já. Sjálfstæðisflokkurinn, og miðflokkurinn 1. Uppfærða tölur úr Garðabæm, Sjálfstæðisflokkurinn með 8 bæjarfulltrúa af 11. Nei, þetta er allt saman mjög svipað og það var. Það er búið að breytast í Garðabænum Sjálfstæðisflokkurinn með 8 af 11. Hver datt út? Hver datt út? Viðreisn missti mann. Viðreisn missti mann. Já, Viðreisn er ekki með fulltrúa. Nei, Viðreisn var ekki með manninni, það var bara Hlynur Bæringsson. Hvað heitir hún frambóðið sem var í framkvæmdastjóri 78 samtökana? Já, Garðabæjarlistinn. Ég held að þau séu með 1 sæti. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé með 8 og svo er Samfylking, Framsóknarflokkur og Garðabæjarlistinn með 1 sæti hver. Já, það passar. Akureyri. Viðreisn er ekki manni í Garðabæ. Það er áhugavert. Þar er Sigmar, er það ekki? Þar var Guðlaugur Kristmundsson, oddviti. Já. Gamall skólafélagi minn. Það eru nýja tölur frá Akureyri. B-listi 2, Viðreisn. Já, D-listin, Sjálfstæðisflokkurinn er orðinn stærstur þar. B-listin 2, miðflokkurinn 1, Samfylkingin 2. L-listin var stærstur í 1 á hann. 1. Og í næsta nágrenni við Akureyri er Dalvíkurbyggð. Við skulum kíkja á það. Kíkjum á Dalvíkurbyggð, þar hafa spennandi hlutir verið að gerast. Það er K-listi, þetta eru lokatölur. Það getur því. K-listi með 48% atkvæða, 3 menn kjörna, vantaði 3 atkvæði til þess að fá hreinan meirihluta í bæjarstjórninni í Dalvík. D-listi er að tapa fylgi, fær samt 2 menn kjörna, 24%, en er að tapa alveg 8,7% stigum. B-listinn 15,4, þeir tapa 1 og A-listi sem er byggðalistinn, nýtt frambóð, fær 1 mann kjörinn. Svona lítur þá bæjarstjórnin. Já, þarna er Benedikt Snær Magnússon, oddviti Sjálfstæðismanna. Þeir eru ekki að ríða feitum hesti frá þessu. En Helgi Einarsson fer fyrir K-listanum og hann er greinilega með tögl og haldir á þessu. Hann getur valið sér samstarfsflokk með mjög einföldum hætti. Akranes, já, það eru nýja tölur frá Akranesi. Lítum hér á þróuntalningar. Hér er miðflokkurinn kominn með mann kjörinn í bæjarstjórninni á Akranesi. 8,8% eru aðeins að bæta við sig. Þetta var á kostnað Sjálfstæðisflokksins sem er þá með 3 menn kjörna. En Sjálfstæðisflokkur og Samfylking sem hafa verið í meirihluta samstarfi á Akranesi, þeir halda sínu meirihluta. En þetta er merkilegt, hér er miðflokkurinn kominn á blað. Og kíkjum á Norðvesturlandið. Hér er Skagafjörður. Skagafjörður, það eru áhugaverðar tölur að koma úr Skagafjörði, vitum við. Skagafjörður, hér er L-listinn, byggðalistinn, hann er að bæta mjög miklu við sig, 34,9%, bæta við sig manni, fá 3 menn kjörna, Framsóknarflokkurinn að tapa manni. Byggðalistinn er að bæta við sig. D-listinn, 30,3%, þeir eru líka að bæta við sig manni, fá 3 menn kjörna. B-listinn tapar 21,5%. Þarna eru Framsókn og Sjálfstæðisflokkur með meirihluta og þeir eru sett með 5 menn núna. En núna eru líkur til þess að Sjálfstæðisflokkurinn geti náð meira út úr Framsóknarflokknum með því að hóta því að mynda meirihluta með Högna Elvari Gylfasyni frá miðflokknum. Þetta er mjög vel rekið sveitarfélag, Skagafjörður. Býður ekki fram að þessu sinni og það munar það því að þá fengu þeir rúmlega 20% atkvæða sem að núna leita af sér að nýju heimili og í fyrsta skipti þá núna í einhver 20 ár sem að VG býður ekki fram í Skagafirði. Það var Álfhildur Leifsdóttir, vinkona okkar, sem að guggnaði á því. Diggur hlustandi þjóðmála. Já. Og hún hlustaði á þjóðmál en alltaf með því forráði hún fór í heitt bað, fekk sér íbúfen og drakk rauðvín. Já. Og við dæmum ekki. Nei. Stefán, nú fórst þú, eins og við rífum mér upp þessu upphafi kvöldsins, þú fórst
auðvitað allt land og hittir all flestra þessara frambjóðanda. Er eitthvað að koma úr óvart svona úr því sem að þú varst áskynja? Nei, ég get nú ekki sagt það. Þetta eru allt framboð sem að berjast á jafningagrunni. Þetta mjög öflugt fólk sem að bjóða sig fram. Já. Og það sem áhugavert það að það hafi ekki neina skoðanakannanir verið gerðar, að sjálfsögðu ekki þessu minni sveitafélögum. Þannig að menn renna dálítið blind í sjóinn. Menn eru bara meira og minna að skoða kosninganiðurstöðu fyrir 4 árum. Svo gerist mjög margt á 4 árum í öllum þessu sveitafélögum. Og það raun og veru bara í Reykjavík sem við höfum verið að skoða kannanir sem að mark hefur verið takandi á. Kannski í Kópavogi sömuleiðis, en hitt hefur verið meira og minna bara skot í myrkri. Þannig að þetta alltaf mikil óvissuferð, en það góða að ég ræddi það bil 100 oddvita á þessum 4 vikum og ég fann engan vondan mann í öllum þeim hópi. Þetta var allt gott fólk. Já. Með misgóðar skoðanir auðvitað, en gott fólk. Já, já. Það er svona mjög áhugavert að sjá þetta trend. Á ekki að tala um Evrópusambandið eða? Akkur er ég hérna? Það er spurningu sal. Ætlið ekki að segja að íhaldið sé með svona total wipeout vegna þess að Íslendingar vilja ekki gangi í Evrópusambandið? Heldur það sé að hafa áhrif í kvöld? Krakkar, við viljum þögn í salinn. Getum við fengið þögn í salinn vegna þess að Sólveig Anna Jónsdóttir var að þjófstarta næstu kosningabaráttu. Hún vill fá að taka einræðu. Strákar, hér á fremsta bekk. Strákar, bíðið aðeins. Sólveig Anna Jónsdóttir vill fá einræðu starkaðar Evrópusambandið. Af hverju vilt þú ekki að íslenskt verkafólk lendi í gini ljónsins? Já, takk fyrir að bjóða mér hérna til þess að flytja þessa einræðu. Ástæðan fyrir því að ég vil ekki að íslenskt verkafólk, eða réttar sagt verkafólk á Íslandi, vegna þess að við erum auðvitað alls ekki lengur bara Íslendingar, heldur erum við bókstaflega allra þjóða kvikindi, mörg hingað komin til þess að flýja undan Evrópusambandinu. Ástæðan fyrir því ég vil alls ekki við göngum í Evrópusambandið að þarf þá að umbreyta öllu íslensku vinnumarkaðsmódeli. Það ljóst, það þarf að endurskrifa löggjöfina, það þarf að svipta okkar sjálfstæða samningsrétt sem nú lögvarinn og stjórnarskrárvarinn. Það þarf að tróða okkur inn í þjóðhagsráðsrétt þar sem að svigrúm útflutningsgreinanna verður skoðað, þar sem að prósentan verður ákveðin sem að verkafólk þarf svo að taka, en svo eins og allir vita sem hér sitja, sérstaklega þau sem hér sitja, munu svo allir aðrir geta farið og samið miklu hærri laun. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið þá verður búið að flattlæna möguleika verkafólks til þess að berjast með lýðræðislegum hætti fyrir eigin kjörum. Það verður búið að flattlæna möguleika íslensks verkafólks til þess að ákveða sjálft, eða réttar sagt reyna að ákveða sjálft hversu mikils virði vinnuafl þess er. Það hugnast mér ekki, og svo auðvitað hugsa ég með mikillar skelfingar til þess þegar að næsta kreppa kapitalistana ykkar gengur yfir, sem að óumflýjanlega mun gerast vegna þess að eins og allir sem hér inni sitja að vita, eða í það minnsta þeir sem eru komnir til vits og ára, þá náttúrulega sveiflast kapitalismin upp og niður, og þegar að næsta kreppa skellur á af því að þið hafi gengið fram úr ykkur, af því að þið eru svo fucking gráðug að þið getið ekki hamið ykkur, þá munu niðurskurðar skipanirnar byrja að berast frá Brussel, og niðurskurðurinn verður auðvitað allur tekin út á verka- og láglaunafólki, og við munum ekki geta lengur nota krónuna okkar til þess að sveiflujafna, við munum ekki lengur geta tekist á við niðurskurðarkröfurnar frá Brussel, massa atvinnuleysi, atvinnuleysi ungs fólks sem bara viðvarandi vandamál, og ég get ekki séð fyrir mér að í samfélagi þar sem að 400.000 einstaklingar búa sé það sérstaklega góð hugmynd að við séum einna með viðvarandi atvinnuleysi og ungu fólki upp á 20-25%. Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en þetta er allavega mín afstaða. En svo verð ég líka að segja, að ég veit líka alveg af hverju þið viljið ekki Evrópusambandið. Þið viljið ekki Evrópusambandið því þið viljið þetta vera áfram stjórarnir.
Þið viljið ekki að einhverjir sætir og flottir strákar með gráðu úr London School of Economics, betri jakkaföt, stærra hús, sætari kærustur, komi og segi ykkur hvernig að gera hlutina. En mér alveg saman það. Við getum bara fundið einhvern sameiginlegan grundvöll þegar berjast gegn ofurvaldinu frá Brussel. Ef að þið viljið hugsa þessa hluti, þá skal ég hugsa baráttu verkafólksins, en ég held allavega að þarna komið skeifukenningin sterk inn og að við eigum að standa sterk saman gegn þessu rugli sem hér á að leiða yfir íslenskan almenning og ég ætla bara að túlka niðurstöðurnar sem ég hef hér verið að fylgjast með þeim hætti að þetta hljóti að vera einhvers konar höfnun á verkefni ríkisstjórnarinnar sem að snýst það að koma okkur inn í þetta fáráðlinga bandalag sem enginn með fullu viti vill ganga inn í. Ég er þetta sammála þessu, en það sem samt athyglisvert að þegar maður tala við sveitarstjórnarmenn núna í aðdraganda kosninga, að mönnum hefur ekki fundist verið mikið talað ESB-mál í aðdraganda kosninganna, sem alveg rétt í því samhengi, en þau hafa verið heilmikið til umfullarnir í fjölmiðlum einhvers síður, sem væntanlega hafa þá áhrif á afstöðu kjósenda í sveitarstjórnarkosningum síðan. Það bara hlýtur að vera, ég meina fullorðin manneskja með fullu viti sem hefur fylgst með hörmungarsögu Evrópusambandsins frá hruninu 2008, hruninu sem væntanlega margir hér inni eiga nokkurn veginn skuldlaust vegna þess að öllu var auðvitað dömpað á verka- og láglaunafólk, hlýtur að hugsa með sér bara af hverju myndi ég vilja skipta út minni stöðu sem íslenskur almenningur fyrir stöðu sem að almenningur í Portúgal, Grikklandi, Spáni, Írlandi hafði. Engin manneskja með fullu viti myndi vilja taka þá stöðu frekar en þá stöðu sem við höfum hér vegna þess að já, hlutirnir eru ekki góðir hérna, já, við erum að takast á við fjölmörg vandamál, en við höfum þó lýðræðislegt vald hér ennþá. Við getum til dæmis tekið þátt í verkalýðsfélögunum okkar og þar haft mikil áhrif á það hvaða krónu við fáum fyrir vinnuaflið okkar, en ef okkur verður troðið inn í þetta hörmungarhús sem að Evrópusambandið þá náttúrulega missum við allt það vald. En Sólveig, ein loka spurning. Ég vil til dæmis frekar rífast við þig heldur en einhvern stjóra í Brussel. Já, byttu fyrir þér. Ein loka spurning, Sólveig. Að þú ert nú uppáhaldsfrænka mín. Takk fyrir. Ég vildi geti sagt það sama. Áhorfendur upplýsingar, þá voru þau bara náskild. Ef ég væri frænka þín, þá væri það þetta rosaleg tíðindi. Þú vissir auðvitað að ég meinti frændi. Það er nú hægt að breyta því með aðgerð. Hvernig, Sólveig, þú verður að svara þessu heiðarlega og þetta er ekki já nei spurning. Ég svara öllu heiðarlega. Hvernig er að vera alltaf svona svakalega reið? Tekur þetta ekki á? Ég er yfirleitt bara ótrúlega skapgóð, hress og kát og ég er ekkert ofsalega reið. Nema mótnana, eins og varstu í Ég hef bara sterkar skoðanir og mér langar að tjá þær með sterkum hætti og sem betur fer þá bý ég í frjálsu lýðræðisríki þar sem að borgaralegu réttindi mín eru meðal annars þau að ég megi tjá skoðanir mínar með frjálsum og opnum hætti líkt og þú. Ef þú Sólveig byggir í Reykjanesbæ undir stjórn Samfylkingarinnar þá væri búið að draga þig undir húsvegg og skjóta þig. Ég ætla bara að segja, íslensk verkalýðshreyfing hefur margoft reynt að draga mig út við húsvegg og kannski ekki beint skjóta mig en allavega svona limlesta mig mjög mikið. Það hefur bara ekki virkað. En Sólveig, bara ein auka spurning í þessu sambandi. Fólkið sem að þú styður allan, það er að segja, fólkið sem að berst fyrir sömu hugsjón og þú heimallan, er fólkið sem að tekur fólk út undir húsvegg og skýtur það. Það er ekki lýðræðislega sinnað. Ég ætla nú að segja að þú, kæri félagi, síonista prinsinn sem þú ert, er þá mikill stuðningsmaður þess að 10.000 barna hafa verið myrt á síðustu árum. Þannig að einhver ætlar að tala um það hverjir hafa verið skotnir. Þá ættu þú nú fyrst að horfa í speil áður þú farið að ásaka mig. Hvað finnst þér Che Guevara? Flottu maður. Hvað finnst þér Castro? Flottu kall líka. Hvað finnst þér Pol Pot? Já, nei, ég er ekki hlynt Pol Pot. Þó að ég hef samt gert orð Pol Pot að mínum þegar ég segi að þegar Efling gerði skipulagsbreytinguna þá tókum við upp ár 0 í starfsemi skrifstofunar. En að öðru leyti þá hafna ég alfarið aðferðum Pol Pot. En Mao Zedong?
Ég ætla að segja að ef við horfum á Kína núna, þá hljótum við að sjá land sem að hefur náð stórkostlegum framförum, hefur lyft langstærstum hluta upp úr fátækt á síðustu árum og að Kínverjar hljóta núna að vera land sem að við viljum horfa til þess að starfa með og stunda viðskipti og diplomatísk samskipti við af fullum krafti. Og mig langar það frekar að segja við þig hvað finnst þér Bandaríkin, hvað finnst þér heimsveldið sem að hruni komið, sem að lokar langflest fólk inni í fangelsum, sem að getur ekki séð fyrir fólki með neinum eðlilegum hætti. Sko, við ætlum bara að ræða Dalvík í dag, sko. Á brennivíni og fentanýli og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þið þurfum nú aðeins að fara svona að uppa leikinn ykkar. Það þýðir ekki árið 2026 að vera að röfla Pol Pot. Halló! Stefán Bindans, það eru fréttir úr Mosó þar sem að meirihlutin kolfallinn. Sjálfstæðisflokkurinn að vinna stórsigur í Mosó. Hvað tölur eru þar? Já, þeir eru að fara úr 27% í 43% í Mosó. Rosalegu sigur sjálfstæðismanna í Mosesbæ. Það er búið að telja 5.000 af 7.000 atkvæðum þar. Þannig að við bíðum bara eftir að RÚV sýn okkur Mosebæ, en þetta eru tölur þaðan. Það eru konar lokatölur frá Seltjarnarnesi. Hvernig líka þær? Það er 4-2-1. Já. Fyrir Sjálfstæðisflokk. Já. Og við sjáum hér að Garðabæ, það eru 8 inni hjá Sjálfstæðisflokki. Lalli Gumm er úti. Hvað segirðu? Lalli Gumm er úti. Lalli Gumm er úti. Það er skellur. Það er engin fótboltamaður inni eins staðan en núna. Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, er búinn að lýsa því yfir að hann sækist eftir bæjarstjórastólnum. Hann er að stefna framsóknarmönnum til einvígis þar. Þjóðin er að segja nei við fótboltakalla. Eigum við samt ekki að trúa því að Pétur Martinsson sé mögulega inni? Hann verður inni. Já, hann er mögulega, hann hlýtur. Hann er inni. Já. Er þetta ekki Reykjavík? Já, sjáum að Keli er ekki inni í Reykjanesbæ. Þetta er samt drullu fínt. Nú gerist eitthvað. Það er sjá. Alltaf erum við að bíða eftir Reykjavík. Ekkert að gerast í Reykjavík. Ekkert að gerast í Reykjavík. Alveg ótrúlega hvað þetta tekur langan tíma. Er eitthvað, sko... Er eitthvað indryggur í Mosebæ sem við þurfum að vita af? Það held ég ekki. Ég meina, Hilmar Gunnarsson býður sig fram þarna. Hann er bara sjálfkjörinn erfðaprins fyrir flokkinn. Búinn að vera ritstjóri Mosfellings í 20 ár. Mjög vinsæll maður, en það lagðist svona illa í sum að hann skildi vilja verða bæjarstjórefni. Töldu margir að það ætti bara að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra. En hann virðist vera að skila góðu búi, en það er ekki víst að þessar tölur dugir hreina meirihluta fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Mosfellsbæ. Er ekki svolítið aumingjalegt að vera oddviti og vil ekki vera bæjarstjóri? Hver vill vera oddviti og svo ráða bæjarstjóra? Maður myndi ekki, Andri, þú færir aldrei fram sem oddviti og svo myndir ráða mig sem bæjarstjóra. Ég held að þetta gera athugasemdir við þessar kröfur Orra Björnssonar í Hafnarfirði. Ég held að Sigurjón Jónsson hafi eitt og annað en það að segja, sko. Já. Ég held að það sé ljóst. Er þetta eitthvað stönd? Er þetta bara... Já, en það náttúrulega í Mosfellsbæ hefur verið mjög vinsæll bæjarstjóri, ópólitískur innan Svigavins, að auðvitað er Regína Ásvaldsdóttir ekki ópólitísk, hún er á lista Samfylkingarinnar núna í Reykjavík. En hún var auðvitað ráðin. Og ráðin ópólitísk og hefur verið að margra mati farsæll bæjarstjóri í Mosfellsbæ, þannig að það er hefð fyrir því þar að vera með ópólitískan bæjarstjóra. Já, ég var búinn að gleyma þessu. Muni ekki þessu? Mummi? Já. Þetta er maður, umhverfisráðherra, stöðvaði allar framfærir í orku framkvæmdum á Íslandi í 8 ár. Hann var formaður landverndar, var sóttur inn í ríkisstjórn, gerður umhverfisráðherra í boði Sjálfstæðisflokksins, var síðan varaformaður VG. En þorði ekki að bjóða sig fram til formennsku og þar er núna Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður. Ég get rætt sögu af honum. Já, let's go. Honum Guðmundi Inga.
aðeins að... Fá þögn í salinn. Í Eflingarkræðslum... Daniel, getur aðeins róa borðið? Í Eflingarkræðslum hann kallaður Guðmundur Aumingi. Vegna þess að þegar hann var vinnumarkaðsráðherra í deilu Eflingar við Samtök atvinnulífsins, ríkissáttasemjara og alla íslenska verkalýðshreyfingu, þá vorum við búin að ná með honum fundi. Og við vorum að fara að mæta til þess að málflytja ólöglega miðlunartillögu ríkissáttasemjara og hann var búinn að samþykkja fundarboð. En heyriði, kvöldið áður en við áttum að koma á fund, þá bárust fregnir. Hann hafði glemt því að hann hefði átt að vera á fundi einhvers staðar í Danmörku. Og hann flúði land, frekar hann að hitta okkur. Þannig að þess vegna ber hann þetta núna nafn sem auðvitað leitt, Guðmundur Aumingi. En í þessu samhengi... Við lofuðum upplýsandi kvöldi. En í því sambandi, Sólveig, það er að því að þú ert að opna þig með alla þessa hluti. Ég er að trú nú. Varst ekki rosalega ófyrirleitin í framgönguðinni gagnvart Aðalsteini Leifssyni ríkissáttasemjara? Þetta er þetta besti samningamaður sem Ísland hefur átt fyrr og síðan. Hann er mentor í Harvard í samningatækni og þú einhvern veginn bara skarst hann á háls í beinni útsendingu. Já, hann var einstaklega ófyrirleitin í framkomu sinni gagnvart Eflingu. Hann reyndi einmitt að gera það sem að núna Evrópusambandssinnar vilja gera, að svipta verkafólkið í Eflingu sínum sjálfstæða samningsrétt og tróða upp á okkur ólöglegri miðlunartillögu og því að þetta mótmæltum við harðlega og höfðum fullnaða sigur og við grínum stundum í Eflingu það að þegar við förum á stað í slaginn þá setjum við okkur hauskúpubeltið. Þá setjum við okkur belti þar sem að hauskúpur óvinna okkar hanga og hauskúpa hans hangir einmitt þar ásamt hauskúpum nokkur annara sem ég ætla kannski ekki að tala um hér. En ég segi þá aftur, ég vil frekar mæta mönnum eins og Aðalsteini Leifssyni hér á Íslandi þar sem ég hef möguleika ásamt félögum mínum í Eflingu að vinna sigur heldur en ægi valdi teknokratana í Brussel þar sem að ólíklegt er að ég muni geta fest hauskúpur þeirra á belti mitt. Já, það er... Við erum aðeins að minnka skvaldrið hérna því að Sýn eru komin í húsin. Já, glæsilega fólki frá Sýn er komið hér til að taka viðtal við Gísla Frey Valdimarsson. Þau völdu myndarlegasta manninn af okkur þremur í þetta. En hann verður að geta notið sín. Hann ætlar að fara með vísu fyrir þau. Við ætlum að reyndar til að hafa ágætt stemningu. Við ætlum að bíða eftir tölum frá Reykjavík. Við erum að bíða eftir tölum frá Reykjavík. Það er einhvern veginn gengur hægt hjá Reykvíkingum. Og er þetta nýja tölur frá Ísafjarðarbæ? Sko við erum með marga bestu Gettu betur-mönnum sögunar. Er þetta bara vaninn? Hafa Reykvíkingar alltaf verið svona seinir? Alltaf? Höfum við þurft að bíða til eitt? Hjörvar, það eru nýja tölur frá Ísafjarðarbæ. Ísafjörður. Sjálfstæðisflokkurinn heldur sínur þrátt fyrir hremmingar. Kristján Þór heldur fyrsta sætinu oddviti Framsóknarmanna. Og maðurinn sem allt hefur snúist er maðurinn andan númer 2, Jónas Þór Birgisson. Lyfsali. Og hann mun sennilega mynda meirihluta með Framsóknarmönnum. Herri byrju, þetta eru lokatölur og Sjálfstæðisflokkurinn vantar 3 upp á til að ná aukamannin. Já, þeir eru allir í fangelsi. Sjáum hér að það var 30% kaus ekki í Ísafjarðarbæ. 70% er ekki... Já, lítil kjörsókn. Já. Það voru ekki að mæta... Við? Ok. Þið verða að gefa örlítið meiri þögn því að þá vist að tróða okkur Hjörvar inn í þessa útsendingu hjá Sýn líka. Við þurfum að setja á okkur stút. Stóran sigur, bætir við sig 13,1% stigi og einu manni, það er 3 menn kjörna hér af 7 í bæjarstjórninu Hornafirði. D-listi Sjálfstæðisflokks 26% er að tapa alveg 12,3% stigum. Tapar einu manni og fær 2 menn. Miðflokkurinn hefur ekki boðið fram áður í Hornafirði en fær 15,8% og 1 mann kjörinn og Kex frambóðið 13,5%. Hér er gamli bæjarstjórinn á Hornafirði að taka við sýnist mér. Kjörnað 22 og er með 1 hér kjörinn og hér sjáum við Hjalti Þór Vignisson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrrverandi bæjarstjóri á Hornafirði. Hann er fyrsti maður hér inn. Getum kíkt á mögulega meirihluta.
hér eru Sjálfstæðisflokkur og keksframboðið í meirihluta samstarfi en sá meirihluti er fallinn því að þeir fá bara samtals 3 menn kjörna. Hins vegar væri hægt að mynda sterkan meirihluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks á Hornafirði. Það væri þá 5 menn af 7. Nú, það væri svo sem líka hægt að mynda hér meirihluta Framsóknarflokks og keksframboðsins, óvenjulegt nafn. Við vorum með X-Kex26 og svo er það Miðflokkurinn sem geti myndað meirihluta með B-listanum. Kex er sem sagt örnefni þarna í sveitinni. Hvað sagður Heiðar? X-Kex26? Já, var það ekki... Hvernig datt það í hug? Þetta bara kom mjög óvænt. Ætlaður að sýna okkur lokatölur í Fjarðabyggð líka? Fjarðabyggð, já. Akkurat. Herðu, lokatölur í Fjarðabyggð. Opsi. Við ætluðum að fara hér, skoða þetta. Þetta eru lokatölur í Fjarðabyggð. Sjálfstæðisflokkurinn með 29% tapar einum manni en fær þó 3 menn kjörna. Þetta eru 11,6% sem að Sjálfstæðisflokkurinn er að tapa hér. Samfylkingin sem bauð ekki fram síðast með 27 og 2 fulltrúa. Miðflokkurinn sem bauð heldur ekki fram síðast með 24% og 2 menn og Framsóknarflokkurinn er að tapa aðeins. Tapar einu fulltrúa. 2 menn í bæjarstjórn hjá þeim. Þarna er oddviti Framsóknarflokksins til margra ára, Jón Björn Hákonarsson, hann er að hætta. Við skulum þá skoða hverjir eru hér. Hér er Ragnar Sigurðsson, já, fyrsti maðurinn og Samfylkingin hefði átt næsta mann inn. Hérna er, ef við viljum skoða hverjir eru nýir og hverjir eru að hætta. Já, það eru 2 nýir fulltrúar og þeir eru báðir frá Miðflokki. En þeir sem eru að hætta aftur á móti, það er 1 frá Framsókn og 1 frá Sjálfstæðisflokki. Já, nú við fengum að heyra áðan frá talningarstaði Reykjavík að fyrstu tölur frá Reykjavík þeim senkar örlítið og Eva Bryndís Helgadóttir upplýsti okkur og líklega munu þar koma klukkan 1 en hún er nú orðið 5 mínútur yfir 1 þannig að... Já, við býðum eitthvað örlítið leikur. Já. En ættum við ekki að kíkja á stemninguna á vökunum? Ég held það. Alma Ómarsdóttir, eru sjálfstæðismenn sigur yfir? Já, hér er gríðarlega góð stemming en það er ekki furða þar sem að flokkurinn er að fá góða kosningu á landsvísu. En það er líka töluverð svona eftirvænting og fólk er smá pínu óþreyjufullt eftir að fá að heyra fyrstu tölur úr borginni sem að, já, við vorum bara að fara í bráðum að berast og, já, mér skilst nú að þetta sé allt að smella. Allavega hér að þá bíður fólk með öndina í hálsinum eftir því að sjá hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé að fara að ná meirihluta í borginni á ný. Já, og hvernig er staðan hjá Samfylkingunni, Ragnhildur Thorlacius? Hún er nú kannski svolítið svipuð. Fólk finnur það að fólk bíður mjög spennt eftir að fá fyrstu tölurnar í Reykjavík. Ég hvet þá sem er í salnum hérna til þess að horfa á salinn sem við sjáum á skjánum hérna. Þetta er Samfylkingin hér á hæðinni fyrir neðan okkur. Sjáu þið hvað er gaman hjá þeim? Ég ætla að ná hérna í mann sem er nýr á lista hjá Samfylkingunni, er í 5. sæti. Það er nú svona sennilegt að þú komist inn. Hjörvar, hvernig fannst þér að ræða við sýnarmenn? Það er nú þitt fólk. Já, það var ágætt að ræða við sýnarmenn. Mér er svona komið á óvart hvað starfsmönnum Vísis hafa verið vondir við Ara Edvald. Þeir þola hann ekki, en hann gerði frábæra hluti fyrir 365 og sínum tíma. Lækkaði hann ekki launin í þeim? Jú, er þetta ekki bara kjarabaráttu? Þeir voru að hörðu hann. Það er svona oft fyrir að byggja hann. You always meet twice. Já, reyndar er það þannig. Já. Hjörvar, ég ætla að gefa þér hérna smá kampavín.
Já, ok. Já, ég ætla að gefa þér hérna smakka Blankti Millionaires frá Charles Heidsieck. Þetta er alveg magna kampæn. Ég er hérna með glas fyrir þig. Og þetta er kampæn sem er geymt lengi í kjallaranum. Og ég veit að það eru margir Íslendingar farnir að hringja í samstarfsaðila Charles Heidsieck og biðja um að útvega árganginn þegar þau fættust. Hvað ár ert þú fættur? Ég er fættur árið 1980. Það var hræðilegur árgangur í Champagne. Það var ekki hægt að búa til neitt gott kampæn það ár. Já. Ég kyngi því bara. Það var hræðilegt ár. Já, var það ekki bara almennt hræðilegt ár? Já, Vigdís var kjörinn. Gunnar Thoroddsen tók við sem forsætisráðherra. Já. Verðbólgan fór í 90%. Jú. En við býðum ennþá eftir Reykjavík. Við erum að býða eftir Reykjavík. Klukkan er orðin 10 mínútur yfir 1. Já, við ætlum að... Já. Stefán Einar ætlar að fá að kveðja Sólveig og Önnu sem að því miður getur ekki brugðist við tölum og Reykjavík með okkur. En ég held að sé alltaf lægi að klappa eins fyrir henni. Hún hefur litað þessa... Já. Sólveig Anna verður ábyrrandi í umræðunni fram að Evrópukosningunum í ágúst. Við heyrðum það, fengum svona smá sýnistæmi af því hér rétt áðan. Ekki glemma símanum. Dotti, þú kveður Sólveig og Önnu sem að er búin að eiga langan dag. Byrja á Jómfrúnni í hádeginu, svo Eiríksson og svo hérna í Austurbæ hjá okkur. Þetta eru langir dagar. Ef ég væri Evrópusambandið, þá myndi ég nú ekki vilja mæta henni Sólveig og Önnu. Það er bara rétt örstutt Evrópusambandið, Hjörvar. Miðað við baráttuna 2009-13 þegar menn reyndu að koma Íslandinn í Evrópusambandið. Þá var verkalýðshreyfingin öll með inngöngu í Evrópusambandið. Þá var hreyfingin, hús atvinnulífsins var öll nema kannski sjávarútvegurinn með því að fara inn í Evrópusambandið. Nú eru þessar hreyfingar allar á móti. Eiga þau séns 29. ágúst? Það er að segja þau sem að vilja fara inn í Evrópusambandið. Nei, ég held að verði kolfellt og... Viltu koma með spá? Ég held að segja 70-30. Nei. Það er sama spá ég með 70-30. Já, ég er svona mín tilfinning fyrir þessu. Já, loka tölur á Seltjarnarnesi, hreinn meirihluti Sjálfstæðisflokksins þar. Þór Sigurgeirsson, sonur Sigurgeir Sigurðssonar, er að skila góðu búi. Garðabær, það eru 9 tölur þar. Ef það er ekki allavega eða 8. þá er bara eitthvað mikið að þarna, sko. Mikið á frá síðustu kosningum. Mosfellsbær. Víðast annars að... Það eru... Hilmar er að bæta við sem hann er þar. Já, Sjálfstæðisflokknum. Bæjarfulltrúa. En þeir ná ekki hreinu meirihluta. Hann þarf að mynda meirihluta með Framsóknarflokki, Samfylkingu eða L-lista. Í Mosfellsbæ í kosningunum. Já, risasigur Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Þetta eru áhugaverðar tölur. Já. En hvenær kemur Reykjavík? Verður þetta aftur á... Það er eitthvað að í kerfinu í Reykjavík. Fyrst að menn er að skila fyrstu tölum hér. Þetta er bara skandall. Þetta er skandall. Það var svona í síðustu þingkosningu líka. Jú, það var svona í síðustu þingkosningu líka. Þetta er algjörlega út í hött. Þetta er Eva B. Helgadóttir sem að... Þetta er vanvirðing við lýðræði. Nei, sko, Andri, þú sagðir áðan að þetta væri aðför að lýðræðinu. Þetta er það. Já, aðför að lýðræðinu. Já, við sjáum hér listan yfir fólkið sem er kjörið í Mosó og sjáum hér að Sævar Birgisson, þetta er bróðir Gunnars Birgissonar. Þetta er bróðir Gunnars Birgissonar. Er hann góð manneskja? Vargurinn. Þetta er bróðir Vargsins. Er hann góð manneskja eins og Gunnar? Já, hann er góð manneskja. Við sjáum að kóngurinn, hann Ásgeir Sveinsson, hann er ekki inni. Og hann vantar 1 atkvæði. Hann vantar 1 atkvæði. Formaður landsliðsnefndar hjá HSÍ. Það er 1 atkvæði fyrir hreina meirihluta. Já. Þetta er rosaleg staða fyrir Mosfellsbæ. Það er 1 atkvæði.
En það kemur alltaf fram að tölur væntanlegar úr Reykjavík. Það stutt í þetta. Tölur væntanlegar, já, það hefur legið fyrir í marga daga að tölur væntanlegar úr Reykjavík. Það gott að hagfræðingur skýri þetta út fyrir okkur. Þetta faglegt mat, Þórður? Já, þetta var svona melding hjá þeim. Já, við ætlum að kveðja eftir langa vakt þegar við fáum tölurnar úr Reykjavík. Hafa komað nýjar tölur úr Kópavogi? Það eru nýjar tölur úr Kópavogi. Nei, ég að spyrja, hafa komið? Nei, er ekki. Nei, fyrir ekki það. Hvar eru kassarnir úr Kársnesinu? Þeir eru Ég vil fá kassan á Kársnesinu. Já, þeir eru á leiðinni. Ég veit ekki hvort að þeir sem eru að horfa útsendingan á því, en Hjörvar var að spá því hér í viðtali við sín rétt áðan að það er bara gjörbreytt staða í Kópavogi eftir þá talningu. Já. Það er verið að keyra það upp í kór núna. Já, það er verið að keyra þetta upp í kór. Kannski ef við fáum hérna smá þögn, það er að styttast í tölur frá Reykjavík. Já. Málið er að Andri, þú veist að tala um þetta, Kópavogurinn mun breytast því að vinstra liðið er allt þarna í Vesturbænum. Já. Þar er Kársneskórinn og þar er skólahljómsveit Kópavogs. Þeir eru ekkert að fara að telja þá kassa. Og kórinn. Þeir sleppa því bara. Já, kór Kársneskóla. Kórinn, já, akkurat. Kórinn. Já, hann er þarna. Bryndís. Þannig að herra, Reykjavík. Tölur, Reykjavík. Magnea Lúðvíksdóttir, gjörðu svo vel. Tölur í Reykjavík. Talin hafa verið 44.300 atkvæði. 44.300. Auðir seðlar eru 8.080, 8.080 og aðrir ógildir seðlar eru 114. Atkvæðin skiptast þannig. A-listi vinstrisins 4.100 atkvæði. 4.100 atkvæði. B-listi Framsóknarflokksins 2.983 atkvæði. 2.983. C-listi Viðreisnar 4.395 atkvæði. 4.394. D-listi Sjálfstæðisflokksins 13.891 atkvæði. 13.891 Undirvæntingum. F-listi Flokks fólksins 1437 atkvæði. 1437 atkvæði. G-listi Góðadagsins 208 atkvæði. 208. J-listi Sósíalistaflokks Íslands 1777 atkvæði. 1777. M-listi Miðflokksins 5.701 atkvæði. 5.701 atkvæði. P-listi Pírata 790 atkvæði. 790. R-listi Okkar borgar 179 atkvæði. 179. S-listi Samfylkingarinnar Jafnaðarflokks Íslands 8.080 atkvæði. 8.080. Undirvæntingum. Þetta stemmir ekki. Sjáum aðeins hérna. Getur þú endurtekið fyrir okkur lesturinn? Bara endurtaka. Aftur. Rúf trúir þess ekki? Það eru, sem sagt, talin hafa verið 44.300 atkvæði. 44.300 atkvæði. Við lustum ekki á þetta. Tjúnum þetta niður. Tjúnum þetta niður. Geta B, C, D mynda meiri hluta en staðan okkur núna? B, D og M geta mynda meiri hluta á þessum. Framsókn, Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Já, mér sýnist það. Já. Við skulum sjá, er ekki Ari að koma betur úr þessu? Ari er að koma ágætlega út úr þessu, held ég. Sko, þessu eru tölum Miðflokksins yfir væntingum. Algjörlega, ég meina, Miðflokkurinn var ekki að mælast stærri heldur en Viðreisn í síðustu kosningum. Nei, í síðustu spám var það. Viðreisn var að mæla stærri en Miðflokkur, sko. Þetta er
samkvæmt þessu ef að atkvæðadreifingin nokkurn veginn miðað við það sem við höfum verið að sjá í síðustu könnunum, það munur Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Miðflokkur ná 12 borgarfulltrúum af 23 og það komið meirihluti. Og það verður miklu einfaldara að mynda þann meirihluta heldur með því að blanda Viðreisnin vegna þess að Viðreisn hefur útilokað Miðflokkinn með þeim hætti sem Björn gerði. Hún hefur í sjálfu sér útilokað Viðreisn frá áhrifum í þessu samhengi. Miðflokkurinn var að mælast með á milli 9 og 10% í könnunum síðustu daga. Á meðan Viðreisn var að mælast með tæp 12%. Náttúrulega myndi þessar tölur leiða til þess að Hildur Björnsdóttir yrði borgarstjóri, Ari Edvald yrði formaður borgarráðs og Einar Þorsteinsson yrði forseti borgarstjórnar. Framsókn var að mælast með 6%, lítillega yfir því. Viðreisn er samkvæmt þessum fyrstu tölum með minna fylgi heldur en kanninni gátu kynna, en Miðflokkurinn aftur á móti með aðeins meira. Spurningin samt, Stefán, er möguleiki fyrir samfylkingina Viðreisn og Vinstrið með Framsókn að mynda meirihluta? Nei. Það er útilokað. Þeir geta það ekki. Og Einar hefur ekki áhuga á því. Nei, ég meina Einar er búin að útiloka samfylkinguna. Það sem áhyggjuefni það Eva B. Helgadóttir, formaður kjörstjórnar, enn að þylja upp tölur. Henni hefur ekkert tekist í sínu embætti sem formaður kjörstjórnar. Og þetta bara þetta bara alveg gríðarlega vandræðalegt mál. Þetta skammar. Að þau skuli ekki geta leyst betur úr þessu. Þeir séu að RÚV trúir ekki ennþá, tölurnar stemma ekki ennþá. Eigum við að stilla þessu RÚV og sjá fjölda borgarfulltrúa. D-listinn að sækja mikið á. Sjálfstæðisflokkurinn 9 borgarfulltrúar. 3 borgarfulltrúum. Ef við sjáum þetta, Stefán Pálsson úti. Stefán Pálsson ekki inni. Með þessu geta Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur mynda hreina meirihluta án aðkomu Framsóknar. Það er rosaleg tíðindi. Og svo líka tíðindi þessu að Píratar eru endanlega dauðir. Þeir eru dauðir. Eina súra við þetta að Stefán Pálsson ekki inni. Við þurfum að breyta því. En Silja, vinkona hennar Sólveigar, hún inni. Já, við fögnum því. Það eitt sem mjög athyglisvert í þessu. Ef þetta verður niðurstaðan, sem að ég tel að verði allan í tilviki Flokki fólksins, að þá þýðir það að Flokkur fólksins á engan sveitarstjórnarmann kjörinn. Hvergi á landinu. Það er rosalegt. Það er verið að hreinsa þau út. En sko... Þetta eru risatíðindi að þetta mynda 2 flokka meirihluta í borginni. Miðflokks og Sjálfstæðisflokks. Það eru risatíðindi. Og þetta er bara skellur líka fyrir Viðreisn. Það töluðu allir á þeim nótum fyrir kosningar að Viðreisn væri lykil stöðu og lykil hlutverki myndun meirihluta eftir kosningar og miðað við þetta skiptir Viðreisn engu máli. En er ekki líklegt að þau taki bara Einar með sér? Þó þau þurfa hann ekki? Jú, það er svona mannúðarmál bara. Það er ekkert ósennilegt, sko. Hann er góður í klefanum. Sigrún Ásta í Grafarvogi er næst inn. Framsókn vantar 104 atkvæði til að fella Sjálfstæðismann. Það er Magnea Gná, vinkona Þórðar Gunnarssonar. Þannig að það er nú ekkert svo langt í mann frá Viðreisn eða jafnvel að Guðmundur Ingi detti inn fyrir Flokk fólksins. Persónulega sakna ég Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar. Það er góður drengur sem hefði verið gaman að fá inn í pólitíkina, mjög öflugum maður. Heldur betur. En þessi, hér er búið að telja cirka 60% af öllum greiddum atkvæðum í Reykjavík. Þetta er ekki að fara að breytast mikið úr þessu. En Hjörvar, hér erum við að fá 3 íþróttamenn inn í borgarstjórn. Pétur, Bjarna Guðjóns og Bjarna Fritz. Já, og Einar Þorsteinsson á líka leiki fyrir HK í 3. deild. Já. Þannig að þetta er raun og veru 4. Brynjar Níelsson er líka ágætis leikmaður. Af hverju verið að fara aftur til hennar? Býða aðeins, af hverju verið að fara aftur? Það er eitthvað vesen með tölurnar. Það er eitthvað vesen, það verið að tellja aftur. Það er aftur, það er replay. Þannig að þetta sé alveg á hreinu. Það hafa verið greitt 44.300 eða talin núna í fyrstu tölum, 44.300 atkvæði og skiptast þau með eftirfarandi hætti. A-listi Vinstrið 4.100 atkvæði, 4.100. B-listi Framsóknarflokksins 2.983 atkvæði, 2.983 atkvæði.
C-listi Viðreisnar 4.395 atkvæði, 4.395 atkvæði, D-listi Sjálfstæðisflokksins 13.891 atkvæði, 13.891 atkvæði, F-listi Flokks fólksins 1.437 atkvæði, 1.437 atkvæði, G-listi Góða dagsins 208 atkvæði, 208 atkvæði, J-listi Sósíalistaflokks Íslands 1.777 atkvæði, 1.777 atkvæði, M-listi Miðflokksins 5.701 atkvæði, 5.701 atkvæði, P-listi Pírata 790 atkvæði, 790 atkvæði, R-listi Okkar borgar 179 atkvæði, 179, Samfylkingin, Jafnaðarflokkur Íslands 8.080 atkvæði, Auðir 645, 645, ógildir 114. Aftur biðst ég afsökunar. Þetta er samkvæmt þessu, þá er Samfylkingin að tapa fylgi 4. kosningarnar í röð í Reykjavík. Já. Þetta er viðstöðulaust tap. Þetta er bara þannig. En hvert skildi undra? Náttúrulega í síðustu 3 skipti hefur ykkur komið inn og bjargað fallandi meirihluta. En ég ítreka bara að Miðflokkurinn er að koma nýr inn, hann er að fara á 0 mönnum í 3. Sjálfstæðisflokkurinn er að mælast með 9 menninni, þeir þurfa 12 menn til að mynda meirihluta. Þarna er Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur komið með hreina meirihluta. Þeir munu sennilega taka Einar Þorsteinsson með sér. Ég held að þeir reyna að búa til breiðfylkingu rétt eins og við nefndum í Kópavogi. Framsóknarflokkurinn verður tekinn með í hanskálfið bæði í Kópavogi og Reykjavík svona upp á punt. Eigum að sjá, mér langar til að sjá Epic-tölunar. Hvernig þær litu út. Rétt fyrir kosningar. Svona með fyrstu tölur. Vá, þetta er mjög nálægt. Þarna sjáum við að það er ekki mikill munur á því sem að þeir sem voru að setja á stuðlana hjá Epic er ekkert langt frá fyrstu tölum. Þetta er mjög áhugavert. En eigum við að setja á kosningasjóra brúf og heyra hvað oddvitarnir í Reykjavík er að segja. Sanna Magdalena, súkkulaðikleinan er að tala og síðan þurfum við að heyra hvað Einar Þorsteinsson, Ari Edwald og Hildur Björnsdóttir hafa þetta mál að segja. Við verðum bara að sjá hvernig lokatölur verða og ég hef bara upplifað mikið traust í minn garð í gegnum tíðina og það er bara ánægilegt að sjá þessar fyrstu tölur. Já, þú segir vinstri að vinna saman en það hefur svona verið óumdeilt, svolítið óeining á vinstri vængnum og það er svolítið tíðrætt hægri sveiflu hér í öllum kosningavöku sem við erum að fylgjast með. Til dæmis ef við nefnum ykkur í vinstrinu og svo Sósíalistaflokkin, þinn gamla flokk, er svona mikill málefna ágreiningu þarna á milli eða er þetta bara persónulegt? Ég sé ekki mikið málefnalegan ágreining en svona varðandi af hverju fleiri vildi ekki vera með, þá held ég að sé bara rétt að spyrja hina. Einar, þú mælist inni. Já, frábæra fréttir. Það hefur gengið á ýmsu hjá okkur í Framsóknarflokknum. Já, sprengdir meirihluta og þið náttúrulega unnuð svakalegan kosningasigur í síðustu sveitarstjórnarkosningum. En þú ert hér einn. Hvert fór fylgið? Já, það deildi engum að þetta hefur verið dramatískt kjörtímabil hjá okkur í Framsókn og ég held að við megum nú bara ágætlega una við þessar tölur. Við vorum að mælast með 2,9% fyrir örfáum vikum og kannski margir búin að afskrifa okkur en ég held að við höfum bara farið inn í þessi kosningabaráttu með skýr skilaboð og ég held að það sé að skila sér. Þrátt fyrir að þú sért hér einn, þá ertu í lykilstöðu við myndun mögulegs meirihluta. Við sjáum að ef þetta yrðu niðurstöður í kosningunum, þá gætu við mynda meirihluta með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki. Þú talar það í gær í kappræðunum að það væri erfitt, að myndi reynast ykkur erfitt að mynda meirihluta með Miðflokki. Hvað segir í dag? Sko, það liggur í hlutarins eðli. Við erum miðjuflokkur og Viðreisn hefur skilgreint sig á miðjunni líka. Þannig að það er augljósa svarið að ef ég ætti að velja milli þessara tveggja flokka
þá væri það Viðreisn. En nú þurfum menn bara að tala saman og þetta eru náttúrulega fyrstu tölur og við þurfum að sjá hvað gerist. Ef ég las tölurnar rétt þarna áðan þá vantaði 100 atkvæði til þess að fá hana Magneu inn. Það margt sem getur breyst og við þurfum bara aðeins að halda í okkur andanum og sjá hvernig þetta þróast. Talandi flokka í lykilstöðu, Björg, þú hefur verið, og svona menn hafa verið svolítið í aðdraganda kosningarna, verið svolítið að reyna að horfa í þín svipbrigði, hvort ætlum að halla sér til vinstri eða hægri, og í gær sýndur að rækilega á spilin og útilokaðir samstarfið. Við veitumst á Regínu áðan, sem fer úr stóli bæjarstjóra í Kópavogi, tekur sæti á lista Samfylkingar Reykjavík, sem átti að vera öruggt sæti. Já. En fyrir mér það bara mikil mistök að Regína hefði ekki verið sett ofar á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík. Ég meina það er manneskja sem hefur verið mjög vinsæl í Mosfellsbæ. Hún treysti sér náttúrulega ekki í prófkjör. Já, einmitt. Og þar af leiðandi var þetta eina sæti sem var í boði fyrir hana. Það var bindandi prófkjör í efstu 6 og henni var stillt upp í fyrsta lausa sætið eftir það. Já. Þannig að það er missar henni, ég held að Regína sé öflug kona. Ég hugsa að uppleggið hafi verið það að 7. sætið átti að vera baráttusæti Samfylkingarinnar. Það var planið. Já, kannski ekki öðru baráttusæti. Það er eitt sem að, hvernig flokkur er Viðreisn? Píratar í jakkaðutum. Nei, má ég bara ég hef oft hugsað þetta. Hvað er Viðreisn? Getið útskýrt það? Ég var að segja það, Píratar í jakkaðutum. Já, það er ágætt. Píratar í jakkaðutum. Andri, hvað er Viðreisn? Þetta er svona NBA-mömmur. Já, NBA-mömmur. En þetta er besta kommenti hérna. Viðreisn eru NBA-mömmur. Bara ef þið vissu að vera að henda perlum fyrir svín hérna. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er besta sem ég veit. Er þið Viðreisn að gjalda affróð í kosningu hér land allt? Þegar þetta út all land. Þeir eru að fara í sinn stærsta slag ever. Þorsteinn Pálsson, Ólafur Arnarsson, Helgi Magnússon, allt þetta lið. Þeir eru að fara í risaslag núna 29. ágúst og þeir eru að fara að mæta Sólveigu Önnu Jónsdóttur. Já, við förum fljótlega bara að leyfa ykkur að njóta þess. Hvenær fá að sjá nýja tölur úr, það er ekkert að hræta úr Kópavogi? Mér langar rosalega að fá nýja tölur úr Kópavogi en ég held að ég verði bara að játa mig sigraðan. Það er ekkert að gerast í Kópavoginum. Þetta er löng og erfið leið úr Kársnesinu upp í Kóra. Já, það er það. Ég ætla að nýta tækifærið þá allana og hvetja aftur fólk til að subscribe á YouTube-rás Þjóðmála. Bara skrási til leiks. Við skulum ekki tala subscribe. Akkurat, við tölum íslensku hér. Skráið ykkur þar. Þetta er bara að vera rosalegt áhorf í kvöld. Stefán, hefur við ekki að minna líka á Þjóðmálastofuna? Þjóðmálastofan? Hvetjum alla til að kíkja inn á þjóðmál.is. Við erum með golfmótin í sumar. Skrásið þar í Þjóðmálastofuna. Kíkið á vörurnar sem þar til sölu, þar sem að vinur okkur í Eaty House og Brents hafa búið til fyrir okkur. Þetta streymi hefur verið í samstarfi við mbl.is. Já, nákvæmlega. Já. Sjáu hennar glæsilega fulltrúa Samfylkingarinnar. Þetta er glæsilega fulltrúi. Þetta er myndalegur maður. Þetta er gríðarlega myndalegur maður. Já. Og þú veist það, ég á pínu erfitt með að sjá þetta ekki ganga betur en þetta. Heldur að nenn að veri minnihluta í 4 ár? Ég myndi ekki... Nei, ég held að hann engan á hóða. Það er ekki verkefni sem að skráða sig í? Nei, þetta er ábúinlega sárt fyrir hann. Þetta er, sjáu hvað þetta er miklu presentable heldur en allt það sem er í... Pétri Martinsinni hlýtur að líða eins og manninum sem að keypti sér lottómiða í gær. Hann vissi hann myndi tapa og það verði ekkert upp úr þess að hafa. Hann verður minnihluta næsta kjörtímabilið. Ef að klappa fyrir Andra Ólafssyni sem hefur verið hérna... Stóð og stytta hér í kvöld. Klappa fyrir Andra Ólafssyni sem hefur verið hérna... Já, miklu meira en þetta. Og fyrir hönd Landsspítalans sem hefur verið í þessu hlaðvarpi hér í kvöld. Ég er rétt bara að kíkja við. Frábærlega. Heilsa upp á okkur. Hann er búinn að vera algjörlega frábær. Hér er hann búinn að vera aðstoða okkur í allt kvöld. Frábært. Ég ætla að fá að þakka ykkur. Hjörvar Hafliðarsson og Gísli Freyr Valdimarsson. Gaman að fá að vera með ykkur. Þetta er ekki síðasta kosningasónið sem við tökum. Ef við ekki að taka annað 29. ágúst. Kannski full ástæða til. 29. ágúst. Já. Það verður stór dagur. Dóti, búinn að stýra þessu glæsilega
Þessi innkoma hjá Sólveigu var náttúrulega algjörlega frábær. Svona búllistrákarnir. Bullis Media, frábærir. Þórður Gunnarsson á að draga Hannes Hólmstein frá Buenos Aires. Nei, hvaðan var það? Nei, Ríó. Ríó, ég meina það. Já, keyptum flug fyrir hann hérna. En þessi ræða Sólveigar með ESB, það þarf að klippa hann eitthvað til. Hún var episk. Þökkum líka Epic Bet. Þökkum Epic Bet eru þeir sem að sjáum þetta frá A til Ö. Hannes Hólmsteinn Gissurusson sem að mætti hér og stimplaði sig fljótt út. En átti sterka innkomu. Það var Hannes Hólmsteinn sem að stofnaði Epic Bet árið 2000. Það var þannig sem hann auðgæðist. Eins og ég segi, við fáum ekki þessar næstu tölur úr Kópavogi. Ég held að þetta sé komið mjög gott. Gísli, takk hérlega. Eða ekki. Takk ykkur sem að fylgdust með í streyminu. Takk fyrir að tjúna inn. Takk fyrir að horfa á okkur hér. Við ætlum bara að kveðja. Já. Verið bless. Takk fyrir okkur.